En hvað segir Palli? Góður, en þú? Lengi. Það er bara fínt, ég er ekki búin að hitta þig lengi. Nei, ég er búin að vera bara ekki á landinu. Þú komst ekki með. Allt þið hittið, þú bara búin að vera einhvers þar. Verðum ekki að gera það? Maður verður að hafa eitthvað að segja til þess að fólk nefnir að hlusta mann í podcasti. Já. Þú bara, ég var bara að koma í sælinn og ég var að vinna. Ég var bara í vinni. Og svo bara að vinna aftur og vinna. Nei, ég er búin að klára hortin. Já, það er reyndar, var ekki turbína? Jú, það sem áttu að vera 3 dagar, það breytist í 2 vikur. Bara upp á varhluti og ekki til á landinu, sálsögðu. Ég kannast ekki alveg við þetta út af því að ef ég hef ekki tími í það, þá yfirleitt endar það á því að Simmi gera það. Og hann hefur svona meiri tíma í þetta heldur en ég, þegar meðan ég fastir í vinninni, þá græðar og skrúar hann í þetta fyrir mig. Það var ekkert aðtöfum með mig, ég horfði á bílinn, bara býða, varhluti. Já, þið vantaði bara varhluti. Bara ég vantaði pakningu og vantaði púslemmu, svona víbandlemmu sem apparently er ógeðslega spes í þessum bíl. Hún er sverari en venjuleg víbandlemma. Þannig að carry sem hann átti passaði ekki og það er. Svo sendi, já, þetta er drasl bara. Svo sendi ég bara það gæði sem mappa bílinn minn auðan, hann er líka með að selja, hann seldi við turbínu og alls svona annað dót, sko, hann selur bara allt í þessa bíla. Ég sendi á hann bara hæ, átti ekki til, getur ekki senda mér bara með DHL eða eitthvað, bara hraðsendingu, ég bara vill fá að keyra bílinn. Hann bara, nei, svo er þetta er bara til, sko, næsta umboð, bara your local Ford dealer, stocks it, ég bara, nei, ekki hér. Nei, ég var spennend að tjekka það. Ég bara hringdi í Brimborg, þetta er það 3 vikur, bara, shit, sko. Þetta er alltaf svona. Svo sendi ég á hann bara, ég þarf að býða í 2 vikur. Hann bara, ha? Ég bara, já, þetta er ekki til. Hann skildi ekki. Hann fattaði ekki. Þetta væri bara ekki til lær. Skilur, hann bara gæti ekki fatta þetta. Nei, hann sagði bara, það er allt til þarna. Hann sagði, þú getur farið nánast hvað sem er, sko, stórt umboð þarna í Ameríku. Það sem hann er alltaf í Georgíu eða eitthvað og fengi bara blokk. Já. Það er bara head á lager til. Akkurat. Skilur bara knastás, sveifarás, það er bara til lager. Gangiði vel af þetta Brimborg, sko. Gangiði vel. Ekki sen, sko. Það er nú eiginlega bara, þú veist, að liggu þessi ekki einu sinni kert í þetta hérna heima, sko. Nákvæmlega. En Simmi er með okkur, talandi Simma hérna áðan og við erum ekki upp í okkar typical skúr. Nei, smá tilbreyting, skúrin okkar fullur eitthvað drasli. Þannig að við erum með skemmtilegu bílan okkar hérna á bakvið sem er líka gaman að segja að bílinn þinn er hérna á bakvið. Hann hefur alltaf bara verið á mynd bakvið okkur. Já. Við tókum myndin á vökuðum hana og bara Já, spratt eitthvað úr þessu drasli. Við mættum bara næsta dag og bara Já. En fyrir þá sem að ekki þekkja þig, Simmi, Sigmar Freyr. Já. Þú varst í sumar allavega dómari í driftinu. Já. Og hefur verið að keppa í driftinu. Já. Herru, dómari Palli vann ekki neitt. Nei. Nú verði ég, herðu? Bara það er að keyra betur, það er bara ekki flókið. Sæl. Sorry, Palli minn, en ég þarf bara að fleia þér undir rútuna hann. Nei, svo sem sko hvað var það ekki, fyrstu kemninni þá fer hettið í bílunum á þér, þannig að þú veist við heldum að það hefur verið turbína og skiptum turbínu á keppninni og bílinn breytist ekki neitt og svo náttúrulega þjöppumældu við hann og það var bara engin þjappa. Já, þú veist, það var fín þjappa á 5. Já. Bara engin þjappa á seinasta. Ég meina, þú veist það er 5 af 6, sko. Það snýst allt perspektíf, sko. Já. Bara sjónhort. Nei, þetta var spennandi samt. Náttúrulega, það voru 2 vikur frá seinustu keppni þangað til að bíladagar voru, eða ekki? Jú. Já. Og ég græjaði hett fyrir bíladaga. Við skrúum þetta allt í sundur hérna og Já, það var 2 dögum áður en að bíllinn átti að fara, eða ekki? Hann átti að fara á mánudeginum, eða ekki? Þetta var á föstudeginu sem við byrjuðum að kippa hettinu af og skiptum það. Af því að við heldum sérst bara að turbínan hefði farið hérna. Já. Og við kiptum hettinu af hérna eftir við þjöppumældum hann einhverjum 3 dögum áður en að átti að fara norður, 2 dögum áður en að átti að fara norður, þá fundum við hann að hetti var sprungið og ég fekk hann að hett
En þá fundum við enga headbæningu. Já, ekki nýja allavega. Nei. Þannig að það var svona, hvað á maður að segja, þetta var svona mjög tæp lausn að pröfa, en það gekk ekki alveg eins og áætlað var, en sem sagt byrjaði að leka mótorolíu aftan úr hérna á milli headpakningu og heads á seinasta sílinder. En þannig að það var bara mjög gaman. Bíllinn átt að fara í svona málun eftir að við myndum græja headið. Já, bíllinn átt að fara í málun bíllinn átt að fara bara í málun helgina áður en hann fór norður. Já. Við ætluðum að setja þetta saman hann á föstudeginum og fara með hann í málun þá. Já. Sem að endaði í mótorskiptum. Já. Þetta því að headbanningin sem við fengum lag, að því við fundum ekki nýja headbanningu. Þannig að þegar við vorum að rífa mótorinn, við rífum mótorinn úr Norvel, sést þessi bíl hérna, þessi með rauða húti hérna, E36-in. Við rífum mótorinn úr honum og færðum allt frá E36 yfir þannig að það myndi passa í E30. Á meðan að Keli var að slípa bílinn fyrir málunina, þá skiptum við hérna mótorinn. Þetta var perfekt aðstæður til þess að preppa bíl fyrir málun. Það var eiginlega engin olía neinstaðar sjáanleg fyrir út allt gólf. Út af því að þurftum að skipta olíupönnuna og pick-upið og allt þetta, út af því að E30 er með front jump en E36 er með rear jump. Þannig að þetta var spennandi. Og svo vorum við náttúrulega koma mótorunum hann á onni á meðan hann var að slípa allt, þannig að maður var svona slípi ryk í nefinu og olía á gólfinu og þetta var mjög skemmtilegt allt. En mótorsvap og málun á 24 tímum. Já, ég hefði þurft að pröfa bílinn meira fyrir bíladaga. Við náttúrulega kláruðum þetta bara á mánudeginum og hann fór beint bara norður. Já. Og það var bara allt annað powerband í 2,5 mótorunum heldur en 3 lítra. Þannig að það er bara eitthvað sem að, þú veist, eitthvað sem ég var ekki búin að pröfa og var að reyna að skipta gíra þarna í meiri keppni til að reyna að koma mér að reyna að finna hvernig bílinn var út af því að náttúrulega þetta var bara, 2 æfingarönn og svo keppni. Já, ég náttúrulega var ekki fyrir norðan, fyrir norðan þá var ég bara heima að bíða eftir baby. Alveg rétt, já, alveg rétt. Sem að kom síðan ekki einu sinni á bílatur. Nei, þetta maður bara. En maður tók nú ekki áhættuna þegar hún er sett 16, sko, þá tók maður ekki áhættuna að bruna norðu til þess að horfa á einhverja bíla spóla og vona að barnið komi ekki, sko. En skipti minna máli. Já, það er alltaf aðri bíladagar eftir þessa, sko. Já, blessaður. En þú ert á E36 líka, þessum Absingula. Já. Þú byrjaðir ekkert í driftinu á honum? Nei, ég ætla ekki að segja hitta yfir í driftbíl. Ég tróði einhverjum M50 turbomótor ofan í E46 sem ég átti. Það var cirka bát eina sem var gert. Það var bara bætt við aflið. Að öðru leiti var þetta bara alveg stokk 316, sko. Já, ok. Þetta var myndari. En ég mun seint telja þetta undir driftbíl eins og ég sett hann upp þarna, sko. Hann lúkkaði allan heldur vel. Ja, hann lúkkaði, en veist, þetta var alveg gagnslaust í braut, sko. Anda ekki bara hvort voru að beða ekki þetta búið? Jú, tækla, og náttúrulega það sem maður tók eftir bara mjög fljótlega eftir að ég keypti E36-in, það er must að vera með körfustól, sko. Þú veist, annars ertu bara, þú ert að drifta og á sama tíma ert að hanga í stýrinu vegna þess að stóllinn heldur þér ekki raskat, sko. Þú veist, í þessum var ég með, sko, venjulega stóla, minni mér svona hálfleðraða, sko. Þannig að veist, þetta var bara stór hættulegt. Maður fór inn í beygju og endaði næstu í farþegarsætinu, sko. Síðan fór maður í hinn áttina og það er bara eins gott að hurðalæsingin haldi draslinni inni, sko. Já, en þú, og lendingan síðast meira atvik með þennan bíl. Já, það er eitt og annað búið að ganga á með hann. Já, ég kannski ekki bara hybrid bíl á þessu kviknar í. Nei, nema þessi hybrid.
Ekki seinastur í þessi en... Nei, sem sagt, hvað, það var í annaða þriðja skeið sem ég var að keyra bílinn, þá gaf lögn sig alveg upp við pressingu, sem sagt bara PTFE lögn sem var pressuð fyrir mig í barka og hún gaf sig við það sem að pressunin átti sér stað og sprautaði þess að bensíni yfir rauðglóandi pústgreinina. Það er sem ekki að fá mér lögn frá þeim. Ég get ekki mælt með því en það er líka aðalega bara gerist kannski bara já þú veist það er aðalega samt bara viðhorfið þegar ég talaði við þá sko það er viðhorfið sem að ég fekk eftir það var eiginlega meira svona það sem að fór í taugarnar mér þú veist ég fór þarna niðrættir og var ekki ásaka einn eða neitt en þegar viðhorfið er þannig bara nei þetta er ekki okkur að kenna og það strax bara nei já, þú veist, áður en að var neitt skoð þannig að, þú veist, mér varst það eiginlega freka skítt af svona stóru fyrirtæki að reyna að fría sig af allri ábyrgð bara áður en að skoða hlutunni, sko en, þú veist, svo sem þetta er löngu búið og annað þetta kostaði mikið tjónið þetta var 1,5 milljón eða eitthvað já, sæl, út á eina stungu það brunnu náttúrulega fullt af einhverju rafmagnslögnum og hvað, þú veist allt ráðkerfið fór spísarnir, flexfuel-skynjari ég náttúrulega þurfti að skipta út bensínlögnunum talvan bara niður 2500 halvtekt talva já, ok og það kviknaði í komst eldur inn í ökumannsrými og brendi farþegastólinn en þú slappst alveg? Ég slapp sem betur fer og farþeginn sem var með mér slapp líka en þetta sýndi manni samt alveg það að eina gatið sem var í hvalbagnum á bílnum á mér var 8 mm stórt já, þá fór eldur þar í gegn það fór eldur þar í gegn og náði allaleið í farþegastólinn sko. Sem að segja manni það þú veist, eldveggur er ætlaður fyrir einmitt eld já, nákvæmlega að halda honum frá cockpit svæðinu í rauninni sko. já, en það sýnir bara hvað er svo lítið þar til að fá svo mikið tjón já, það er alveg þannig sko, en þú veist, bara sem betur verð slupum við báðir alveg heilur á húfi og það var ekki meira tjón heldur en bara rafkjörfi og einhverju skinnir og eitthvað drast sko. Og þetta eina tjónir sem hann er þessi bíl lendi í eða? Nei, ekki alveg. Það var sögur á því. Já, ég var með aðra lyftu heldur en er inni núna og hann datt einu svona hliðina þess. Ha? Já, það var spennandi. Var það bara illa sett á lyftuna? Nei, armurinn gaf sig eða ekki? Jú, skrúan í lyftunni gaf sig. Já. Bara svipuð lyfta á þessi nema bara sem var framleitt á seinustu öld. Já, þetta er tveggja póstalifta eða ekki? Jú, þetta er sníilifta. Já. Það er tveir stórir skrúgangar sitt hvori megin í póstunum og sem að skrúa í rauninni armana upp og niður og já, sagt, í rauninni róin sem að heldur örmunum, hún gaf sig öðrum megin. Lumulifta eða? Já, hún var mjög gömul. Já, hún var 96 ár gerðið eitthvað. Ok. Sko ég nú að treyst ekki liftin lengur. Já, ég keypti þessi er framleitt 2016. Fór í notkun hjá N1 2019 ef ég maður rétt og að tekið niður aftur 2021 og ég kaup hana 2022 minni það ég ætla ekki að staðfesta það en það er bara cirka kannski já, skiptir svo sem ekki öllu en já, þá datt helvítist röslan á hliðina og þetta var helvítið skellur sko. Ég hef bara búin að sjá vídeo á þessu. Það var ekki undir bílnum, nei. Nei, það var ekki undir honum, en þú varst að vinni hann, ekki? Ég var að fara að labba undir hann þegar hann eftir. Sæll. Ég hef séð vídeo á þessu, hann labbar svona einhvern veginn,
bílli hrinur og svo sé maður bara simma með hendurna svona á hausnum bara hvað var að gerast. Já, sko, og síðan var eiginlega betra, sko, það var ég hringi í Kjarrafélag og þetta símtal fór eiginlega þannig að ég hringi í hann og bara sælir, herðu, hvað er þetta brasa? Hann segir mér að hann sé bara fóð ekstaði hjá sér að fara að koma sér heim. Já, herðu, ekki getur komið aðstofað með þess, það er smá vesen. Já, hvað vantar? Já, ég er að horfa á bjáfann á mér, hann er á hlið. Á hlið, hvað meinar þau? Já, já, þú sér þetta bara þegar þú kemur, sko. Og hann kom og þetta... Þú veist, náttúrulega alltaf andlegi stuðningurinn sem maður fær hjá einu sínum, fyrsta sem hann gerir er að hlæja. En síðan var þetta bara, þetta var 2 tíma verk að koma áttur í hjólinn á þess að stúta bílnum. Hvernig fóru það því, eða? Herðu, það voru tengdir strekkjarar, bara þers og kruss í lyftupóstana. Og bílnum var bara slakað aftur niður á hjólinn. Með mikilli þolinmæði og svona skemmtilegum meðfylgjandi blótsyrðum og fælingum og svona. Skemmtist eitthvað mikið, eða? Herðu, nei. Það bognaði 2 ströttar í kaulórunum sem ég var nýbúin að setja í. Nice. Já, en þess má geta að sem sagt, þetta kaulóver frá BSC. Ég hafði bara samband við það og spurði bara hvað væri best fyrir mig að gera. Og þeir segja mér bara, sendu bara demparana þessa sem eru bognir til okkar og við sjáum bara hvort að við getum ekki lagað á. Ég fæ e-mail, örugglega viku eftir að þeir fá demparana það að þessi 9 demparar farnir af stað og ég bara borga mismunin á því sem að skemmtist í demparanum. Að öðru leyti gátu þeir notað allt annað. Já. Ok, það er bara fínt. Þannig að ég man ekki, þetta var, ég held að þetta hafi verið 90 skall, sko. Já. Þetta var ekki neitt, sko. Það var flott. En Betur eitthvað bara nýtt kerfi. Betur eitthvað bara nýtt kerfi. Já, þú veist sérstaklega þetta kerfi sem ég er með í bílunum kostar 300 og eitthvað þúsund. Nákvæmlega. Það er svona, með monotube eitthvað svaka fína reiðsfjöðrun eitthvað voða fínt. Þú ert nefnilega svolítið þannig að þegar þú sér eitthvað glansandi þá er það svolítið svona, þú ert svona svolítið eins og krummin með það. Sér eitthvað glansat á netinu og þú bara, ok, ég verð að kaupa. Já, þú veist, sko, það er ekkert alltaf sem maður er hægt að kaupa eitthvað glansandi. Þú veist, þetta er alveg eins og í lappin inn í Sindra til dæmis og þú veist, það eru öll verkværin sem að kalla mig að biðja sig að frelsa sig, sko. Já. En þú veist, það er bara ekkert, þú veist, ég þyrfti eiginlega að vinna í lottó, sko, þannig að það myndi, þú veist, dekka lífstílinn. Þú veist, og það er ekki þannig að ég er keyrandi á einhverju glæsikjærum, sko. Ég væri bara með fullt hús af verkværum og drasli, sko. Og einhverju glansandi íhlutum í druslutum mína, sko. Já, hörgulega. Já, þú veist, ég bara svona, já, herri, sjá, ég var að finna þetta túrbínu. Já, ég þurfti bara að kaupa hana, þannig ég keypti 2. Þetta er yfirlega bara eitthvað svona kjaftaði, sko. Já, þetta fylgir þessu, sko. Já. En þú, tala nú verkfæri og svona, þú er svolítið mikið að skrúa. Já. Kannski verið meiri í því en að keppa, kannski mikið í. Já, sko, ég tók mér svo sem bara pásu þetta sumar. Það var nú aðalega bara út af því að ég vissi það að ég var ekki að fara að ná öllum keppnunum. Þannig að ég ákvað bara að fara frekar og vera dómari í fyrstu og seinustu keppninni. En árið þar áður þá keppti ég í opnafloknum og árið þar áður þá var ég í götubíla. Það gekk nú alveg vel í fyrra. Já, ég var í öðru sæti til Íslandsmeistara. Það er bara mjög vel gert. Bara mjög vel gert. Já, gekk allavega bara þokkalega vel og ég hefði svo sem viljað að hefði verið fleiri sem að taki þátt og ég mitt ef að er einhverju sem er að hlusta sem að eiga driftbíla, bara endilega skrá sig í keppni, mæta og æfingar
Nota þetta. Já, bara að gera, þú veist, reyna að rífa þetta í gang líka bara meira, þú veist, því fleiri sem að mæta, því stærri keppnin. Já, þú veist, og því meiri áhorf sem að keppnin fær og meira við fangi í kring, því meira hægt að gera, þú veist, þetta bara eins og DMP sem við vorum með Kela út í Póllandi. Þetta byrjaði bara svona svipað eins og þetta íslenska dót, skilur, það voru bara einhverjir nokkrir njólar sem að, þú veist, áttu einhverja druslur og voru að leika sér að spóla og bara, höldum keppni, skilur, og þetta komið út í bara, þú veist, rosalega flott dæmi í dag, sko. Já, maður horfði á útsendingun, þetta bara professional dæmi, sko. Já, bara algjörlega, sko, og þú veist, og það eru fullt af stórum sponsum sem eru að sponsa þarna úti, þú veist, eins og Lotto og Motul, Red Bull og Toyota, þú veist, og fullt af flottum. Og maður sá það líka bara þegar voru búin upplásið svona á og fána á brautinni og eitthvað. Og við sáum það hérna í sumar að Caveman var til í að taka þátt, en þú veist, það er svo miklu meira hægt að gera ef að menn eru að mæta og sína sportinu áhuga. Já. Að þá það er miklu auðveldur að selja sponsum, sko, að taka þátt í einhverju sem að allir eru að mæta og sína ástríðu og bara gera af einhverju alvöru, heldur en þú veist að það sé alltaf undir manna, það vantar fólk, það fáir í flokkum, eitthvað svona. Já. Þannig að það er miklu auðveldara að komi svo herra upp ef að bara allir mæta og gera, af því að, þú veist, fyrir þessa stóru sponsa þá er það svona það sem þið vilja heyra, að þetta sé á upplið, sko. Já, líka bara, þú ert ekki að sponsa eitthvað ef enginn að horfa á það. Akkurat. Nei, það er nefnilega málið og þetta er einmitt eins og kemur inn á, þú veist, Caveman, hann er bara með eina litla búðu upp á Smiðjuvegi, sko. Þú veist, en hann er bara mikla ástriði gagvart bara motorsporti og motocrossi, hann einmitt sér mikið af motocrossinu og svoleiðis og þú veist, og hann vil einmitt bara sjá þetta verða stærra og gera þetta flottara og reyna að koma þessu á framfærir. Akkurat. En nú kannski ein pæling frá mér sem kannski ég er ekki í þessu mikið, ég er ekki búið að taka þátt í svona keppni eða stjórna neitt. Hvar eru allar bílabúðirnar og, þú veist, AB og Bílunöst og Kemi og Pólsen og allt það dót, ég meina, þetta ekki bara kjörin staður til þess að auglýsa sig, því að þarna liðið eins og við sem alltaf hefða peningi í óljur og vera hlutur að kæfta þig. Jú, það þú veist, svo sem AB má alveg eiga það, þeir á að vera duglegir og ég held nú að Stilling sé líka búin að vera duglegir. Ég hef nú ekki séð Bílunöst neitt nýlega og Bílunöst Autoparts og svoleiðis að ég held að þetta hafi nú ekkert verið mikið í þessu, en þeir hafa verið meira í að sponsa einstaklinga eða eitthvað svoleiðis, sko. Bílunöst hafði, sko, allan að fyrir í sumar þá hafði Bílunöst eða svona sýndi áhuga á einhverju sponsi varandi ADHD, en síðan var ekkert úr því, það var bara, þú veist, þetta einhvern veginn dó bara út. En ég með AB var að hluta spons og bílunum eftir AB var að hluta. Ég er að tala aðra bara keppnina sjálf. Já, akkurat, þeir eru meira að sponsa. Já, þeir hafa, þú veist, ég held að það sé bara búið að vera svolítið þannig að þeir eru meira fókuseraðir á einstaklinga, en sem að væri náttúrulega geggja gaman ef að þessi fyrirtæki væru til í að, þú veist, setja upp skiltið þarna upp á æhábrautinni og þú veist, leggja inn einhverja peninga til þess bara betrumbæta svæðið, sko. Akkurat. Þess að fæðkaupir í Sindri, náttúrulega með torfæruna. Já. Sindartorfæran. Svo er náttúrulega mótultorfæran og þá er keppni sem er bara styrt af einhverju fyrirtæki. Það er náttúrulega, það þyrfti bara einmitt, eins og með drifti, það þarf einhver sem er að horfa sem er framkvæmdastjóri eða einhver bara sem getur séð live útsendingu á driftinu, það til dæmis væri geggjað, bara einhver sem getur tekið að sér að sjá live útsendingu bara þó það sé ekki nema bara YouTube, þú veist, við erum ekki að tala að þarfst að setja þetta á stöð 2 eða eitthvað. Já, DMP til dæmis, það hafa bara YouTube. Já, DMP Driftmasters, Formula Drift, þetta er alltaf YouTube bara. Bara live útsending á YouTube, það er eitthvað sem þarf eiginlega bara að koma inn. Þú veist, af því að það er mesta auglýsingin, það er fullt af liði, ég sá það bara núna þegar við vorum úti, það var fullt af liði sem var að senda
er ekki live útsending af þessu þegar það er verið að fara að keyra, er þetta ekki live, er þetta ekki sýnt út af því að fólk vill horfa á þetta þó það kannski komist ekki á staðinn eða eitthvað svoleiðis, það vill samt horfa á þetta sko. Það er náttúrulega leiðilegt, jú, þeir selja svo sem inn á keppnina en mögulega verið að hugsa það, þú veist, já, fólk sem að vill horfa á þetta live kemur ekki á keppnina og borgar inn en það þarf þá bara að fá eitthvað spons sem að er að aðstofa með live-ið. Já, en síðan er það ráta og sér auðlýsingar sem eru í auðlýsingunni en síðan er það líka það, þú veist, það eins og við bara vitum, þú veist, það að mæta á staðinn og horfa á þetta í stofunni heima, þetta er segið hvað hluturinn. Þetta er allt annar hlutur. Þú veist, mér myndi alveg persónulega finnast bara, þú veist, ég sé ekki að það sé einhver að hagnast á því að það sé borga fyrir livestream sko. Þess að þú veist á borgir fyrir livestream það er þá frekar ef það væri þú veist einhver svona eitthvað svona bikarmót sem að væri bara á þú veist það þyrfti að borga fyrir livestreamið skilur þú veist, jú, það þarf svo sem alltaf að borga fyrir livestreamið nema þeir einhverjir sem eru tilbúin að taka þetta að sér frýtt sem að væri náttúrulega bara draumur vegna þess að, þú veist, ég veit það bara það er ekkert mikið til að peningum í neinum af þessum klúbbum, sko. Nei, akkurat. Veist, þetta er ekkert að hala einn, sko. En svo náttúrulega eins og maður, kannski margir sem eigi þessi fyrirtæki og reyka þessi fyrirtæki og svona, þú veist ekki, sko, að einblína útvarp og sjónvarp, sko. Já. Það er svo mikið af okkar kynnslóð, kannski yngri kynnslóð, allavega mínu aldri, sem er ekkert mikið að horfa á sjónvarpi, sko. Mjög mikið á YouTube og svona og það er svo, áhorf þar er samt áhorf sem, og auglýsing þar sést alveg sko. Ég menna þú segir það ég kann ekki einu svona setja á ríkisjónvarpi heima sko. Nei, veist, ég hef enga löngun til þess að kunna það þú veist ég horfði sennilega seinast á RÚV sko áramótasköpið. Já, þetta er ekki Akkurat ef ég er að fara að setjast fyrir fram á sjónvarpið þá er ég ekki að fara að setjast fyrir fram á sjónvarpið og býða eftir að einhver þáttur komið eða einhver bíómynd ég er bara að kveikja á fokking bíómynd eða þætti skilur Akkurat ef það er ekki, ef ég veit ekki hvað ég ætla að horfa á þá fer ég bara inn á YouTube og surfa þar bara eitthvað. Já, ég er mjög mikið þar sko. Ég sé meira af auglýsingum inn á Facebook og Instagram og YouTube ég fekk ógeða auglýsingum minn á YouTube þannig að ég keypti þarna premium shitið ég þól ekki að vera inn í miðju þætti og séðan poppar upp einhver fucking auglýsing en þú veist, ok það er en ég sé engar sjónvarsauglýsingar ég heyri takmarkaða af útvarpsauglýsingum en þú veist eins og skiltin og svoleiðis hérna á götunum ég sé það alveg skilur en þú veist þetta er svona, ég horfði á þetta og glemdi þessu En eins og með live útsendinguna þú veist það sem ég er að hugsa er til dæmis að þegar ég var að keppa að þá veit ég þú veist ég veit að mamma hún kom og borgaði sinna keppnina fór eftir einhvern hálftíma skilur en ég veit að miklu fleiri til dæmis í minni fjölskyldu bara sem að búa út á landi og jafnvel bara upp á Akranesi þó að sé ekki lengra en það skilur sem að hefðu verið til í að horfa á þetta og voru búin að spyrja mig bara getum við horta á þetta einhvers staðar þú veist við erum ekkert að fara í bæinn eða þú veist bara eins og fullorðið fólk sem er kannski ekkert að fara að æsla sér upp á braut til þess að horfa á driftkeppni yfir allan daginn myndir samt vera að horfa á og þetta er alveg fólk sem að þarf að kaupa sér varahluti í bílana og eitthvað sem að þú veist væri ekkert mála að hafa auglýsingu í livestreami skilur sem myndi að hafa áhrif á fullt að öðru fólki sko. Ég meina þú veist síðan bara eins og við sáum bara bæði út í Pólandi og Ríka ég meina þú veist þetta þarf ekkert að vera eitthvað bílatengt ég meina Lotto það tengist bílum ekki raskat Nei Þú setja bara íþróttum eins og fótbolta og svona það er alltaf bara eitthvað random fyrirtæki Ég meina þú veist þetta fyrir mér væri alveg eins gott bara þú veist jusk þess vegna ekki það að þeir þurfi eitthvað nöðsynlega auðlýsa sig en að mínu mati er þetta ekkert endilega það að þú sért eitthvað brjálað auðlýsa þetta er bara svipað eins og með bílana ég meina þú veist Jú, eins og veist, þegar ég fór nú á bílunum þínum bara á sunnudaginn niður á Granda og ég get alveg sagt það var alveg fólk sem tók eftir bílunum veist, en ég held að það sé ekki eitthvað sérstaklega mikið að lesa alla auglýsingarnar á bílunum sko. Nei
Þetta þú veist, að mínum að þið snýst þetta meira það, þú ert tilbúin að leggja þitt fram til þess að styrkja eitthvað skona sport. Þú veist, fyrir mér þetta þannig að, þú veist, ef það hægt að styrkja fótbolta, körfubolta, eða, þú veist, motocross, eða drift, eða rallycross, þú veist, það skiptir ekki máli, þú veist, þú ert að leggja eitthvað inn í samfélagi til þess að, þú veist, það sé hægt að halda þessu áfram vegna þess að, þú veist, ég meina, það er ógeðslega mikið af fólki sem hefur engan áhuga á bílum, en elskar horfa á torfæruna, finnst ógeðslega gaman að horfa á drift, finnst geggja að horfa á spynnu, þú veist, ég meina, maður sér þetta bara á bílatöfum, þú veist, haugur af fólki sem hefur enga hugmynd hvernig bíl var að keyra niður brautina. Það finnst það gaman, akkurat. Það setur sérstaklega á sýninguna. Já. Þá mæti bara allur bærin ást. Já, veist, ég segi það, veist, og það er ógeðslega gaman, veist, líka eins og það, eins og þegar við vorum með sýninguna, þú og Keli gerði það ekki núna í ár, ég var náttúrulega ekki fyrir norðan, en tókst þú ekki hurðina af bílnum hjá þér? Ég bara var með hann opna. Já. Við tókum hurðina af bílum að skela núna, sko, hvað sest inn í bílinn hjá honum. Já. Minn var þannig staðsettur að hurðin hefði opnast í tjaldið og eitthvað, þannig að við vorum bara með hans bíl opinn. Já. Ef við gerðum það allavega í hitti fyrir það, þegar ég var fyrir norðan, þá tók ég hurðina af bílnum hjá mér og Keli hurðina af bílnum hjá sér og þetta var bara geggjað fyrir ótrúlega mikið af krökkum og ég veit ekki hversu mörg skilaboð maður fekk bara frá foreldrum bara hvað þetta væri aðeinslegt, það börnin væri ennþá að tala þetta og þetta væri bara gegn lífsreynsla, ég meina, þú veist, það er ekkert á hverjum degi sem að krakkar fá að setjast inn í eitthvað svona apparat, sko. Þannig að þarna kveiktuðu örugglega í nokkra neista fyrir framtíðina, sko. Og þú veist, ég veit ekki hvort að það sé gott eða slæmt en hérna, jú, þetta er náttúrulega Jú, það er gott, sko. Það er náttúrulega gott, skilur upp á það, þú veist, að auðvitað er þetta miklu betra heldur en að vera djamfíkill eða eitthvað, sko. Ég veit miklu frekar að barnið mitt í framtíðina þegar þess barn er að eða þetta peningi svona tíma sinna að skoða einhverja bjónbeiglu eða einhverja bílbeiglu heldur en að dundur í þessi línur eða eitthvað, sko. Ánda ósíkir lofa þetta. Þú veist, eða bara vera hverja helgi niður í bæskilju, þú veist, maður sér ekkert mikið eftir þetta, þú veist, þetta er ekkert ódýrara, skilur, heldur en eitthvað annað. Ég fæ miklu meiri skemmtun úr 10 lítra af bensin heldur en lítra af áfengi, sko. Já, ég þarf líka. Já, sérstaklega daginn eftir. Já, bara meðan daginn eftir og næstu viku og vikun eftir. Ég var að rifja upp þing þegar við vorum út í Ríka, sko, ég var ekki búin að sakna hann. Nei. Alltaf einu sinni. Já. En við mitt hérna, að því þú sagði með að setjast inn í bílana, voru mitt flesti bílandi með svona vinsanlega ekki snerta með það. Ég man að þeir prentuðu út fyrir okkur vinsanlega snertið bílinn. Nei, endilega settist inn. Já, endilega settist inn í bílinn, já. Og fólk var bara, það leita með hann bara, býti það stendur ekki. Já, býti það má sittast inn í það og bara hissa því að sá bara á öllum bílunum bara mátt ekki snerta þú veist, helst ekki horfa þú veist, þetta er sko orðið þannig sko, bara hafði loku augun hann og rispir ekki lakki sko. Það skilur það með sumabíla sko. Já, en það eru margir bílar sem en einhver bara basic bíl á felgum sem er búið að lækka skilur, þú veist, sorry en þú veist, ef að þetta er þú veist, jú, þetta er flott og einhverjum þykir vænt þetta en þetta þarf ekki að fara með þetta eins og þetta sé demandur, sko vegna þess að, ég meina, þú veist, þú keyrir þetta á götunum, skilur, á íslensku götum það eru náttúrulega bestu götur í heimi eins og við vitum en náttúrulega mikið af þessu liði sem er þarna eins og ég skýt alltaf mústangkallana, sko ég elskar að skjóta þá tegndi pappi minni þannig nei, ég elskar hann, sko en hann er svolítið þannig, sko það er svona alltaf sömu kallanir, sko það var þetta kannski 2006, 2007 var fátt á Mustang sjálfskiptur þetta var bara að fara út í sól það má ekki regna en má ekki snerta og svo spyrir maður þetta fólk, sko þetta böggar mig, sorry, þetta er bara ég er smá rætt núna, sko og svo er bara, maður spyrir þetta fólk bara, já, þetta getur bílað og svona, svo bara hugsa maður, bílað þú fyrir að Rock Auto, það er allt til á kling ég myndi skilja að þetta væri
30-40 gammal BMW eða Benz eða Porsche eða eitthvað sem þú færið alls ekki varluti hann, bara ok, ég skil þú getur ekki fengið varluti hann, alltaf nei eða komið með einhvern svaðalegan mótorskilur sem bara, þú veist, yfir 1000 hestöflum, þú veist, þá bara bæði ógeðslega dýrt að reka þetta og bílinu þínu fer náttúrulega bara miklu hraðar upp þegar heldur en hestaflatalan, sko ef þú myndir horfa á þetta grafi þá væri þetta í rauninni hestaflatala og síðan viðhald, sko þú veist, það væri lóðrétt og eitt væri svona nokkuð lárétt. Já, en svo líka menn sem smíðar svona mótor og bíla, bara já, þetta er 900 hestöfl, 800 hestöfl svo nota hann aldrei bara tilgangast að smíðan. Já, þú veist, ég segi það ekki, þú veist, ég er búin að keyra bílinn minn í sumar ég er búin að fara 3 svar upp á braut, held ég. Ég kannski meira þannig gödubíla. Já. Þú veist, þetta er náttúrulega, þú ert ekki að fara á þessu rúndin niður í bæ, sko. Bara alls ekki. Nei, ég er þannig gödubíla. Ég nenni ekki einu svona keyrið upp á braut, sko. Ég er þannig gödu rúndarana sem er alltaf inn í skúr. Sem hefur alltaf sagt það að því meira sem hann eyðir í bílinn því verra verður að keyra hann. Hann verður 10 sinni betri upp á braut, sko. En þú veist, hann verður 10 sinni verri á leiðin upp á braut. Er þetta ekki bara gæjan hann að mýmið? Þú veist, hann er okkur glaður að keyra. Skilur þú? Svo bara breytir hann bílum, hann er grátandi búr og sequential og Já, ég er enda það, sko. Mér langar í sequential kassa í bílunum mér bara til þess að vera á ráslínu og setja í fyrsta þegar höggið kemur þetta er svona geggjað, sko. Það var aðeinslegt, sko. Við sáum það að það voru með Nürburgring, sko. Það voru náttúrulega sum tækjarna sem voru bara svona race tæki, sko. Allir hinn á einhvern Porsum svona bara Factory GT3RS eða eitthvað, svona vennilega bíl. Svo var einn E46 M3 með karbon þak og allt, sko, bara CS, allt, sko, karbon bretti sem hann búið að mála og eitthvað geggjaði bíl, búraður og allt og einmitt þá vorum við ekki að lappa planið á skoða planið þeim, svo heyrir mann að fannst það, bara sem þið gangum bara og allir horfa á hann og svo gerir hann stað og heyrir straight cut gears og maður bara sæll, þetta er bara keppnisbíl á númurum, sko. Já, ég var einmitt eitthvað að snerta mig yfir Samsonas kassa þarna sem var til sínis fyrir utan HGK tjaldið þannig út í Ríka, minnum mig. Sett hann ekki bara Rasvarsson? Já, tókstu það heim? Ég hefði alveg getað faðmað hann og labbaði burtu, sko. Þetta var geggjaði kassi, sko. Já, þú veist þetta er agalega vont að sjá svona glansandi hluti þegar maður veit að veski stiðu það ekki, sko. Við erum heldur allir veikir þar, því miður. Það veit alltaf eitthvað sem maður getur ekki fengið. Það er nefnilega svolítið málið, en síðan náttúrulega eru bara sumir hluti sem að glansa meira en aðrir, sko. Já. Það er alltaf hlutir sem glansa meira en aðrir. Það er bara svoleiðið, sko. Þetta er eins og þegar við Keli vorum að panta í báða mótorunum, minnum ég. Þá var ég að sjá að panta þetta og ég var komið með flest allt í körfuna og síðan sá ég einhverja sóðgarinn og bara anskotin, djúvill glansar þessi maður. Add to cart. Herðu, það kostaði 200 skall á þess að ég fattaði að þegar ég borgaði var eitthvað anskotin, djúvill var þetta dýrt maður, ég var búin að rekna þetta miklu minna. Sér leti á mig það sem var eftir að ég pantaði þetta og bara eitthvað, ok, hún kostaði svona helvíti mikið, en djöfull glansar hún maður. En talandi Kela, hann er alltaf góði vinnur okkar og þáttarins og talandi Kela og því að gera hluti, ég verði að spyrja eitt. Hvernig er að vera alltaf að skrúa í þetta drast hjá honum? Þegar þetta skemmist hjá honum. Þegar hann skemmir þetta. Ég get orðað þetta þannig. Ég hefndi mín helvíti vel á honum þegar ég kom með eldhúsinnréttinguna sem heima og leta hann mála hana fyrir mig. Já. Það voru, þetta átti að vera bara svona 1 laugardagur. Ég held að þetta hafi verið örugglega 3 dagar. Þetta sprauta þá eða? Já, ég að pússa, bastla, mála, fatt að þetta væri ekki nóg eða það væri ekki búið að spasla nóg eða eitthvað svona, þannig að það var aftur matta niður, spaslað þetta var hróttalegu viðbjóður, sko, innréttingin var ógeðsleg, sko. Þannig fórum bara í gámur og fórstu bara í kjána þar nýja? Nei, hann eitti 3 dögum í þetta og þannig að hún var alveg svona, þannig að ég gat allavega sætt mig við að setja hann upp og þetta lítur vel út, sko.
Já, en náður aðeins að fá smá hefnd á skrúfunni. En síðan það náttúrulega líka þannig að þú veist, hann málaði bílinn á mér og hérna, bæða innan og utan og hérna, ég myndi nú ekki óska versta óvinni mínum að mála svona búraðan innan, sko. Þið hjálpast það bara því. Já, en jú, hann, sko, mótorslega séð hefur bílinn hans verið bara mjög, mjög góður núna í 2 ár, eftir að ég fekk að setja draslið saman eins og ég vildi gera það. Að öðru leiti, þú veist, þá hefur bílinn verið bara nokkuð góður, þú veist, jú, hann tjónaði hann út á gatibil og ég þurfti að smíða frammendan upp á nýtt eftir það, kláraði að smíða frammendan og bjóð til eitthvað bæspar hann og hann mætti á æfingu, fyrstu æfingunni sem hann mætti á, þá keyrði hann í dekkið hjá hérna á bílnum hans Húbert, ég held að Fabian hafi nú verið að keyra bílinn og þá braut hann bæsparið og hérna og skemmti stuðar hann og eitthvað svona hitt og þetta og maður bara, það allt góð. Þetta eins og þegar maður setja þessum, ég mætir þessum á 12 færinni líka og það er svo fyndið að sjá, sko, hann fer bílinn upp og þegar hann fer niður, veltir, sko, sem hann alltaf pitti bara nei. Já, allir í fyndinu bara ég nú svo sem ekki þar, sko, ég í servisi þarna á einum torfæri bíl okay. Og hérna, svo sem smíðaði hann alveg nánast upp frá bara neðsta punta grind og alla yfirbygginguna þú veist nú örugglega hvaða bíl það að Keifmann merkti bílinn Brjála það er svo gamla ljónið og sem að bílinn hjá Grím Helgusson Grímsa gamla og hérna það var nú eiginlega bara þannig að þú veist það var náttúrulega engin annar sem að passaði inn í hennan bíl nema Gummi sem að átti bílinn. Þannig að við, þú veist, tjöstluðum þessu þannig saman að kallinn gat nú setið í stól sem var hallandi en ekki bara í 90 gráður, sko. Tjöstluðum því saman sumar nummer 2 sem hann keypti og þá komst hann að því að ef hann velti í bílnum þá var hann eiginlega bara fastur í bílnum. Þú veist, hann hefði alveg getað komið sér út, skilur, en með miklu basli og hefði verið stútað hjálpnum og, þú veist, eitthvað svona við það. Þannig að það var ákveðið að hækka búrið á honum, lengja sem sagt kvalbakinn á honum, þannig að ég rauninni minnka vélasalinn og hérna hækka toppinn og brekkana eða svo svoleiðis og ég sá nú mest megnis af þeirri vinnu og þetta var, þú veist, bíllinn að mínum að þetta hann flottar heldur en var og það þú veist, það lítur ekki út fyrir það en það örugglega svona 4 sinnum meira plásinn í honum. Og kallinn getur hoppað inn og út úr honum með ekkert vandamáli, menna maðurinn náttúrulega á þú veist, 100 aldri þú veist 60 og eitthvað það bara þú veist, hann bara með báða lappirnar í gröfinni og það bara verið að fara að móka yfir, sko þetta bara reynslubolti skulum við segja Mílan, hann svolítið í gömlu köllunum, sko hann núna bara Mustang kallanir og Tofferi kallanir það svona hans pakki, sko ég ekki, sko ég held, mér langaði mitt, ég sá, sko það var, hvað fyrir 2 árum síðan eða eitthvað, það var Mustang síning hjá hérna á Brynborg svona 60 ára afmæli eða eitthvað, ég bara, kíkjum bara og hérna það var svartur Shelby GT500 2008 eða 2007 eitthvað með gráar endur ekki það mikið Mustang kall en ég var svona alltaf eins og leit inn í hann, þá var hann beinskiptur það bara ok, nú er þetta cool, sko alltaf með blásara og þetta geggjaði bíl, sko svo horfðum maður á plaggat sem er alltaf upplýsingar og þessi bíl keyrður einhverja það verið 8-9 kilometra það er ekki slæmt jú þú veist og ég hugsa bara, heyrðu hvernig væri bara að ég fengi bara bílinn frýtt og sína honum hvernig hann nota drasl ég meina þetta er bara gert til þess að nota líka, sko það
að nota hluti er ekki að sama og skemma hluti. Nei, vissulega ekki. Skilurðu, það má nota þetta á þess að skemma þetta. Já. Þannig að þarna, ég hugsa bara að það er bara synd. Þessi bíll situr bara. Ég er svo sem alveg sammála þessu, þú veist, ég persónulega, þú veist, allt sem að ég kaupi eða smíða, þú veist, þetta er alltaf rast sem að maður notar, þú veist, þetta er eins og með bara driftbílinn, ég menna, þú veist, það var lagt ógeðslega mikið í málingun á honum, þú veist, að maður kolurbildaður undir áður en að það var sett lakkið á hann, þú veist, þannig að það er appið svona ykkurlu grunnur á honum. Og þú veist, þetta er bara eitthvað svona sem að, veist, fólk gerir fyrir í rauninni bara eitthvað sýningabíla, sko. Það var bara vitleysa, en síðan, þú veist, að maður keyrandi í hurðin á bíl á, þú veist, 80, 90, 100 km hraða, skilur við, bara eitthvað, þú veist, afturstöðarinn brotin, ég búin að skipta frambrettin, beggja megin, eitt afturbretti, þú veist, þetta er bara... Þetta er bara drast sem á að vera nota og ég er alveg þar að, þú veist, það skiptir engu máli hvað þetta er, þú veist, hvort sem þetta er einhver 70 miljónir Porsche eða, þú veist, eitthvað svona, bara nota þetta til þessi drast. Líka, sko, ég skil ekki að svona menn sem er svona, já það pælti ég þessu, ég er náttúrulega ekki það í hann bíl þannig, kannski ég skildi ekki, en hérna, þú veist, þú átt svona mikið penning til að eiga svona bíl, mæntalega, þú ert ekki fátækur og þú átt svona bíl, sko. Þannig, væntla áttu penins að laga ef eitthvað gerist, eða til að ég veit ekki, bletta í stuðarana eða bletta í hútið 2 ára eða þú kemur eitt veist þengast. Já, þú veist. Þess að hrættir að, veist, minna, og náttúrulega með skilda með svona bíl, þetta er eitthvað gaman að rúnda á þessu, en þú veist, þetta er eins og þessi Mustang, þetta er saman bara götubíl, þetta er venjulegur Shelby, það er miðstöð og útvarpíunum og hitt í sæti og eitthvað, þú veist, ég minna, þetta er bara venjulegur bíl, skilur við, þetta er bara, þetta er gert til þess að keyra frá A til B, skilur við. Þú veist, ef það er sumar og ekkert hífandi rók og rigning og hérna, ok, ekkert salta neitt, bara keyrið það. Mætti á þessu vinnuna, farið á þessu, bara farið ís, gerða eitthvað. Það var einmitt einn kall hérna sem að kom með helviti góða lýsing og svona. Ég veit svo sem ekki hvort að þetta megi farið svona þátt, en fuck it, þetta var bara kleikt út. En sem sagt, hann orðaði þetta þannig að þetta er eins og að byrja með konu, ekki að sofa hjá henni, út að það vart að spara hana fyrir næsta mann. Já, ég er búin að heyra þetta. Þetta er bara svona, þetta meikar fullkomið sens, sko. Þú veist, það passa notan ekki á mikið, sko. Já, þú kaupir bíl, passa að nota hann ekki mikið, þannig að næsti eigandi getur notað hann. Já, svo fær meira fyrir hann, skilur maður. Já, þú veist, en kaupir bíl til þess að græða á honum eða til þess að njóta þess að keyra hann, skilur. En svo er flest fólk sem hugsa svona, eftir 10 ár, fá þeir svo bara ekkert mikið fyrir bílna, það veit ekki að borga mikið meira fyrir þetta hvort þeir. Nei, skilur það breytan einhver? Þar fyrir utan, ég menna eins og þessi litli markaður hérna á Íslandi, ég menna, þú veist, jú, það er einhverju svona kallar inn á milli, það er ekkert eins og úti, sko. Nei, maður hefur heyrt að það er að selja bíla út af því að það er engin markaði fyrir þetta heima. Allir búin að vera bara að halda hérna, bara skúrin stappaður, alltaf skilur bílinn aldrei notaður og eitthvað, og svo bara hörjá, bara selja hann, fá ókslega mikið fyrir hann, og þá bara hörjá, höfum að flytja hann út, það er engin sem að kaupir þetta heima. Já, nefnilega. Svo sögulíu bara 2 ár. Svo bara fólk, maður heita alltaf bara, já, þessi bíl er hérna 10 miljonar virði. Já, það getur verið það. En það er enginn að fara að borga fyrir hann. Ekki á Íslandi. Það er ekkert meira virði heldur en það sem einhver er tilbúin að borga fyrir það. Það er bara alveg sama hvað það er. Það er nefnilega málið, þú getur alltaf sagt ykkur tölu, þú getur bara sagt hérna, herri, já, bara driftbíl minn, þetta er 20 miljónir virði, eða bara 20 miljónir bíl, og svo setur hann á sölu og það kemur ykkur öllu og kaupir hann á 20 miljónir, þá er þetta bara, já, 20 miljónir, en hann getur setið á sölu í mörg ár og endanum myndan seljast á 6, 7, 8, 9 miljónir, skilju, og þá er hann ekkit meira virði heldur en það sem hann seldist á. Já, þú veist. Og sáum það til dæmis með bara, það var einn ákveðin BMF sem var búin að vera á sölu í cirka 5 ára eða eitthvað og byrjaði á sölu, ég ætla nú ekki að vera nafngrina eða talum, en margir sem vita af því, þú veist, var á sölu í fjöldamörg ár, byrjaði, þú veist, okkur 5-6 miljónum og seldi sér hann á 2, skilju, þannig að þú veist, þessi bíl eins og í dag bara, þá getur maður sagt þessi bíl er verið 2 miljónir. Mér finnst alveg lítið peningur fyrir hann að bíl, skilur, þú veist, að eina sem hefði mátt gera væri bara að setja skemmtilegri mótor í hann, en hann seldist ekki nema á 2 miljónir þegar það var búið lækkan, þannig að þá getur maður ekki sagt þessi bíl sé virði 5 miljónir ef hann seldist ekki. Já. Kannski þessi virði
svo ég get alveg sagt að bílinn minn sé 400 virði hann selst aldrei á það ég veit það alveg En síðan Þá segir hann það virði fyrir þér. já, fyrir mér nákvæmlega En síðan þetta einmitt mjög fyndið eins og bara með til dæmis Evo að menn að kvarta yfir verðum á Evo hérna heima, þú veist að bara er enginn að fara að borga 4 milljónir fyrir einhvern Evo þú veist, ok, jú, þetta er bara gamall landseg, skilur en þegar uppið að staðið að segja einhverjir að það er miklu ódýrar að pantan eða veist, bara kaupa hann utan og flytja hann inn að svona bíl úti kostar bara 4-5 milljónir og þá áttu eftir að flytja hann heim það er miklu dýrar hlut þannig að vera kvart yfir einhverju að kosti mikið þetta heima en þetta er ekkit ódýrar en einn staðar annar staðar ég menna, þú veist, það er hægt að framleiða þetta á annað en þetta er bara, þú veist, þetta er bara alltaf leikur á tölum, sko þú veist, já, ég meina við vorum að skoða eins og Benz daginn Norrlöfna það var E55 AMG og ég er svo mikið Benz perri að ég veit allt um þetta og hann var hún vildi einhverja 3,1 miljónir og bara, þetta er mikið pening fyrir bíl sem gerur 200.000 og 20 ára gamall, skilur svo, ef þú kíkir á Autoscout eða mobile.de eða eitthvað, Evrópu þá er svona bíl, keyrði 200 km í Evrópu í góðu standi á 30.000 eurur það er bara 4 milljónir og ef þú vilt fá hann hingað á númerum það er bara 2 það Akkurat. Já, þú veist, þetta er 8 milljónir þetta er sinnum 2 rúmlega já, cirka, hann er dýrari úti heldur en þessi hún er að selja hann á já. Og svo þetta kom hann hingað sem er náttúrulega 2 dýrara samt er minna kvarta og þessu dýrt Já, það er nefnilega málið en þegar upp er staðið, menna, þú veist, þetta er alltaf þannig að þú veist, það er einhver sem er tilbúin að borga fyrir þetta og einhver sem eru tilbúin að langar í þetta en ekki tilbúin að borga þú veist, þetta er bara eins og ef ég myndi auglýsa appelsínugula, ég myndi örugglega bara setja eitthvað stjartfólagilegt á hann eins og 10 milljónir eða eitthvað en það er líka bara út af því að þú veist, mér langar ekki að selja hann bíl og ég er ekkert að hlaupa eftir ef einhver kemur með tilbúð upp á 5 skilur þá myndi ég bara segja nei vegna þess að fyrir mér borgaði það sig ekki að selja hann á nema 10 milljónir vegna þess að þú veist ef ég fæ ekki 10 milljónir fyrir hann þá þú veist get ég alveg eins átt hann en ég veit að ég fæ aldrei 10 milljónir fyrir hann Nei, bara með þetta er eins og ég að sumir á að spurt mér sindum bara já, hvað mælur þú með svona gamla bíl eða eitthvað sem halda verði svo ég held að við bara engi bíl hvað mérur? Bara, já, þú veist, þú lesi einhvers staðar, já, svona bíl seldist hérna í Kaliforníu eða eitthvað uppbóðið á einhverja miljardar. En þú veist, hver er að fara að kaupa þinn ef þú getur bara keypt hann og verið fastur með hann? Já. Síðan, hvað er þetta að gera þá? Skilur þú? Þetta er svolítið, sko, ef þú átt efna á því að kaupa eins og Ferrari GTO, þá getur þú grætt á því eftir einhver ár. Já, en það er líka 250 milljónir dollara, sko. Þú veist, en ef þú ert að spá í að græða á því, skilur og þú átt efna á því að kaupa hann, þá ertu ekkert að endilega leitast eftir því að græða eitthvað, sko. Þú veist, þú átt efna á því að kaupa 250 milljónir bíl. Dollara. Já, þetta er bara heppni. Mér finnst bara að kaupa bara það sem þeir langar að eiga. Þetta eru ég held að sagt bílar eru peninga eðsla ekki, þetta er ekki fasteikt sko ég get lofa það er auðvitað til, þú veist, bílabraskarar sem eru að kaupa bíla, laga selja og þeir eru um eitthvað svona, þú veist, alls konar það er allt annað batteri en ég myndi aldrei segja, þú veist, þú ert að kaupa ég myndi aldrei segja, fjárfest í þessum bíl hérna, hann er að fara að hækka í verði að þú hefur ekki hugmynd um það, því að þú veist ekkit hvað áhugasvið er, fattur eins og þegar ég var bara í iðnskólanum og við vorum að pæla í bílum, ég átti E36 og félagi minn átti E36 og svo seldi maður þetta 200-300.000 þegar ég var reykar E36 og þú veist, þá var maður að skoða 325 kúp E36 bara lítið reykjaðan bara og setja hann 350-400.000 og maður bara svona, þetta er svolítið mikið fyrir gamla BMF. Þú veist, ef ég myndi sjá óreikaðan E36 kúp núna til sölu á 350-400, ég var í mættur fyrir utan heima hjá honum á banka, sko, ég var ekki svona býð til skilabóðum. Þú veist, þetta er svo fyndið að því að þarna hafði maður, bara segjum þarna að ég hefði átt, þú veist, einhverja 1-2 auka milljónir og maður hefði hugsað, já, ég kaupi bara þessa kúp hérna E36 sem ég finn hérna og E30, þú veist, félagið mér keypti fjaradýra E30 á 300 skall, sko. Og ef maður hefur verið bara, já, herri, geymum þetta bara inn í skúr hérna og eftir 10-15 ár þá selja ég þetta.
en mögulega hefði þessi bílar bara ekkert verið vinsælir, skilur, það er bara, maður hefur ekki hugmynd um það, á þessum tíma hafði maður bara ekki hugmynd um það. Og núna, ég færi aldrei núna að vera bara eitthvað, herri, ég ætla að kaupa einhvern E90 hérna, 320 dísel, þeir eru svo góðir hérna 320 og 330 dísel, ég ætla að kaupa á núna, selja á eftir 10 ár, þú veist, það er bara, Mega ekki eins og smásenn, sko. Með 30 kannski hækkar ég virði, en samt er enginn tilbúin að borga hann fyrir hann, skilur við. Þú þarft að finna rétt að kaupa hann. Þetta er Fordi minn, þetta er ómerkilegu bíl ST Focus, þetta er ekkert spes sko enginn fannst það, skilur við, fyrir þegar hann kom út 2016, þetta er bara annar turbo bensítur hatchback, þetta er ekkert spes. Svo ég keipti það bara náttúrulega frá Badda, bara því ég elskaði bílinn og mér finnst það geggjað. Ég var ekkert að spá í neitt, ég bara hugsa ok, þannig eru bara 4 milljónir farnir í vaskinn, ég fæði alltaf tilbaka sko. Þannig er þetta bara með svona bíla, maður á bara að hugsa þannig sko, bara veist og eitthvað. Svo núna, og allir sögðu bara, já, þetta er svo dýrt fyrir svona bíl og bara mér er það saman, ok. Og hérna, svo núna, í sumar, þá hættir Ford að framleiða Focus alfarið, ST-in líka. Þá er engin turbo beinskiptur Ford í framleiðslu lengur, bara Mustang, sem er bara í Ameríku. Já, er það ekki bara EcoBoost-inn eða eitthvað svolítið? Nei, það er líka að fáta bara. Skilur það að fáta, en svo er bara eitthvað rafmagnskepplingar, það er engin Focus eða Fiesta eða ST eða neitt svo. Og þeir eru að rjúka upp í verðið úti sko. Ég geti sennilega, kannski 2-3 ár kannski fjögt hann út og sett það fyrir sama ég borgaði fyrir hann. En mér er það saman, skilur það bara, ok, fæn, bara næs, skilur, en ég var ekkert að hæfi þessu, skilur. Nei, þú varst ekki kaupan til að vonast eftir því. Nei, ég það feitt maður eða kom út á nulli. Nei, ég bara bjóst, ég hugsaði bara, já, þetta er bara geggjaði bíl, en annað fór allir penningur minn. Mér er það saman, skilur, þetta er bara. Já, ég meina, þú veist, maður náttúrulega haust og fremst allan að mínum að þið og kaupir maður eitthvað sem maður langar í og, þú veist, hefur áhuga á, sko. Þetta er bara dót, þetta er dót í dótakassan og þú átt bara að kaupa þetta að þú langar í þetta. Já, þú veist, ég er samt meira þar að eiginlega alveg sama á hverju þú keyrir. Ég hef alltaf meiri áhuga á því, þú veist, þetta gæti verið eins og bara við sáum úti, það var lata, þú veist, ómerkilegu bíl, ef þetta stendur bara einhvers staðar út á tungni, skilur við, en hann var búinn að breyta bílnum og gera hann á sínum veginu, þetta var fucking geðveikt. Ertu að meina sem var að keppa? Já, driftbíl, djöfull var hann fucking djöfull var hann töff, sko. Hvernig mótur voru hérna, veistu það? Ekki hugmynd, ég veit ekki um það, þú veist, ég er þar, ég er meira svona build not bought, þú veist, að ef að þetta er, þú veist, ef að þetta er gert þokkalega svona snirtilega og skynsamlega, þá, þú veist, þá finnst mér það alltaf flottara, þú veist, ég er kannski bara stórfurðulegu þegar að kemur að þessu, sko, en þú veist, ég myndi frekar horfa á einhvern bíl sem er smíðaður frá grunni heldur en einhvern Ferrari. Þú veist, mér finnst, þú veist, Ferrari, þetta er fjöldaframleitt, skilur, þú veist, sama með Lamborghini og allt þetta, þú veist, mér finnst þetta töff, ekki minnskilja það, en ég hef alltaf miklu meira respekt einhvern veginn fyrir einhverju sem að er, þú veist, sem einhver er búin að smíða upp frá grunni, en það er líka bara, þú veist, sennilega út af því að ég er þeim megin í bílabransanum. Já. Þú veist, Þú kannst bara meta það meira. Já, þú veist, út af því að maður veit hversu mikil vinna fer í þetta kjaftaði. Eins og bara þessi appisnugula klessa þarna, þú veist, ég held að það séu 1500 klukkustundi bara í þessum bíl, sko. Þú veist, og það er bara frá því að ég fór að telja, sko. Já, hann er bara verðlaus í rauninni. Þessu tímabúti, skilur við. Já, þú veist, ef ég myndi uppreikna klukkustundunar í svona þokkalegu ódýru vinnuafli, þá er það samt örugglega í kringum 20 milljónir bara í vinnu, sko. Já, það er ekki bara ekki að reikna þannig. Nei, en þú veist, en fyrir mér er þetta bara, þú veist, þetta er bara leiktæki mitt. Ég nota þetta, þú veist, takmarka núna, en þú veist, en það er náttúrulega megin ástæðan fyrir ég noti þetta lítið núna er bara, þú veist, ég er að hugsa barnið sem ég var að koma í heiminn og Já, það er bara eðlilegt, skilur. Já. Þetta var eins og einhver kall myndi telja alla klukkutíma sem hann búin að eyða í golf. Já. Hérna, þetta er 10 sérlega tíman og nei, það gengur ekki, þetta er bara áfram. Þetta er bara áfram og þú veist, ég segi það ekki, þú veist, það var náttúrulega hellings gaman að smíða þetta og græja og gera, þú veist, að félagar sem að koma að þessu með mér og annað, sko. En þetta er samt bara, fyrir mér er þetta bara, þú veist,
áhugamálið að smíða og læra, faktist séð það er ekkert það mörg ár síðan að ég vissi ekki neitt um þetta, sko. Nei, það er líka góða við sko við segja bílaheiminn og bíla svona menninguna að það er svona hot fyrir hvern einasta hóp. Skilur, það er liðið sem fíla þetta og liðið sem eru eins og þútlemmi sem með þetta, sko. Það er góða við þetta. Já. Þannig að svo er náttúrulega bara fullt af mönnum sem bara fólki, ekki endilega sem mönnum, bara fólk. sem er meira í kannski bara einmitt þessu Porsche GT3, Ferrari, Lambo og þeim bílum, sko, sem bara gott að blessa. Já, sem bara þeirra áhugamál, skilur, og þeir kannski hafa, eins og þessi jakkafattakallar sem eiga kannski klikkaða bíla, skilur, og hafa bara ekki hugmynd hvernig að skrúa í þessu. Bara hafa engar eins líði og eru bara í allt öðru þessi vinnum. Já, bara svona, kalla sem að geti valla að tekið ventlahættin á felgunni á sér til að pumpa í ekki. En eru samt með bíla áhuga. Já. Og þú veist, eru einmitt bara með einhvern sem að sér bílana. Já. Og hvað heitir aftur hérna Jay Leno eða ekki, hann með bara einhver fáralegt bílasafn af einhverju alls konar bílum og dóti, bara gamla, nýja, þú veist, alls konar, en hann bara með gæja sem að sér að hreyfita og svoleiðis. En hann má eiga það kallinn, sko, að hann skrúar alveg grimt í þessu sjálfur, sko. Já, ok. Hann hefur áhuga á öllu. Já. Ef það er mótor í þessu og hjól og það hreyfist, þá hefur hann áhuga á þessu. Já, en komandi inn á þetta samt, það er mjög fyndið. Ég hef lent núna örugglega 3 var í þessu á seinustu 2 árum. Það sem að einhver, þú veist, ég veit ekki hvað að kalla þetta, en einhver strömpur kemur að bílnum á mér og eitthvað að spyrja mig út í bílinn og lætur mig síðan vita það, sko, að bílinn hans eða bílinn á pappa sínum, hann myndi sko stúta þessum bíl í spytnu. Já, og ég bara svona, geggja, þú veist, ok, skipti mig engum máli, sko. Væntanlega, þessi bíl er ekki gerður til þess að fara hratt á stað. Nei. Þú myndi bara spóla. En þú veist, síðan, sko, hann kostar sko þetta mikið og bla 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 og maður bara geggja, flott ég það skilur, en hérna mér er bara alveg sama og sko, hann er sko 600 hestöfl, sko, bara geggja, ég þurfti svona 4 tíma í það að koma þessum upp í 800 hestöfl, skilur, en það breytir mig ekki máli, þú veist. Mér finnst þetta svo fyndið að, þú veist, að menn nenna að spá svona mikið í þessu og ég sérstaklega oft lent í því þegar ég er á leiðinni heim og þau fáu skipti sem ég hef farið á þessum, þá held ég að það séu svona að meðaltali 3 á leiðinni frá Hafnarfirði og þegar ég bjó í Mosó, inn í Mosó, að það eru svona 3 á þeirri leið sem að er enda að spynna um mig. Og það er bara eitthvað, þú veist, og það fyndna er að það er kannski bara einhver póló. Nei, þú veist, fyrir utan það, ég er ekki að vera að spynna þessu drasli, skilur, þú veist, ég seti annan og gefi í þá hendur hann sér út á hlið, skilur. Þar fyrir utan, ég er ekki að vera að spynna á götuna, það er bara fullkomlega fín braut hérna í Hafnarfirði til þess að gera þetta. En þetta mér finnst þetta svo áhugavert að fólk nenni actually að standa í þessu á kvöldin. Veist, maður var örugglega svona þegar maður var yngri, skilur, þú veist, ég ætla ekki að neita fyrir það eða ekki, þú veist, ég bara hreint út sagt man það ekki, en ég bara, þetta er áhugavert konsept að sjá einhvern flota bíl, já, ég ætla að spinna með hann. Já. Gott hjá þér. Sko, ég var alveg þessi típa, við vorum, ég og félaginn minn vorum ofta á hybridbíl þegar að, ég var kannski 17-18, þá var, þú veist, hann var svo fljótur á stað. Og þegar maður sá eitthvað svona á þeim tíma var þetta aðalega Evo Impressur eða mótorhjól eða eitthvað, þú veist, það sem okkur fannst svo gaman var, þú veist, að það kom gull ljós og við bombuðum á stað bara svona til að sjá hvort við næðum að espa hinn upp, sko. Og það er ógeðslega mikið af liði sem er á svona bílum sem er ógeðslega auðvelt að espa upp. Þú ert á okkur hybrid bíl hérna og allt í einu fíkuð þú áfram og gæinn sem var við hliðina, hann er bara, what the hell, hvað er að gerast hérna, og þrykkir á eftir þig líka, sko. En það er ekkert allir þar, sko, en þetta er samt, þú veist, við vorum þarna, ég verðarlega viðkynna það, þú veist, okkur fannst allir gaman, þó maður var ekki að fara, þú veist, bara segjum bara, við vorum á 80 götu eða 70 götu eða eitthvað og það var rautt ljós
við vorum ekkert að fara bara eitthvað upp í 150 sko. Nei, maður bara gafa þessi í á ljósunum bara ratt upp í það sem maður átt að fara og sá bara hvort maður náði að espa hinn með sér. Þú veist, ég alveg þar þú veist, mér finnst þetta gaman sko ef að maður horfir á eins og þú veist, maður á kannski vaft í Ísevik eða eitthvað, þú veist, alltaf gerast samkvæmt látunum en þú veist, þú ert samt ennþá undir löglegum hámarksræða sko. Þú veist, og alveg í góða 10 mínútur líka sko. En þú veist, maður hóstar í gjöfuna þessu drasli og þá maður strax komin upp fyrir 100 sko. Akkurat. Já, ég hef alltaf sagt að ég verði á hittingi eða eitthvað á mínum bíl sko og þetta er alltaf bara framdrifið og beinskipt og eitthvað, þetta ágætt breykingur golfherra eða eitthvað sko eins og allir eru í dag á eða er að stýra eða eitthvað að koma einn á golfherra bara, já, hvað er þetta? Byrjum að dýta það, ég segja já, ok það minnir sko 500 hestum sko og 400 drifin ég bara, ok hann bara, já, ég held að hann tæki því spyrnu sko bara, já, ég held að líka ég held að líka sko, bara, já, bara flott að þér Gekki það og hann bara, já, hvað og hann er aðeins upp í segja bara, sko, veistu, mér finnst það töff bíl og það mér finnst bara að dreif leiðilegt að keyra þetta ég vil bara hafa beinskipt og mér finnst miklu flottar hljóði í mínum og eitthvað sko og þinn er bara framhjóludrifin, ekki? Já, bara drasl en þú veist þarna, getur bara eins og bara segja við hann, skilju, já, ok, bara flott hann er fjórhjóludrifin og kraftmeiri og eitthvað, þú veist, við værum ekki einu svona í sama flokk. Já, líka, ég gæti líka bara verið að reikspóla og brosa út í vör, ekki hann nei, sko, þú veist, ég hef alltaf sagt þetta með svona bíla og svona, veist, kraftur og svona er eitt, sko, en mér finnst bara mikilvægt bara, ef það er einhver saga tilfinningin sem bílinn veikur hjá þér, sko bara tilfinningin að keyra þetta og eiga þetta og bara sagan bak við því það finnst mér mikilvægast svo ef það er einhver mér finnst geggjað ef það er einhver saga bak við það af hverju átti hennar bílinn, svo fyrir mig ég átti bara ST4 þegar bara fyrsti bílinn minn og ég horfði alltaf á bílinn hans batta og bara fuck, mér langar eitt svona bara langar að fara í þetta og ég á mynd af þeim saman eða svona nálægt hvort öðrum, þá sést í bakgrunn á hinu bílnum bara á sýningunum bíl þetta svo 2 árum setna þá kaupi ég bíl og ég á myndin upp í skúr það er einhver saga bak við í staðan fyrir að spyrja einhver stráka eða eitthvað eða bara stelpu eða whatever skilur bara á akkur átt þannig bíl bara þetta er töff bara ok og þú veist var pabbiðin mikill Volkswagen maður eða Audi maður eða eitthvað nei bara mér þetta er bara ógstæðan hratt og var fljótur og mér finnst þetta töff bara ok það er ekkert meira það skilur nei, sem er svo sem allt í lagi skilur en þú veist þetta er samt bara mér finnst þetta alveg mjög fyndið eins og upp á Kvartmúlubraut það sem að þessir Golf R M1 bílar eru að meta sig við hérna, sko. já sko alveg ég fæ örugglega heit fyrir þetta en þú veist þeir eru að metast með DSG skiptinginu sína á móti beinskiptum bíl þetta er ekki samanburð þú veist það er engin samanburður og bara ég tók þig bara ég feilsýtta eða whatever skilur þú veist þú þarft að gera hérna í beinskiptum bíl að skipta á milli gíra það sem að þú þarft að gera í gólfinum það er að stíga á gjöfina halda niður í bremsunni sleppa bremsunni og halda í stýrið bara því líkur fucking hæfileiki þú veist, en margir brjálæðir sorry, en þú veist þetta er bara það er hvaðan mjóli sem að getur gert þetta það er bara sama með Tesluna og þetta þú veist, þetta er bara, þú getur alltaf komið þessu hratt niður bara sama og rammarspíðafinn hjá mér í 4 M50 nema hann er með svona hljóði í hátulurinn það er geðveikt hann er með þessu lönskontróli og heldur inn í bremsunni Teslan er alls ekki þannig, þú mátti ekki koma nálægt bremsunni ef þú ætlar að fara hratt á stað það heldur inn í bremsunni Tesla og sleppur inn í þú getur kveittir í sík og áður en að fyrir áfram sko. þú verður bara vera með löppina uppi og svo bara leið og ætlar að fara á stað það bara þrykkir inn í gólfið en BMW finna öðru sem hann vill að þú haldir inn í bremsunni bara setur hann í sport, haldir inn í bremsunni og þá er hann alveg bara að byrja að rífa sig áfram sko. Þess að BMW veit hvernig kuna þeir eru með þeir vita hvernig fólk er að vera að köpa þetta sko Tesla var náttúrulega með hann í pleitinum eða platbílunum eins og sem ég sagði alltaf en þú veist pleitin, hann er með svona dragstillingu eða eitthvað ég veit ekki hvernig alveg það virkar sko ég verður bara viðurkenna, ég hef einu sinni keyrt svona pleit og ég var ekki á braut þannig ég var ekki að nota launskontról en þú veist, ég veit ekki alveg hvernig það er þú veist,
hvort hann, þú veist, rífi sér svona áfram eða hvort hann bara, þú veist, leið og sleppi bremsinu og bara þrykkir hann á staði eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvernig það virkar, sko en allavega á, þú veist, minn gamli, eða, þú veist, ég er búin að eiga 2 og þeir voru báði performansbílar og allavega á honum, sko, þá, hérna ég og félag minn vorum í spyrnunni og hann sagði við mig bara ekki koma nálægt bremsunni, ekki setja hann í sport, verður bara minn í venjulegu stillingunni, bara venjulegu drive og neldu áfram, þú veist, ég var búin að vera með henni í sport og ég var alltaf að fara 7-4 minnum mig, þannig að fyrir norðan hann sagði, herru, sett hann bara í drive, ekki verið að setja henni í sport, bara sett hann bara í venjulega drive og þrýtt á stað, þú fer 7-3, ég skal veðja, bara, hérna, hann bara, ég er búin að pröfa allar stillingarnar á mínu bíl, ég er búin að pröfa sportstillinguna, ég er búin að pröfa þetta, hitt, forhitta batteri, hérna, skiptir ekki máli, sett hann bara í drive, hann er alltaf bestið þannig, og ég bara, ok, og svo bara fyrir á línuna, setja hann í drive, horfa ljósin, þrykki niður 7-3, ég bara, ok, frábært Nice. hann bara, þetta er nákvæmlega sama, þú veist, hann fór hérna aðeins hraðar en ég bara þetta því að ég var á 90 með felgum og hann 18, annars voru þetta bara nákvæmleins, þú veist, við fórum bara hlið við hlið það munaði því bara að hann náði að snúa hjólunum aðeins, þú veist, hraðar, skilur, að því það voru minni felgur það bara já, ég veit svona ekki vera leiðilegur en þetta er alveg dreiflegast að spinna til að horfa á, sko. það er ekkert gaman að horfa á þetta, sko 2 ristavillar að kæra niður sko, ég skal segja núna að hérna, það var sem sagt þannig að við vorum hvori í skráðir í spyrnuna og við sáum bara að það voru 2 búin að skrá sig og við þekktum einn þeirra og hann var á bíl sem að við vissum að var kraft minni heldur en Teslan og við vorum bara, eigum að skrá okkur bara til að hann fari í 3. sæti þú veist, í þessu, það var engin annar við vorum báðið með Model 3 Plate Performance sorry, og við vorum eitthvað kvöldi og svo bara, herri, skráum okkur bara spilna var á morgun, bara daginn eftir eða 2 daga eitthvað, ég man það ekki og við skráum okkur og þá er bara, og svo fæ ég skilabóð frá félag mínu bara bling, bara blessaður, hver þú að fara að keppa á? Ég, bara Model 3 Performance hann eitthvað, já, ok, ég held að hann hafi mig alveg veistu hvað hingæðin er? Ég bara, sama bíl já, ok, þá var allt í henni hann svona að fara að keppa í 3. sæti en ekki 1. sæti, sko af því þeir voru bara eitthvað, þú veist einhverju Audi og eitthvað, ég man ekki eins og hvað þetta var þetta er, þú veist, þetta var nokkur ár síðan, sko e-tron eða eitthvað já, eitthvað þannig og hérna við bara eitthvað, fyndið maður að skrá okkur báðir á þarna kraftmeiri bíl, vitandi svo bara fyrir við að sofa, bara búinir eitthvað að vera að taka myndir og eitthvað svona kjaftaði svo vaknaði við skilabóð, hann er búin að senda mér djöfullin, gamla konan er búin að skrá sig á Model X Plate, við erum að fara að grúttapa fyrir gamla konan það sem að kom hérna íþrótafréttir eða eitthvað já, hann er Granny já, hérna þetta var orðað svo skemmtilega, sko það var eitthvað spinnu amman eða eitthvað já, eitthvað hannig já, það er svona töfs sko, bara flott, sko já. Ég man alltaf eftir þessu, við vorum að lappa pittin og satt hún í pleitinu og prjóna já, það var núna þetta árið ekki það var í fyrra það var í fyrra, já, þú alltaf varst ekki núna það var í fyrra, þá var hún, sko þau eru með 2 Plate-bíla, Model S Plate og Model X Plate og hún og maðurinn hennar, en hún sagði mig það að maðurinn hennar fær alltaf svo mikla fær svo mikið svona aðsvif þegar að hann er að spinna, þess vegna fór hún út í þetta út af því að hann getur ekki farið svona hratt þá fær hann bara svona sjóveikið þess að leys ég var eitthvað að spjalla hana við hana og svo núna í ára þá hérna, að því að þau voru með 2 hérna, Model S og Model X að þá hérna lánuðu bara einhverju vini sínu Model X, annarkotni, ég man ekki hvort það var X-in eða S-in þá bara, spinn þú bara á honum einu svo þetta gera bara gefa í þú veist og hún er bara satt í kallið bara, þú ert svo lélur í þessum ég er svo að gera það hann var bara eitthvað röldandan í pittinu bara að hvetja hann áfram, sko, hann var mjög cool, sko það er nefnilega þetta er einmitt eitt af því sem að ég persónulega bara fyrir mig, þá hef ég ekki áhuga á einmitt þessu, þú veist, ef ég myndi fara einhvern tímann í spyrnu, þá myndi ég vilja vera beinskiptum bíl. Það er bara út af því að, þú veist, mér persónulega finnst ekki þurfa neina hæfileika í það að íta bensínkjöfuna, sko. Nei. Og halda stýrunni í beina línu. Þetta var einmitt, semst til að beinskipta, það var núna á bílda, á Guðspyrnuna, ég var að keppa og náttúrulega í ómerkilegasta flokki í 4 cylindra. Eins og hann kallaði hann að Prumpugútsflokkin en alltaf næ og þá vorum við búin að mæta náttúrulega kemnisundur og hvað búin að ræða upp bílun þá vorum við búin að
skipta pittin niður í flokka sem er fínt, bara í raðir þessi eru 8 silindra, 4 silindra mótor og við erum að horfa og við allir að spjalla saman sko bara hittast bara saman sem voru í röðinni ég bara beinskipt, bara allir beinskiptir allur 4 silindra flokkur var beinskiptur. Já, það er til dæmis geggjað sko, út af því að það getur verjubúlað svo mikið, þú veist, það getur bara, þú getur tapað ís í sekundu. Við tölum á snemma sko, þegar við vorum hana, allir peppaðir, bara já, geggjað maður, þetta stefnir bara í geggjaðan dag hjá okkur, bara allir beinskiptir, bara, þetta er bara mannamistök líka, skilur, þetta er bara gaman. Svo kemur, ekki einhver hýtur í BMF. Já, hybrid bíl. Já, og við erum bara, herðu þetta hlýtur að vera bara eitthvað 6 silindra eða X-Drive, bara vonandi. Svo kemur hann og leggur við okkur. Og við fyrir að spyrja keppnisstjóra, bara, er þessi bíl í okkur flokk? Hún bara, já. Við bara, ha, er þetta ekki hybrid? Plug-in hybrid? Hún bara, já, við vitum það ekki. Ég sagði við hana, herðu, það er hérna, í frambrettinu, það er bara hurð fyrir innstunguna, sko. Já, við getum ekki fullirt að hann sé hybrid, sko. Hann segir að hann sé það ekki. Ég bara, ha? Svo var þetta eitthvað vesinn og hann fekk að keppa, hann var ekki endur út. Það var alltaf töfum við allir á móti honum, það er ekki hægt að keppa móti hybrid og 8HP. Skilur við með beinskipta turbobiklur. Þannig að, en þú veist, það var næstu því geggjaðar flokkur, næstu því. Já. Þannig að, þú veist, jú, þetta er ógeðslega sveikjandi, en þarna er þetta bara þannig að, þú veist, hann er 4 silindra, það, þú veist, ég veit svo sem ekki hvernig regluna koma að þessu hybrid-dóti sko. Í reglunum stendur að það mátt bara vera með einn aflgjafa. Við sýndum sko, félagið minn flettu upp hjá Akis, það stóð að þetta er hybrid, sérstaklega plug-in hybrid, það er ennþá vera, þá er hann með auka aflgjafa. Þá ætti hann, samkvæmt reglum Akis, þá hefði hann átt að vera settur í 6 silindra flokk. En það var ekki hlust á okkur og þetta skiptir ekki máli. Ég náði saman það, en bara það var svo leiðið þarna því að þarna hefðu geta verið með geggjaðan flokk. Það hefðu allir verið á beinskipt. Já, og þú veist, það hefðu í rauninni og allir í svipuðu afli. Já, við vorum allir bara, nema Eyjólfur, hann náttúrulega er á 500 hestöfla inntúru, en það vann hann flokkinn sem er bara flott. Það var skulda, hann átti í smá basli við BMF-inn í úrslitin. Hann tapaði fyrsta rannið. Já, svoleiðis. Já, og þá var strákurinn sem átti BMF-inn. Það var einhver félagar sem tók þetta upp. Og leið að það rann kláraðist á póstarinn á BMF Íslandi eða innan bíldagar bara BMF Power, setja svona eld-emoji og hann var svo pyrrar hann Eyjólfur sko að þetta er náttúrulega second chance sko og þeir faraði setna rannið og þá tekur Eyjólfur náttúrulega 500 pluss eftir að integra sko með eins og hann átti, hann var misskiptaði 3. Fyrsta rannið sko og hann fór hann að kommenta bara, það var þessi strákur að segja það sko bara, hann hafi tekið hann. Það keirði hann að fór á hittingin á bílda og var eitthvað, já, ég tók hérna, ég vann hérna spyrnuna í flokkinn og hann skildi ekki að þetta væri second chance, skilur eitthvað, ég veit ekki. Þannig þetta er bara svona eins og þau eru fagnan aðeins og snemma og síðan tapar í leiknum, sko. Hann skildi ekki endanum að hann hafi tapað. Hann var bara fastur á því hann hafi unnið, þannig að hann vann fyrsta rannið. Ég veit ekki, með það sama, sko, en þarna hefði verið geggjað ef við höfum bara við allir á beinskiptum bílum allir eitthvað rembálstakúplingunni og það spila miklu meir inn í, skilur þú veist, þú actually þarft að gera eitthvað og þú veist, þegar þetta er tölvustýrt þá eru svo sára litla líkur eitthvað klikki, skilur nema þegar þú veist, eins og bara ákveðin aðeins sem ég þarf ekki að nefna en hann var búinn að keyra aftur og aftur og aftur og aftur bara kom, þú veist, keyrði bara alltaf í gegnum pittin, aftur upp á ráslínu og bombaði af stað og skildi síðan ekki af hverju tíminn var alltaf verri og verri og verri og hann náttúrulega allt orðið bara sjóðandi heitt í vélasalunum, bara búinn að heatsóka bílinn í derreip, sko og bentu honum á bara, þú veist, legðu bílinn bara í 20 mínútur, skilur, legðu þessu aðeins að kólna og opnaði úti til hvers og ég gera það bara leiði bara hittanum að fara aðeins í burtu fóð síðan aftur upp á og þá var hann aftur komin í sama tíma, skilur en þetta er samt bara fyrir mér er þetta bara rosalega óspennandi þegar maður heyri bara, þú veist, það er einhver sjálfskipting að sjá skiptingarnar og þú veist, svo sem er þetta líka allt annað, þú veist, ég er ekki að taka eitthvað heit á sjálfskiptingar, skilur þú veist, þetta er eins og í ameríska dótinu, þú veist, í kvartmýlinni það sem maður er að keyra 7 sekundur, skilur það er alveg, þú veist, þú þarft að setja virkilega upp bílinn
til þess að bíllinn húki og annað en ef þetta er bara eitthvað fjórhjóladrifið þú bara ferðu upp á ráslínu bara og af stað skilur við mér finnst þetta bara eins óspennandi og mögulegt sko. Núna eru allir sem eiga að stýra golffer í spyrna bara síða bara gaflaðar Já, með endilega senda mér skilabóð sko. Ég er ekki viss að fólk vilji fá svarið sem ég get gefið en ég er alveg óheflaður þegar það kemur að þessu sko. Nei, við erum bara hinskilir okkar álit Já, ég er bara algjörlega mitt álit sko. En þú veist, þetta er svo sem sama eins og með, bara til dæmis eins og minni götubílaflokkin í driftinu, skilur. Ég hef engan áhuga á þessu, ég var samt að keppi þessu. En þetta er líka bara, þú veist, eins og minni götubílaflokkur, þú veist, þetta er entry level dæmi og þú kemur þarna til þess að æfa þig. Þú ert ekkert að fara að sigra heiminn á einhverjum, já, þú ert ekkert að fara að sigra heiminn á 190 hestafla bíamaffinniðinu, skilur, sem að valla nær sér út á hlið og heldur í gegnum beginna, skilur. En einhvers staðan byrjum maður Já, einhvers staðan byrjum maður og það er það sem að þetta skiptir máli þú veist, að þetta þú veist, þótt að mér finnst eitthvað ef að þér finnst þetta gaman bara að gera þetta Já, og ég er ekki að taka neitt heita á eitt eða neitt skilur þú veist, það er ekki þannig þetta er bara mitt persónulega álega kannski ég bara fá þetta fyrir það skilur en þú náttúrulega hefur bara rétt á þinni skoðun svona hlutum, alveg eins bara þú veist bara eins og við höfum ofta rætt, skilur Milan er meira í toffari heiminum, skilur ég er meira í driftheiminum fyndið er að þú ert í báðum heimunum akkurat í því, en svo er til dæmis þú veist eins og bara fyrir mér rallycross, skilur ég bara skil ekki rallycross, akkur fólk er að gefa í rallycrossi, skilur en þú veist ég hef alveg hort að rallycrosskeppni og það er alveg fyndið, maður horfur á þetta lið bomb út af eða velta eða eitthvað, skilur mér finnst alveg fyndið að sjá það Já, ég skild aldrei rallycross og ég fór á eina keppni ég fór sem sagt með félagum mínum út af því að Atla ég með vantaði vaskassa í Yaris Evo-en og hérna við eitthvað ég fór ekki ég kíkja með honum og síðan byrjaði 1000 flokkurinn ég er maður að fara að horfa eitthvað á þetta sláttu vel fór ekki ég fer upp í stúku og herri, þeir voru ekki komin út í fyrstu beygju það sem að 2 veldu ég bara djúvel er þetta gegn ég heldur bara að sé ógeðslega gaman að taka þátt í þessu ég veri alveg til að búa mig til einhver ógeðslega 1000 kubika bara puttu hendi þetta veltibúr og sæti og þú veist, fucking velta djúvel er þetta geðveikt ég átti að það voldsakana upp núna í haust lóksumast bara í svona einhverju braski sko 1000 cc, ég bara horfði á þetta bara svona það er möguleiki það var að gera eitthvað þetta er nefnilega bara svolítið eins og það sem við vorum að tala um áðan þú veist, þú ert á vafti í Sevik skilur og þú ert inn í bílnum með allt í grenjandi og það er allt að gerast en þú veist, það er bara ekkert að gerast fyrir utan en þetta er bara sama dæmi ég held að þessi geggja að vera í þessu búið að götta drastlega innan og þú ert bara í einhverju rallycross reysið þarna og þú veist, það er bara kortir í það og lendir á toppnum eða eitthvað, þú veist, þetta er jöfnvel held ég þetta sé gaman. Bara klassó með hérna. Já. Þú veist, en líka, sko, skiptir engum hvað öðrum finnst þau, þú ert þarna inni, skæli brosandi. Já. Bara time of your life, það skiptir. Það er nefnilega málið, sko, en þetta var einmitt keppnin þar sem að Gæi fekk lánaðan einhvern bíl og velt honum, sko, upp á bakkan þar sem á motocrossbrautin er ég verð bara að gefa honum props fyrir það ég bara að ná þangað upp á toppnum er bara nokkuð gott sko. Já, bara leiðum að fá okkur Jaris sá hvernig hann að velta lengst út af bara kefni það er bara spurning ég ætla að setja mig það sem markmið núna að fara á rallycross keppni á næsta ári og hvað er meira? Það er rallycross, það er hringakstur, kvartmíla, drift ekkert annað. Tófaran, já, ég er náttúrulega ekki að fara á hana. Ég ætla að setja með þessi markmið að ég ætla að fara á eina keppni af öllu á næsta ári sem er í gangi, bara til þess að get ekki, þú veist, að því að ég get ekki staðhæft hvernig mér fannst að horfa á þetta, því ég hef ekki farið, þú veist, ég hef ekki farið á rallykeppni, skilur við, af einhverju viti, ég hef ekki farið á rallycross keppni, ég hef farið á tófarina og þú veist, en ég hef verið að kjósa náttúrulega bara að mæta á driftið mest en ég ætla að gera það allavega að ég ætla að setja þessi markmið að ná að
taka að minnsta kosti eina keppni að hverju topiki fyrir næsta, þannig að við getum svona allan að vera með í umræðum svoleiðis, Já, sko. líka bara þannig að þú getur sett sjálfur skoðun hvernig þér finnst þetta. Og líka bara sett mér í spór frá þeim sem að, þú veist, ef við erum að fá eitthvað ný spjall sem að hefur verið í rallycrossi til dæmis, þú veist, þá get ég allan að setja mér í hans spór hvað hann að pæla og svoleiðis, sko. Já. En ef þú myndir velja núna og þú, náttúrulega, eins og þú segir, þú hefur farað rallycrosskeppni, toffrakeppni, driftkeppni, spinnuna, veist, hvað drifti bara toppurinn hjá þér? Sko, það sem að ég keyri sjálfur, þá það driftið. Ef ég ætti sand á seðlum til þess að brenna, þá það mögulega torfaran. Rallycrossið, þú veist, það ég held að ég myndi alveg fungera vel í því, sko, í smá stund. Ég held að ég myndi ekki haldast í því. Nei. En það líka bara örugglega, þú veist, maður náttúrulega búin að trýta bodyið á sjálfum sér eins og Temple. Já. Eða, þú veist, eins og Theme Park ekki, kannski. Þannig að, þú veist, það eitt og annað orðið pínu laskað. Ég held að hvorki torfaran ég rallycrossið sé eitthvað svona sem að ég myndi endast í bara líkamlega, sko. En driftið, það náttúrulega, jú, það geta alveg komið óhöp, en það miklu meiri líkur eins og sérstaklega eins og í torfærinni. Ég meina, þú veist, ég nokkuð viss það, ég myndi fara í fyrstu braut og elta, sko. Já. Það hort á það, já. Síðan bara vona það besta og allt bensíngjöfin í botn og síðan bara haldi í stýru og vona maður fari annarkvort upp eða ekki og harkalega niður, sko. En ef þú fengir bara núna bíl, bara, þú veist, það bara, herri, sem ég taktu, segjum bara Grímur, þú veist, í leiðinu honum, segjum að, herri, sem ég taktu bara eina keppni, farðu bara á bílnum minna og græða það. Það eitthvað sem þú myndi vilja að gera. Já, þú veist, ég myndi örugglega gera það, en vandamáli ef að, þú veist, eins og þetta hefur verið, þá var Gummi Púki, hann tók keppni á móti Grím, hérna á Egilsstöðum. Og síðan var Kristján sem að tók keppni á Blönduósi á móti Grím. Ég nefnilega held að ég myndi vilja breyta sætistöðinni fyrir mig, þannig að það myndi henta svo illa, en það bara svona aðalega bara upp á mitt öryggi út af því að, þú veist, ég reyndar hef ekki pröfað bílinn, eða sem sagt hef ekki setið í bílnum eftir að við breytum honum, eftir að ég breytt honum. En ég held hann svo sem alveg töluvert meira eins og ég talaði á hann. Ég myndi alveg taka keppni á honum, sko. Okay. En síðan kemur hinn hlutin að þessu þú veist, ef ég á ekki drastlið, sko, þá hef ég rosa mikið svona mechanical sympathy. En leið og ég á drastlið, þá þarf ég hvað sem er sjálfur að laga þetta. Þá þetta meira svona, já, þetta kemur í ljós. Já. Sko. En það nefnilega vandamálið að ég hugsa að ég myndi örugglega vera miklu rólegri út af því ég á ekki bílinn. Veist, það bara eins og ef ég að keyra hvort sem að bílinn hans Palla eða bílinn hans Kela eða bílinn hans Jónþór, skiptir ekki máli, þú veist, ég keyri þá alltaf miklu svona með meiri varkáðni heldur en ég keyri bílinn minn. Já, það ekki bara eðlilegt fyrir flesta? Jú, fyrir flesta. Ég vona það allavega. Já, vonandi. Það eru sumir sem drull, sko. Já, vissulega, sko. Það ekki sumar sem alveg saman, sko. Já, vissulega, sko. En þetta er svolítið þannig að ég myndi alveg taka keppnina, en ég myndi þá frekar vera fókusur á það að reyna að keyra brautina vel eða eitthvað svoleið, sko, en síðan bara líka svo mikið vandamáli með mig að, þú veist, ég átti á alveg erfitt með ef það þarf að tekka einhverju drasli, sko, þá náttúrulega mátti ekkert gera það í reisskalanum, sko. Já. Ég var alveg típan til þess að gleyma því og leggjast í jörðina og síðan reiskalinn ógeðslegur, sko. Já. En þetta svo sem ekki eins strangt heima þótt að það ætti að vera það. Eins og þarna úti, þú veist, það bara, þú mátt ekki setja bensín á bílinn, svo sem eðlilega, ef þú ert í keppniskala eða svoleiðis. Þú mátt ekki fá olíublett í keppniskalan, þá hann bara ónýtur, þá bara hann dæmdur ónýtur. Eldhætta náttúrulega. Já, og
Þetta svona eitt og annað sem var mjög áhugavert. Mér talaði við einn svona FIA fulltrúaðana þegar við vorum út í Ríka og var einmitt að spurja hann út í svona eitt og annað, þar á meðal eins og belti. Þeir, eins og hann orðaði þetta, ef það hefur ekki orðið tjón á bílnum eða bílinn er geymdur inni, það var svona sagt beltin, þá horfa þeir framhjá í 2 ár eftir að beltin renn út. Já, það var svona framlengingu svona. Já, en þú þarft að vera með í rauninni sko, þú veist, hann talaði um eitthvað form, þú veist, örugglega eitthvað skjal eða eitthvað svoleiðis kjaftaði sko, sem að þú þarft að vera með uppfyllt eitthvað og láta skoða beltin. Já. Það var skriflegt svona yfirlýsinga, það var geymt undir þessum ástæðum og ef það kemur eitthvað í ljós annað þá ertu fókt. Já, en síðan eins og að mínum ætti að skipta öll belti í öllum torfæribílum eftir hvert sísón. Það er ekki svo mikið högg það. Nei, ekki bara út af því, heldur líka moldin og viðbjöðurinn sem að fer í fíberana og þurrkar þá. Þú veist, það var belti sem ég fekk sem það var ennþá með skoðun og það var búið að vera skítugt í 2 ára upp í hillu. Ég var að setja það í bíl og ég strekkti það og það rifnaði. Já. Kannski einhver sem hlusta á svona belti er að keppi eitthvað, kannski að double-checka. Já, þú veist, það er bara eins og ég hef sagt við Grím, sko, bara, þú veist, skiptu bara belti fyrir hvert ár. Þetta er 30 skall. Þú veist, þetta er ekki meira. Já, þetta er einu sem heldur þið í bílum. Já, þú veist, þetta er bara spurning, skilur við, lendur í harkal á toppnum og rifna beltin og þú ert að fara að smassa toppin á bílnu Já. Og brýtur hryggina þér. Já, þú veist. Já, bara drefst. Já, bara drefst, þú drefst Þú lendir á hausnum, bara döður, sko. Já, en síðan, jú, það er náttúrulega líka hægt að, þú veist, passa sig á því að þú veist, bara þrífa beltin og svoleiðis, sko, eftir hverja keppni sem að flestir gera nú, en, þú veist, það er svona að segja, eftir hvert sísón myndi maður skipta beltunum út, sko. En, þú veist, eins og í drifti, kvartmílu, þú veist, það sem að er bara verið að strekja í bílinn, skilur, og ef það er ekkert stórtjón, þú veist, þá eru beltin í lagi. En leið að kemur þungt högg þar sem að þú virkilega finnur fyrir því, veist, þá myndi ég alveg skoða það allavega að láta tjekka beltunum. Versta er að það er bara enginn hérna á landinu sem að tjekka svona belti, allavega ekki á mér vitandi. Og þú þurftu það alltaf að senda beltin út og þá er bara komin sá peningur til þess að kaupa ný belti, sko. Já, bara borgar. Þetta er nefnilega ekki demitt þegar maður pælir í því. Þetta er ekki það mikill peningur fyrir þetta og þetta er bara 100% öryggisatriði. Já. Þú veist, þetta er bara alveg eins og þú myndir aldrei mæta með brotin hjálm í keppni, skilur. Nei, nákvæmlega. Þú veist, þú færir aldrei, þú veist, í eins og motocross í brotnum skóm eða með brotin hlíðafatnað. Þú veist, þú færir alltaf í þetta, þú veist, til þess að venda þig, þá myndir alltaf fara og kaupa, eða allavega hugsa ég þannig. Þú veist, ég myndi alltaf fara og kaupa, þú veist, nýtt ef ég myndi vita eitthvað af öryggisbúnaðinu væri hneskað, sko. En, þú veist, síðan að það, þú veist, ég er náttúrulega eins og búri í bílnum að mér er smíðað, það er alveg, þú veist, það er smíðað bara fyrir bara Waffer C-spec, sko. Bara, það eru örugglega öflugra heldur en í margum rallybílum hérna á Íslandi, sko. Gott. Þú veist, þetta er náttúrulega heimskulegt, sko. Samt ekki. Já, þú veist, fyrir mitt eigið öryggi, þá var þetta mjög sniðugt, en, þú veist, þetta er alveg vel yfirsmíðað búr, sko. Já. Betra að það sé yfirsmíðað heldur en auðvútt. Já, ég svo líka. Það er það. En smá pæling, þú sendir svona á FIA, nýjan að fulltrúan. Hvernig var það varst í pitinu með kjallaði ekki? Jú. Já. Hvernig var svona að vera á svona stóra keppni sem er FIA vottuð og er með svona reglum og allt svona stórt apparat? Hvernig er þetta með við hérna heima? Sko, náttúrulega bara, þú veist, það voru 30 FIA fulltrúar þarna, labbandi pitinn og skoða og svoleiði, sko. Bara í svona sloppa og... Já, í einhverjum vestum eða úlpum, það var náttúrulega bara skýta kuldið þarna. Það var óslega við, sko.
það var ekki gott. Já, það var svona, þú veist, það var fínt veður per se, það var bara dröllu fokking kallt nema á sunnudeginu það var regningu. Sko við náttúrulega, þú veist, þetta var smá scam út af því að, þú veist, ég verði bara viðkynna það, þetta var bara, ég verði að segja, þetta er scam út af því að út í Lettlandi, þegar það segir bara hitamælinn 14, Já, maður er bara okkur 14 geðveikt en það er bara feels like 4 skilur það er bara mínus 10 gráður skilur og mínus og 10 gráður af því sem að spáin segir. Já, ég meina, ég var að horfa á útsendinguna og það er ekki út á þetta og horfa bara, flott viður á það flott viður. Svo sá ég story á ykkur, þá var bara kærra að kveiki grillið. Já, bara í úlpu. Ég var bara, hvað er í gangi maður? Ég var bara að peysin í vinnunni. Já, við hérna, það var einmitt sko, það var enda. Ég keipti úlpu, ég keipti flíspeysur, það var keipt teppi. Sæl. Já, ég keipti með peysu, þú veist, ég er venjulega alltaf í ból sko. En það líka sko, náttúrulega þarna var þetta líka bara klukka 5 eða eitthvað, þá bara slökkt á sólinni og það var bara ískallt sko. Þú veist, þetta var bara klukkan 5 og þá bara var orðið kólniðamyrkur og það var svona bærilegt þegar sólinn skein á mann á daginn. Já. En einmitt, þú veist, bara 14 gráður var bara feels like 4. Þetta var, þú veist, þetta var bara ógeðaslega kallt leið og Þessu voru bara Íslandi bara. Já. Nema sko, þú veist, þegar við lendum hérna þá voru 8 gráður og það var samt heitara sko. Já. Það var eiginlega vandræðalegt, það var heitara þegar við komum heim heldur en var úti. En við fengum 1 dag í Pólandi þar sem var, þegar við vorum í Poznan, það var bara glampandi sól og ekki rók. Þú veist, var þarna í Pólandi fyrst, það var bara rosalega mikið rók og þá var mann alveg kallt sko. En við fengum hana 1 dag sem var bara logn og sól og þá var mann alveg heitt sko og ég var alveg sólbruninn og eitthvað svolítið sko. Þetta var náttúrulega líka, þetta var alveg fyndið sko, út af því að ég og Keli vorum viku fyrir að við förum út til Poznan, þá vorum við í Varsjá þegar við fórum og sóttum bílinn í Rotterdam og við fórum á driftmastegi í PGE stadiuminu og það var, þú veist, það voru bara 20 og eitthvað gráður sko, það var bara steik. Síðan maður aftur til Póllands, þá var bara ísfokking kuldi, bara viku setna. Þetta myndi eiginlega bara frekar á, þú veist, eitthvað íslenskt dæmi, sko. Breytið sem hatt. Og það var einmitt, sko, ég var einmitt skemaður þar, því að Keli var bara, við vorum bara úti í síðustu helgi og það var geggja við maður, bara, þú veist, þú þarft ekkert úlpu og eitthvað svona. Já, herri, hann sagði pappa sínum að taka stuttbuxur og skyrtur. Rúnar alveg brjálaði. Það var nú búið að ljúga því mér að ég geti bara verið á stuttbuxunum minna. Já, það var alls ekki þannig. Alls ekki. Við þú veist, ég sé mest eftir ég hafi ekki bara tekið úlpuna mín með en ég enda að kaupa úlpu úti. En þetta var samt gaman, þá gekk ég það. Þetta var það sko. Svona af því sem að þú hefur farið í núna, ég hef farið í allt með þér af því, en segjum, náttúrulega gatubíl er miklu minni keppni heldur en það sem við vorum að gera núna. Ég get eiginlega ekki tekið mark á þér ef ég spyrði hvernig gatubíl er út af því að þú komst á eina gatubíl sem var grenjandi rigning og rók allan tíman. Það var einn þurrdagur. Hálfur þurrdagur. En þú veist, gatubíl DMP í Pólandi eða FIA-keppnin í Lettlandi, svona hver var toppurinn? Ég myndi alltaf segja DMP. Ok. Þú veist, gatubíl, þetta er náttúrulega meira festival heldur en þetta er ekki keppnið. Nema það sem að Fannar tók þátt í þarna í Mantorp held ég. Já. Diskotans eða? Gatubíl. Það var gatubíl í Svíþjóð. Já, allavega eins og ég skil þetta, ég ætla ekki að sverja fyrir þetta, en þá var þetta gatubíl nema bara eins og hefðbundin driftkeppni. Og þú veist, það var keyrt, þú veist, top 32 eða eitthvað svo leiðis og síðan top 16 og top 8 og top 4 og finals. Það, þú veist, ég persónulega er spenntari fyrir þeirri svoleiðis keppnum vegna þess að það er miklu meiri barátta í, þú veist, tandeminu og svoleiðis. Það er verið að leggja meira á línurnar.
og þú veist, menn eru að taka miklu meiri sénsa. Þetta eins og þegar við fórum með þarna helgina eða sem sagt vikunni áður en við förum út til Pósnan þá fórum við á Driftmasters veist, og ef að einhver hefur áhuga á drifti og eins og Driftmasters og svo leiðis allan daginn að fara á þessa keppni í Varsjá í Pólandi sko. Þetta er bara sturlað og þeir náttúrulega malbika fótboltavöll. Já, þeir malbika á þriðjudegi eða miðvikudegi og rífa sig að malbiki upp á sunnudegi. Vegagerðin þarf að hlusta þetta. Já, nákvæmlega. Það er meiri metnaður í það. Já, með taka þetta til ykkar. Þarna malbikar keppnisbraut á fótboltavöll. Já. Bara í nokkra daga, svo bara rífut upp. Það er bara ekki mjög. Þetta er líka bara sturlað sjó, sko. Vegna þess að, þú veist, við vorum mjög heppnir með veður. Það átti að vera rigningarna á laugardeginum þegar keppnin var. En það slapp og það var opið þakið á stadiuminu þannig að það þurfti ekki að bleita brautina og þú veist, það voru bara 30-40 bara risa blásara sem að blésu reiknum upp toppin á stadiuminu sko. Já, býtu þegar að ef það væri rigning þá þyrfti að vera lokað inn í stadiumið og þá bleitaðir brautina til að minnka reik eða? Já. Og og síðan náttúrulega held ég svo sem þú ekki að fara með það en ég held að það sé þannig, þú veist, ef að það er ekki hægt að losa reikinn þá er brautin alltaf bleitt sko. En þetta var alveg sturlað, þú veist, að eru náttúrulega bara með bestu bílstjórum heims að keyra, þú veist, í drifti sem sagt og þetta var geðveikt. Er ekki ókýrst að skrítið þess að vera bara á fótboltavöll í rauninni með umkringdur bara stúkum og þeir eru bara í miðinni eitthvað þetta er ótrúlega spes sko, en þetta er samt alveg klikkuð upplifun vegna þess að drónið þann inni þegar að þú veist eins og Lori Hänninen, hann er með NASCAR mótor í bílum á sér. Já, sæll. Þetta var bara sturlað, þú veist, ég fæ mjög sjaldan gæsáð en þegar hann kom á ballastinu inn í fyrstu beygju ég fekk alveg gæsáðum allan líkamann sko, þetta var geðveikt sko. Maður þarf að kíkja á gæstari. Þetta, þú veist, bara ef það er eitthvað motorsport tengt sem að mann langar að sjá, þá mæli ég bara með þessu. Þú veist, þetta er seinasta keppnin, allavega hefur verið seinustu ár, þá er seinasta keppnin í Pólandi í svona stadiumi í Driftmasters og þetta er bara bilað. Þetta er geggjað og síðan, þú veist, við vorum með sæti í neðri stúkunum eða sem sagt það eru 2 hæðir á stúkunum við vorum með sæti í neðri stúkunum og maður rölti nokkuð skref upp til þess að kaupa sér að éta eða drekka og bara hefi næst þú sást alla brautina eða þú sást ekki einhvern kafla á brautinni þá voru fullt að skjám á brautinni sem þú gast horta á og það voru skjáir líka efst í stadiuminu þar sem þú gast bara hort beint upp og fylgst með og Já, ég verður alveg viðkynna að lýsir þetta þegar við fórum náttúrulega Ultrace núna í sumar. Já. Það hljómar eins og drasl mjög þetta. Ég er bara að viðkynna það, sko, þetta er bara... Nú hef ég farið alveg slatt á tónleikum og svona hinu og þessu, bara svona ívendum. Þetta toppaði allt sem ég hef farið á, sko. Já, ég meina, ef einhver hlustaði eins og með Ultrace, þannig að það búið að stakja mig, kannski hvað þetta er svona sýningar í Pólandi og er smá drift þarna. Já, ég sá séð eitthvað þetta. Já, þetta er bara drasl, sko. Ég er bara að viðurkenna það, sko. Við vorum allir fyrir svona hálfvonbrigðum, sko. Sýningin sjálf var cool. Bílarnir sem voru til sýnis voru geggjaðir. Og það verður að drifta planið þarna sem við gert og þetta er flott, sko. En bara allt í kringum þetta er bara drasl. Ef við viljum fara í eta og þetta er að býða klukkutími í röð. Það voru bara svona 3 staðir og þetta er risasvæði og hvað með þess að út að útskýra þá er þetta miklu betra en Ultrace sko. Þetta var nefnilega alveg magnað út af því að það voru 52.000 áhörfundur í stadiuminu. Ég held að lengsta sem ég beið eftir mat eða einhver að drekka það hefur verið 5 mínútur. Já, við byggðum í hálftíma fyrir bjór eða eitthvað. Já, sko. Og það var nefnilega líka geggjað, við fórum bara og það var yfirleitt bara eitt sem á stökk og keipti bjór og það var bara keipt 6 bjórar í kippu í bara svona plastglösum bara mega næskilur og
síðan þegar það var svona smá pása þá bara hoppuð upp, fengum okkur að éta og síðan sko líka bílasýning og eitthvað drasl fyrir utan stadiumið og þar einmitt getur líka gastu keypt eitthvað drasl í bíliðin eða einhvern fatnað eða whatever skilur þess að ég keypti að var nú aðalega bara út að það var svona keppnistreyju efni, svona dry fit eða ég veit ekki hvernig efni þetta en ég keypti mér ból sem sagt merkti James Dean og eitthvað og það var svo aðalega bara út af því ég var í öllu svörtu og mér var ógeðislega heitt en keypti hann á 20 eurur eða eitthvað bara fínt skilur ég meina ég keypti líka Adam Alzi frá básn hans Adam Alzi og það var á Ultras og líka ykkur að $30 bara mjög næst sko en Norvel, við heldum að við vorum bara scammed á Ultras með við það sem Driftmaster hljómar hversu vel það hljómar þetta bara störla sko. það var með það sem að mér fannst líka geggjað við keppnina í Poznan að þú veist ok, ef ég á að taka Ríka Poznan, Ríka var náttúrulega bara FIA, eins og við segjum það var bara keppni, bara full on keppni það var allt miklu strangara líka en ekki skýta matur þannig að ég fíla hann ekki en mér finnst það miklu meira svona áhorfandavænt í Poznan þar var það voru 15 matavagnar með mismundi mat það var bílasýning, það var verið að sýna alls konar hluti og kannski var ég klippingun í einhverju rútu og það var bara eitthvað, þetta var mjög svona meira áhorfandavænt heldur en FIA-keppnin verð ég að segja FIA-keppnin meira bara svona, þetta var rosa strangt allt, þú gast borgaði til að fara upp í stúku til að sjá eitthvað en brautin samt það stóra þú þarft eiginlega að horfa á skjá meiri hlutan af tímanum og það var ekkit eins og fyrir okkur sem vorum í pitsvæðinu það var svona, maður sá rosa lítið sko nema maður horfði á skjá hinum einn við og líka það eins og þegar Keli var að keyra þá voru við bara líka að horfa á livestreami eins og allir aðrir sem að horfa á þetta heima sko. við vorum bara í síma sko, að mínum mati er Ríka brautin þetta er mín uppáhaldsbraut til þess að horfa á eins og í Driftmasters þetta er svo sturluð braut þetta er svo geðveikt layout en þetta er að mæta þarna á staðinn þá er þetta rosalega þú sérðu rosalega takmarka nema og sért upp í stúku og ef þú ert í annari stúkunni þá missur alveg að fyrstu beginni ef þú ert í hinni stúkunni þá missur að setni hlutan á brautinni hún er það löng sko. þetta er eiginlega bara þú þarft alltaf að horfa á skjá allavega einhvern hlut af brautinni mér fannst bara að horfa á þetta í sjónvarpinu á livestream sko ég verði að viðkynna bara útsendingin og hvernig allt leit út í Ríka bara drasl að mínum þá var kvalityð á FIA-keppninni það var svona 4 sinni verra heldur en eins og í Poznan sko. já, ég meina brautin leit út úr þess að sjoppuleg útsendingi var drasl það var aldrei timetable það var aldrei verið að lýsa hver var að keyra eða hver var að keyra næstur maður bara horfði á þetta og ég var að senda palla snabbt bara hvernig Keli að keyra svo með DMP sko bara geggjað sko, brautin leit ógeðslega vel út flott layout hans mér sko bara geggjuð útsending þeir sem að voru líka announcement gæjarnir í Poznan þeir bara voru að tala actually eitthvað ef maður var að horfa á livestreamið þarna í FIA-keppninni það var engin bíl að keyra þá var engin að tala nei og þeir voru bara að spjalla og líka gæra lýsta sko líka í Poznan þá voru þeir náttúrulega með livestream sko þeir voru með ennst og pólst livestream fyrir þá sem voru náttúrulega í Pólandi líka og Írar að lýsa hitt og mér fannst það mjög flott útsending og eitthvað en ég sé kannski samt viðurkenna að þegar við vorum að labba brautina í Ríka þá voru þeir með gaura að láta mála alla hvíti og rauðu kantana og eitthvað og voru að setja dekkjaveggi og setja skilti og eitthvað svona en það er erfitt líka þeir eru að keppa svo ógeðslega langri braut að það þarf ekki nema einn fyrir út af þeir hafa enga tíma til að græja það en það var eftir hvert einasta svona, hvað ég kalla það, svona hol af, þannig út í Poznan þá voru bara gæjar sem að málu öll sónin og allt aftur það bara eftir hvert einasta
þá bara, maður horfði þá bara, það var bara 5 mínútur pása eftir hvert sesjón, það bara, þú veist prólflokkur er búinn, 5 mínútur þá horfði maður að það fór út að mála og þannig að þú veist, það var rosa mikið passa upp á, þú veist, að sónin var alltaf vel máluð og einmitt útsettingin og þegar að það var það, skilur þú veist, það var verið að mála eða eitthvað svo leiðis, þá var live bara, þeir fóru bara í pittin, voru bara að tala við eitthvað sem var að keyra eða tala við eitthvað á ráslínunni eða eitthvað þannig. Eða krakki var að drifta. Já, eða krakki var að drifta. Sko. En ég held alltaf fyrst að þetta, nei, bara Sindri mættur. Nei, líka bara þessi braut í Ríga, mér fannst hún bara svo sjoppuleg eitthvað maður sá bara útsendinguna bara allt svæðið bara eins og eitthvað yfirgefið og sko, þetta þessi hluti af brautinni lítið notaður nema bara í Driftmasters allan á því sem að mér skildist ég var að tala við einhverja sem að voru sem eru bara lokalar og þá þessi hluti af brautin lítið notaður en það þarna braut sem að þeir keyra reglulega sko en það ekkert á þessum skala og veist, að mínum að það sem að FIA í rauninni feilað á var útsendingin og það dót þeir hefðu allan daginn átt að fá þá sem að sjá Driftmasters til þess að aðstofa við þennan hluta af þessari keppni sko vegna þess að þú veist það að horfa á Driftmasters í Ríga það, þú veist, ég horfi alltaf á bara alla keppnina alveg frá byrjun til enda sko. Já, meinar í Pólandi, ekki Ríga? Nei, í Ríga. Já, meinar að horfa á keppnina en það vantar betri lýsendur. Já, þeir sem að lýsa fyrir Driftmasters það þú veist, þeir eru bæði skemmtilegir og þú veist, og að fræða fólk sem að, þú veist sem að veit kannski ekkert endilega nákvæmlega allt sem að verið að tala þú veist, og þeir lýsa þessu þú veist, já, hann ekki nógu djúpur inn í þessu sónu og að segja skilur á meðan að replayin og annað en þú veist, eins og þetta var þarna í FIA, þá var þetta bara já, hann búinn að keyra hann búinn að keyra og síðan var bara replayið og það var bara þögn og það var bara svona, ok, þú veist þeir megið alveg tala sko þú veist það enginn sem að bannar eitthvað það held ég sko en hefur bara verið nóg á strákarna sem voru lýsa hjá DMP hana írsku strákarna þeir voru ógeðslega skemmtilegir tölum helling og við skulum segja það sko ég horfi aldrei drift ég fíla drift live sko mér finnst gaman að horfa á þetta og mér finnst gaman að drift þegar ég settu korsa skilur heima en ég horfi aldrei á formúla drift eða driftmestrar ég horfði bara út af Kela og Fabian sko og skulum segja það ég horfði náttúrulega á alla keppnina í DMP fannst það bara það gaman já því þú dettur að því þú þeir halda þér þú dettur inn í já þeir fræða mannum keppinundur þá þú orðin húgt á keppninu þú ert orðin húgt á því þeir eru að fýta þig með infói keppnina þú dettur inn í þetta og þetta bara eins og hjá mér þú veist ég svoleiðis ég dett inn í hluti þú veist ég get farið ég hef engan áhuga á fótbolta en ég hef farið með félaga mínum að horfa á fótboltaleik og hann bara, við erum að fara að halda með þessum og ég horfa á leikinn og það verið að lýsa í hvað að gerast og eitthvað og ég dett bara inn í, við erum að fara að vinna þetta en ef ég væri að horfa á fótbolta og það væri bara þögn og þeir væri bara hlaupið með boltan, ég væri bara jæja, þú veist hvað er að gera hérna, skilur við og þú þarft að hafa eitthvað catch, þú þarft að hafa eitthvað sem að nær til þín til þess að útskýra eða til þess að láta þig vilja halda fram að horfa út af því að þú ert bara með þögn skilur og þú veist ekki hvað er að gerast eða þú veist, ok, jú, þú veist alveg hvað er að gera þú veist, fattur, já, ok, það er eitthvað að fara að drifta og hvað, skilur og þú ert með eitthvað gæja sem er að segja bara, þú veist, já, þessi hérna hann er að fara að gera þetta og svona og eitthvað spjallum hann og svo tekur hann rönnið og hann útskýri fyrir hérna var hann ekki svona mikið, hérna var hann ekki svona veist, og svo horfir á stíðin og þú bara, já, og þú fattar þú sér bara þessi stíg, já, ok, út af því að hann var hérna og hérna, skilur en hafði kannski ekki hugmynd það og þá líka getur þú séð það með næsta rönn þá bara, já, þessi gera þetta betra hér já, og þá, en þú kannski horfir á það með engur hljóði, svo kemur bara eitthvað stíg og þú bara, já, ok, hann fekk 40 stíg, akkur, svo skil ég bara ekki hvað var hæpið með þessa brauti Ríga og leiðatuð ég skil ekki, mér varst miklu skemmtilega brautin sem þið keyrðu í Poznan sko. Já, ef þú ferð og horfir á Driftmasters sem sagt í Ríga það allt annað, þú veist, að mínu mati þeir sem að, þú veist, þetta var svona
ég ætla að segja svona 40% af ökumönnum voru með hæfileika til þess að keyra það niður Ríga. Þú veist, það var ekki meira, alls ekki meira sko. Nei, maður sá sem var bara ekki það góður sko. Já, þú veist, það var þarna Jakob Purskonski eða hvernig sem að segja eftirnafna. Já, hvað veist. Já, þú veist, hann síðan Pavel Korpolinski, Jarko Júla og nokkrir aðrir sem að eru að keyra driftmasters, þú veist, sem að hafa virkilega hæfileikan og líka bara pungin í þetta vegna þess að þú ert að koma inn í brautina á alveg svívirðilegri siglingu. Já, þessi veggur reyndar, það já, og það, sko. Já, endanum. Já, endanum, restin af brautinni var bara Já, síðan það, þetta er ekki alveg sama layout og driftmasters. Driftmasters, þegar þeir fara sem sagt fram hjá stúkunum, þá byrja þeir að keyra inn í skál. Já. En þetta layout, þetta var svo, þú veist, þetta er næstu sko. Já, menn öfugt þá, hvernig þín áttina? Nei, þeir koma sömulega niður og þegar þeir fara fram hjá stúkunum, þá koma þeir inn í beygjuna þarna, það er rosa stór batti þarna, svona, hvað heitir þetta, þarna rauð og hvíta drasli, man aldrei hvað þetta er. Kantur, skilur. Það er bara Apex. Apexin, já. Og þaðan frá Apexinum fara þeir inn í skálinu og klára raunnið. Já, en það var búið að setja svona jóker þannig. Það var búið að bæta við þarna sem sagt vegg, síðan upp annan vegg og síðan í skál. Og þetta, þú veist, það voru allir að ströggla við það líka að brautin var það löng að þeir þurftu að spara dekkin svo mikið. Já. Þannig að þú veist, þeir gátt ekki verið að taka jafn mikið bara full on, þú veist, bara keyslu vegna þess að þeir voru að spara dekkin svo þau myndu endast 2 rönns. Flestir... Já, það ekki var að spara fyrir kannski vegginn, sem ná hann góðan. Nei, flestir voru bara að spara það svo að því sko, það var þannig, þú tókst bara 1 rönn, dekkin voru búin, en í þessu þá verður að taka lead og chase. Já, bara eins og bílinn er. Já, mátt ekki skipta. Dekk. Þú veist, í æfingu þá kannski tekið bara rönn og farið og skipta dekk, en í æfingu voru flesti allir að klára dekkin sín á einni ferð. Svo ertu komin í það að þú þarft að láta dekkin endast bæði lead og chase, þannig að þú getur ekki verið í full throttle í allir í brautina því hún er svo ógeðslega löng. Já, ég skil. Þá eru dekkin bara búin. Þessi þáttur verður bara skýrður, drulla yfir FIA-keppnina. Nei, þú veist, þetta var alveg flott keppni, ég ætla ekki að segja það, en þeir hefðu mátt skipuleggjana töluvert betur og líka þú veist, það hefði mátt, eins og ég segi, bæta úr þessu livestreami vegna þess að, bara reynt útsagt, livestreami var shit, sko. Já, mínu sjónunni var dreflegilegt að horfa á það. Já. Bara það er bara þannig. Og, sko, að mínu mati þá myndi ég persónulega ekki, þú veist, vilja fara aftur. Þú veist, þetta er gott að vera með þetta í reynslubankanum og allt það, en þú veist, ef ég fengi boðum þetta, ég myndi sennilega fara ef ég væri sjálfur að keyra, en þú veist, bara hluti á servicekrúinu þá var þetta alls ekki spennandi, sko. Mér varst litla keppnin þarna Latvia driftdraslið þarna sem við tókum á sunnudeginum. Já. Sem var eiginlega bara svona, ég segi við Kela á laugardeginum út af hann qualify ekki. Segir ekki heila, bara skráðu við bara í fucking Latvia drift eða Baltic. Var það bara á sama stað? Já, það var sem sagt FIA-keppnin, Latvia driftkeppni og Baltic driftkeppni, allt á sömu helginni. Já. Og á sama staðnum? Á sama staðnum, já. Latvia drift var bara í svona litlu stadiumi sem var mitt bara nýmalvegað og Baltic var að keppa á basically sömu keppni og FIA eða FIA nema þeir færuðu bara einhverja kubba og setti einhverja keilur fyrir og þannig þá tóku þeir einmitt svona aðeins öðruvísi braut heldur en hina en tóku allavega sama en þannig að þú veist þeir keyrðu heimsmeistarakeppnina FIA-keppnina og svo eftir hana eftir kvóli á henni þá bara byrjuður að kvóli á hina þannig að þú veist það var bara uppsett brautin það var bara fullt af örum gæjum mættir í pittin sem var að taka þátt í því síðan gæti það náttúrulega líka að hafa spilað eitthvað aðeins inn í þessa FIA-keppni sko. Þú veist þetta FIA World Cup dæmi að þú veist tilkynningin sem að við fáum upprunnilega bara þú veist það eru æfingar á fimmtudegi og föstudegi
síðan æfingar morgunin á laugardegi og kvóli á laugardegi og síðan keppnin á sunnudegi. Það er upprunalega planið. Síðan var þetta þannig að það var æfingar á fimmtudegi, kvóli á föstudegi og æfingar á fimmtudegi, æfingar morgunin á föstudegi, kvóli og síðan keppnin á laugardegi. Já, mér varst það skrítið þegar ég fór að skoða, ég bara, var þetta ekki alltaf sunnudegi? Já, nema þá keyrðu er Baltic keppnin á sunnudeginum, ekki? Já, jú, það var einmitt sko kvóli Baltic, bara Baltic. Já, kvóli var þá á laugardeginum held ég eftir keppnina eða hvort að það hefur verið á sunnudeginum og síðan Baltic á sunnudeginum líka sko. En Latvía drift það var var kvóli? Já, kvóli var á laugardeginum. Það var á föstudeginum sem að við dettum út úr FIA. Þá segjum við Kela, ég segi við Kela á föstudeginum að tjekka á því hvort hann getur skráð sig í Latvía eða Baltic. Sem segi við hann að tjekka á Baltic. Hún segir svo sem var skipuleggjað að hún vilja ekki að þeir sem voru dött út í FIA geti skráð sig í Baltic. En hún segir að það væri möguleiki fyrir hann að fara í Latvía. Já, í Pro 2. Já, í Pro 2, ekki Pro. Þannig að það var bara ákveðið, bara fuck it, við tökum þessa keppni, við erum hvað sem mættu, við þurftum ekki einu svona að færa pittin eða neitt. Sko. Einu munurinn þar var að bíllinn þurfti að vera á sumadekkjum, hann mátti ekki vera á slikkum. Já, það var bara götudekkjum, street tires. Og það var hann inn í þessu stadiumi, það var pínlítið braut sko. Já, en það var það var sama layout og í DMAC, eða sem sagt Driftmasters, í stadiuminu þar. Sama layout, nema voru engi veggir sem er svo sem ágætt með hversu marga keilur Keli tók að það hefði ekkert verið eftir endanum á bílnum sko. En nei, ég segi það ekki að ég viðurkenni það alveg, mér finnst eins og Keli hafi verið pínu rændur allavega top 16 í því sko, vegna þess að hann kvóljaði 18 eða eitthvað, ég man það nú ekki alveg, en síðan í top 16 þá nei, það var ekki top 16, það var top 22 eða eitthvað. Það var eitthvað, það var pínu skrítið en þá fer hann á móti einhverjum sem er að keyra sem er frá Latvía og hann vinnur alveg klárlega fyrraraunnið, þú veist, hann var að keyra bara töluvert betur, var töluvert betra lead og töluvert betra chase en fær one more time. Og í þessu one more time þá keyra hann bara mjög flott chase en klúðraði lítinu sínu alveg svolítið út af því að hann fer allt og djúpt í bara fyrsta zóni og tekur allar keilurna niður eiginlega. Og þá svona, þú veist, þá tapaði hann því raunni sko. En að mínum að þá hefði hann átt að vinna fyrraraunnið. Það hefði ekki átt að vera one more time. Nei, bara alls ekki sko. Það var allir mjög hissa yfir þessu one more time. Af hverju one more time? Það er útskynningur því. Þú veist, það sem að það er Íslandingurinn átti ekki að vinna. Bara innlend dómkerfi skilur. Það er að segja það, hann er útlendingur, hann átti ekki að vinna. Já, þú veist Skulum segja klíkuskapur. Gæti verið klíkuskapur. Já, þú veist, gæti verið eitthvað svo leið skilur. Man er leið þannig allavega. Já, leið þannig. En enga síður, þú veist, ok, whatever, þú veist, það hefði verið gaman að komast allavega aðeins áfram, út af því að Keli var að keyra þessa braut mjög vel, sko, bæði í æfingum og í kvóli, þá var hann að keyra brautina mjög vel og fengum mitt, sko, kvóli fannst mér allavega líka, mér varst að vera dæmt svolítið ósangjanda, hann hefði allavega nátt að fá að mínum að 10 stigum hærra heldur en hann fékk, vegna þess að þú veist, hann var með bílinn á öllum réttum stöðum og var með flott engul og allt svoleiðis, en þú veist, þetta er bara eins og það er Mér finnst líka eins og í DMP, mér fannst hann fá svo lítið stig. Já. Kólínu, mér fannst að rönnin hans bara ókissa flott. Já. Í DMP og svo horfði maður á aðra og ég náttúrulega kann ekki mikið á þetta, en ég er bara að tala hvað þetta leit mikið verra út. Já. Svo fengu þeir bara miklu meiri stig og bara hvað, ég skildi ekki því skilur ég bara. Já, sko þetta er svolítið sama finnst mér með það
þetta bara alveg að sama og með eins og til dæmis Fabian þegar að Fabian var að keppa hvað ég held að það hafi verið round 2 í DMP eða eitthvað þá sem sagt lendir hann á móti einhverjum Úkraínumanni eða eitthvað, ég minni það og hann tekur fínt chase og síðan tekur hann lead og þá keyrir chase bílinn í framdekkið á honum og sem að veldur því að framdekkið á honum stoppar þannig að hann overrotatear bílnum og snýr og hann dæmdur sem sagt að hann hafi snúið að eigin ástæði eða veist, bara eigin völdum skilur og tapa rönninu skilur þú veist ég var að horfa á þetta live og ég bara já þetta unnið maður það bara sést greinilega að hann fer í framdekið á honum nei, hann tapar hann því rönninu skilur og maður bara eitthvað bara hvað meinar þið? Það svona eitt sem ég aldrei mér finnst svona pínu böggandi með að horfa á driftið eins og maður horfir á kannski kapakstur skilur já Underburgering eða formúlun eða eitthvað þá bara, ef þú ert á undan þá vinnur þú bara, punktur það bara einhver að dæma og þá bara hvað þeim finnst mér finnst það pínulegilegt þetta svo sem ekki alveg hvað þeim finnst en jújú, þú veist, ég segi það ekki þú veist, lít það út, skilur þetta getur alltaf verið bias í einhver átt, skilur þú ert með 3 dómara sem að geta alveg, þú veist, dæmt ósangjandna þú veist, út af því að þeim finnst eins og hinn hafi keyrt betur eða jafnvel bara líka betur hinn gæjan, skilur, þú veist, það getur verið alveg eitthvað svoleiðis. En þú veist bara hvernig lítur út eins og fyrir mig og utan, horfa á þetta það bara ok, þegar þannig einhver dómarar sem dæma bara, skilur og þú veist, kannski það mér kannski áhörvendum og öllum finnst hann kannski gera miklu betur en eins og í kapakstur þá bara það bara sá sem undan vinnur það bara kannski einfaldara skilur þetta bara svört og hvítu skilur það eru bara tölur sem að segja til það hver vinnur en þetta náttúrulega bara dæmt sport og það alltaf þannig með alveg sama hvað það alltaf þannig að það einhver ósáttu með dæmt sport já, mér fannst bara Keili keira betur heldur en stigin og úsildin gáði ekki pass mér það var einmitt í Latvía þá sátum við í stúkunni hann þegar hann var að keppa á móti þessum gæði sem hann fekk one more time og Steppi Spottir var með iPad og var búin að skrifa niður þú veist á móti hverjum hann var með og við horfum á rönnið og hann bara krossar yfir gæðan og svo kemur bara one more time og hann bara bara hér þarf að fara að stróka út en krossi hérna, hvað í gangi, skilja, hvað one more time á móti þessu og svo í því one more time að þá einmitt fekk Keili hana í það held ég það sem að einmitt feilaði þó að því þeir tóku báðir hana Keilur í byrjun en hann tekur hana Keilu með frammendanum frontklip, ég bara þá búið að segja bara þessi Keil veggur, ef þið farið í þessa Keilu þá bara eins og hefur bomba á vegg og hann rakst utan í hana að því hann overengulaði í beiguna og við mitt sátum í stúkunni skilur og við bara horfum að hann fara utan í Keiluna og Steppi bara, nei, anskoðinn bara, þú veist, að því að hitt rönni var unnið, alveg 100% sko. Það leiðilegt sko. Já, það var í chase-inu, en það var eitthvað sko, allavega frá mínu sjónarhorni var það þannig að lítbílinn létan, hann var náttúrulega elda og miðað við línuna hjá lítbílnum þá var eiginlega engin önnur leið til þess að fara út ef hann átti að vera í hurðin á honum sko. Þú veist, hann hefði alltaf farið utan í Keiluna en síðan það, þú veist, þótt að frontlipi rétt snert í Keiluna þá þýðir það ekki að veggurinn sé að fara að stoppa þig eða það veri veggur hann nei. Þú veist, þá þetta bara að fara að begla framstöðanan eða rispan eða whatever, skilur við það var hellingur og svoleiðis í driftmastið til dæmis, það sem að menn voru að skreipa framstöðaran og tóku ljósi úr bílnum eða whatever skilur en heldur samt áfram rönnu en hérna þetta með þetta one more time var náttúrulega bara bull sko að mínum andi bara algjörlega mitt frá mínu sjónarhorni þá var þetta algjört bull en þetta bara svona sérstaklega bara það kannski engin verðist vera þá engin forsenda af hverju þeir fara í one more time sko. Nei, þarna var engin forsenda bak við það sko. Ég horfði með þetta var live sko og ég horfði á þetta aftur ég bara gat ekki séð hvernig þeir ákveði one more time út úr þessu en þú veist, jú, ok það bara þannig en þarna í postna var þetta þannig líka svo sem að það voru nokkrir sem skildi ekki alveg með kólið hann hefði átt að kólja aðeins herra
Mér fannst það sko, við varum stíðagjöfum maður horfði bara á þetta bara geggjað, flottur aður, bara góður svo bara stíðinu maður bara bara drasl En síðan það sem að gerist samt í Poznan í keppninni var það, þú veist, þegar við mætum á brautina þarna þegar keppnisteginum þá fengum við æfingar þarna morguninn þegar við mætum þá var grasið frosið allstaðar í kringum brautina og brautin bara fucking köld og hann fer út og keyrir nokkra hringi og bara það ekkert grif í brautinni síðan kemur stóri flokkurinn pro-flokkurinn og keyrir nokkra hringi og þá bæði komin hiti í brautina út af bara öllum bílunum sem við erum búin að keyra og síðan náttúrulega bara byrjaði að hlýna bara í daginn, Þannig að það sem ég held að hafi gerst það sem ég held að hafi gerst að hann reiknaði með ákveðinu gripi sem var orðið svo margfalt meira að þegar hann kastaði bílnum inn þá var hann bara of lágum snúning sko. Bara bjóðst við að hann var í sleið bara Þú veist, ekkert endilega það sem að hefði þú veist, ég nokkuð sem að voru fleiri sem að feilu og þessu sko það voru en þetta var ógeðslega svekkjandi út af því að hann hafði alveg easy geta tekið hann að þannig veist, út af því að mér allavega miða við lítið sem að hann tók og chaseið sem að gæðin sem að Keli var að keyra á móti þú veist, þá hefði þetta alveg verið möguleiki en Keli svo sem klúðraði þarna á einum stað held ég, það sem að hann alveg vissi það, þú veist, hann hefði tapað rönninu sko Já, veist, það er náttúrulega bara eins og það sko Já, þetta er eins og við töluðum líka bara held ég á Instagraminu að veist, þetta er reynsla í reynslubonkan og það er aldrei að vita hvort að verði farið aftur út og þá kannski með annað sjassi eða eitthvað svoleið sko Já, en svona léttir að nótum fyrir þá sem að vissu ekki og fylgdu ekki með þá hélt hann áfram frá Ríga yfir til Ungverjalands og tók þátt í keppni í Ungverjalandi líka sem var svo sem ekki livestream en hann qualifæði þar í öðru sæti og bara hann eiginlega sá eftir að qualifæði í öðru sæti því hann þurfti að fara í podcast í Ungverjalandi og hann var mjög stressaður podcast? Já, var mjög stressaður yfir því og eitthvað en gekk ógeðslega vel Endaði fjórða sæti, búin að rústa afturendanum á bílnum og brjóta ljós og framstöður á eitthvað og keyrði basically bílinn eins og við vonuðum hann, keyrði hann í Ríga, við vorum að vona hann myndi bara vera að sleikja vegginn og svoleiðis, en hann tók hann að bombaði dekkjavegg og eitthvað svona hann út í Ungverjalandi Kanski að því að þetta var seinasta keppnin og hann vissi að bílinn var á leiðinni heim þannig að fuck it, skilju, það bygglast hann Sko, planið var alltaf þannig að Ríga-keppnin átt að vera þessi keppni þar sem að var bara, þú veist, ef að bílinn lifir af þá fer ég til Ungverjalands, ef að bílinn lifir ekki af þá fer ég ekki Það átt að láta vaða bara þar ég hefði viljað að þetta mentality hefði verið bara með fyrstu keppnina og síðan séð bara til, þú veist, við höfum þarna 2 daga til þess að græja bílinn ef eitthvað hefði komið upp á eftir Poznan og þú veist, ég sagði við Kela bara, þú veist, taktu bara all in og við sjáum bara hvort að við þurfum að gera við afturendan á bílnum eða framendan eða whatever, sjáum bara til við keiftum Bassbar til þess að skiptum og framstöðara og svona og síðan tóku við suðu með okkur út og annað sko þannig að þú veist, það hefði alveg verið hægt að tjastla draslinu saman hvort sem að það litið vel eða ítl út sko en það er bara, þú veist, það er þá bara næst sem að verður tekið eitthvað almennilegt og vonandi þá bara draslið fari ekki of illa Já, en ég meina, þú veist, eins og segir þarna, það hefði kannski verið öðruvísi eða hefði bara látið vaða Já En náttúrulega líka bara, einmitt, þú veist, erfiða brautir og langt frá því sem við höfum hérna heima. Mér sýndist á öllu að brautin í Ungverjalandi væri svona líkust okkar íslensku aðstæðum, bæði hérna bleytan, náttúrulega ég fekk snappa á honum hérna á æfingudegi þegar það var bara rigning og maður hefði, ég fekk hérna snapp á það sem að manneskjan sagði að hún gæti nú labba hraðar beyguna heldur en að bíllinn hjá honum var að fara því að það var svo mikil
bleita í brautinni. Já, þetta var alveg bara ultra slow motion, sko. Já, en það var nú komin einhver þurrkur í braut og eitthvað hana í keppninni, sko. Þannig að það var alveg miklu meira næs og fyrir þá sem að mistu af eða langar að sjá eitthvað frá, þá allavega komið highlight inn á ADHD Instagramið, þann Steppi Spotter, hann búinn að vera að sýna frá keppnunum þar inni og fylgdi honum hann til Ungverjalands og við varum farnir flest allir heim sem voru með honum úti. Guði sé fokkin lof. Þannig að segja þú verið að skrúa. Já, nei, það svo sem ekkert aðalmálið, sko, það bara náttúrulega ég og Keli förum út, sko, viku fyrir það að við förum til Pósnan. Já, og þið geirið við náum lendum í Amsterdam, þaðan keyrum við til Rotterdam og náum í helvítis bílinn í höfnina þar, sem nú bara það stæðsta fokkin höfn sem ég nokkuð tíðan séð, sko. Þú veist, Rotterdam ekkert nema bara höfn. Ok. Og tókuðu bara taxa niður á höfnina, hvernig það? Já, Uber. Já, ok. Já, og svo var bara sendibítinn með kerruna og allt klára bara. Já, við sko, ef ég fer alveg svona aðbyrjun, þá var þetta þannig að daginn áður en við förum, við eigum flug klukkan 5 morgunin. Daginn áður en við förum þá vaknaði maður bara eins og eðlilega og þú veist 8 eða hvort það hefur verið 9 eða eitthvað vann yfir allan daginn og síðan ætlaði ég að leggja mig eitthvað svona fyrir flugið og ég held að ég hafi náð 2 tímum áður en ég þurfti að vakna klukkan 3 til þess að mæta upp á flugvöll eða 2:30 reyndar mæta upp á flugvöll og flogið til Amsterdam ekkert svoði í vélinni og það var farið niður í Rotterdam, náði í bílinn og síðan var gönnað beint til Varsjá. Við vorum komin til Varsjá klukkan 9 morgunin daginn eftir. Og þú var 2 tíma á svefni hana? Já. Nice. Ég viðurkenni að var alveg kaflið þar sem að við vorum báðir að sofna. Þannig að við fórum í leik að gíska hvaða lagahöfundur eða lag væri. Þetta var einstaklega spennandi. Ég verði að taka sigurinn á því ég rústaði Kela. Já, Brittany, sko, hún alveg kláraði þetta fyrir mér, sko. Það nefnilega fyrir þá sem að þekkja hann að þá hann með frekar mjög stíktan tónlistasmekk. Þannig að það getur alveg verið að hann sé ekkert mikið inn í svona venjulegum lögum bara. Nei, þetta var alveg gaman, sko, en hjálpaði alveg til þess að halda sér vakandi, sko. En já, síðan náttúrulega var þetta bara þannig að við komum til Varsjá og förum með bílinn bara beint í geymslu og förum síðan upp á hótel einhverja Airbnb íbúð sem að Keli leigði og þegar við komum þangað þá leggjumst við upp í rúm og sem sagt það byrjað að bora inn í fucking blokkinni sem að, þannig að þú veist, við vorum að reyna að sofna mjög gaman. Vöknum aftur, þú veist, eftir 1,5-2 tíma eða eitthvað, klukkan 12:30 og þá förum við bara eitthvað að finnum okkur eitthvað að éta og eitthvað svona og ráfa Varsjá eitthvað og síðan fer eiginlega bara restina af helginni í það að fara á Driftmaster. Síðan bombuðu við aftur heim. Ég held að það nafnaðislu áður en við förum aftur út. Já. Og síðan þetta náttúrulega bara keisla þú veist, frá því að við komum út og þá getum við förum aftur heim, sko. Já. Þannig að þú veist, ég held að það hafi líka svolítið spilað inn í hvernig Keli var að keyra vegna þess að þú veist, bara fyrri hlutin af þessari ferð þegar við náum í bílinn, þú veist, þetta tók alveg á, sko. Þú veist, vakandi lengi, sofa lítið síðan, þú veist, endalaust eitthvað á ferðinni yfir allan tímanum meðan við vorum úti og já, þú veist þetta ítti alveg undir það að maður átti þess á því að maður ekki eins ungur eins og maður var einu sinni þú veist, maður eitthvað farin að eldast, sko. Já, ég mitt eins og við rætum hérna þegar ég fór norður
vorum að ná í hann X5 þarna eitthvað. Já, það er bara eitt sem er á honum. Já, maður er mitt fann það alveg verulega sko þegar maður var búinn að vera þarna bara alveg, maður brunaði hana eftir og tók allan nóttina og svo landverðarmanótt, maður er alveg bara svona shit hvað maður var búinn á því eftir þetta sko. Og ekki aftur. Jú, ég var alveg til að gera þetta aftur sko. Já. Ég bara, I'm all for it sko, en kannski ekki alveg back to back sko. Ég væri ekki svona bara, ég myndi ekki nenna þessu bara helgi eftir helgi sko. Ég er ekki þar. En eins og núna sko, ég myndi alveg nenna að fara aftur út í sama missjónu við vorum í núna, þú veist, og keyrslan og náttúrulega, þú veist, við keyrum hann saman frá Pólandi og allavega upp til Lettlands bara í einu gói. Já. Straujum í gegnum Litáin og stoppuðum þannig reyndar í einhverju vegasjópa á leiðinni en hérna alveg nokkrum. Já, nokkrum. En hérna þú veist, það hefði alveg verið gaman að taka Litáin, stoppa þar, skoða og eitthvað svona og eitthvað svona, en þetta var náttúrulega svolítið mikil keyrsla bara, en líka alveg fínt að vera bara komin í hérna Lettland og náðum að eyða smá tíma þar bara í ykkur að skoða og kíkja í mólin og eitthvað svona sko. Já. En hérna. Já, og láta hrista sig alveg til og frá einhverjum helvítis hopplöfuhjólum eða þarna. Já. Nei, hvað heitir þetta? Bolt? Já, Bolt. Og það er Bolt hann úti, það er ekki Uber og Hop, það er Bolt hlaupahjól. Og fyrir þá sendi hann að það var Bolt ekki Uber. Já. Í fag. Og fyrir þá sem að ekki vita þá er mjög mikið af götum, sérstaklega í gamla bænum í Lettlandi, að þetta er svona cobblestone eða hvað þetta heitir. Þetta er ekki slétt. Þetta er bara grófar hellur. Já. Bara ógeðslega langt á milli þeirra og þær eru bara ekki í sömu hæð og ég allavega, við fórum á Boltinu hana Bolt-hlaupahjólunum frá mólinu og tilbaka. Já. Og við ætlum að stytta okkur leið yfir svona járnbrautarlest, skilur við, sem er á svona teinum. Já, svona hvað heitir þetta? Sporvagnar. Já, sporvagnar, já, akkurat. Og við ætlum að stytta okkur leið, en sko, þú veist, ok, það er ekkert mál fyrir sporvagnin að keyra á þessu, þegar hann keyrir á litlu ræmunum hana, þessum litlu stálræmum, og svo er bara grófar, ógeðslegar hellur allt í kringum það. Já. Ég er ekki grína sko, ég var komið með fiðring upp í axlir af því að hjóli titraði svo mikið. Pókin hjá mér var alveg að detta af því og það var bara á hjólinu sem ég var á, þá var hraðamælirinn að detta inn og út. Og hérna, en síðan fórum við aftur hérna þegar við fórum á kebabstaðinn hérna. Já. Og þá voru aðeins grófari sko að kötta yfir þess að járnbrauta teina og maður tók alveg eftir að lókalið var nú ekkert alveg ég lánaði með okkur félaga hérna fórmanda eftir okkur dundra yfir einhverja járnbrauta lesta teina hérna og þetta var endur Við vorum rally? Já, á greiðurum. Við fórum allavega ef ég var með nýrnasteina þá voru þeir ekki lengur þarna. Það er alveg nokkur. Nei, við fórum hérna á kebabstaði. Við vorum ekki alveg eins mikið í McDonald's eins og aðrir. Það var helviti oft fari. Já. Við sáum alltaf að snappara með McFlurry. Kelly er mikill styrtamæður MC Steakhouse. En hérna, við fórum í kebab, við byrjum að fara eitthvað kebab og fórum hann inn og það var svona, allt í lagi sko, en þetta var bara indverskur staður sko, basically, af því að þetta voru bara indverjar sem voru að búið til kebab. Já. Þannig að við fórum að googla að finna eitthvað kebabstað þarna í Lettlandi, í Riga og fundum stað sem að, þú veist, við horfum á nafnið og bara, ok, þetta hlýtur að vera gott, af því hann hét bara 24 hour. Þú veist, þetta er bara get basic, bara 24 hour, þú kemur hana, það er mynda kebab. Er ekki alltaf bara í Google Maps og review eða? Já, verður það ekki það? Sko, ef þú ferði í Google Maps og ferði í review á þessum stöðum hana, þá ertu með svona 10 review, 10 til 20 review og þau eru bara, þú veist, getur verið 20 review og 5 stjörnum, ég trúi ekki neitt, sko. Þetta getur verið, þetta er risaborg, sko, þú getur borgað 20 gæðum bara, farið frían kebab og gerir 5 stjörnur hérna, sko. Það var frendans, tengdapapans. Já, en leið og ég fann stað sem er open 24 hour með kebab, ég bara, ok, þetta er gott. Og við brunum hana og þá var stúrindur ekki með. Nei, ég var að láta rauðvínsþinguna renna úr líkamannum. Já, og við förum hana og ég sem mér ringir í mig og ég segi við erum inn á 24 kebab, hann er að kipa hennu með og við förum hana, þetta var ég, Lexi og Eyvi
Sittum hana og þeir fá kebabinu undan og ég var búin að vera að peppa þá bara þið verðið að koma með mér á annan stað, þið verðið að koma með mér eitthvað og þeir allir að fara að McDonalds og bara, ok, fuck it, kom með þér og ég eitthvað, þetta hlýtur að vera gott setjast þarna niður, þeir fá kebabin, býti hann, ég er bara svona ennþá að býða og Eyvi horfir á mig bara, þú verður ekki fyrir vonbrigðum á þessum kebab sko og svo bara hámar í sig sko og Simmi hringir hana og ég mitt bara, ok, þannig að við bara fórum inn á eitthvað kebabstað eitthvað bara hann að kippa einu með fyrir mig ég bara já, fuck it og við förum tilbaka og við löpum tilbaka 10 mínútur korter frá hótelinu sko og ég fekk, þú veist, kebabin í svona fjólubláum svona skrjáupóka sko sem að, þú veist, lítur út þess að ég að vera að taka upp hundakúk sko. Já, þetta var eiginlega bara svolítið þannig það var svona hundakúkspóki sko. og ég kemur inn á hóteli og læt sem að hafa, hann var samt bara ok, þetta er geggjaði kebab sko, og samt kortir sko sveittur hundapúkskók kebab Já, við vorum að vinna mikið það í Pólandi Þýskalandi Já að fórum við, sko, á sem förum við McDonalds, það bara nei að fann ég bara einhver kebabstað það var alltaf miklu ódýrara og betra heldur en einhver McDonalds Það reyndar sko eins og í Pólandi þá bara, þú veist, mér langar ekkert að fara á McDonalds Max Burger hins vegar það er fucking gott það er bara Pólandi líka Já, það er svipað dýrt en bara 10 sinnum betra sko. Ég farið á Max Burger í Svíþjóð það var Já, hann er það sami Það er samfyrirtæki Það var eitthvað, við fundum svo sem Max Burger í Lettlandi líka nema hann hétt Hesburger og það var einhver vel útdjammaður einstaklingur sem að að Marek vinur Marek, já hann heilsaði þarna upp á okkur alveg Hann byrjaði að taka vídeo af þér Já, ég veit ekki Tók síma sinni upp og byrjaði að taka vídeo af Simma og við erum eitthvað að horfa á hann og hann bara eitthvað svona eitthvað, svo labbar hann upp á Simma og eitthvað What you do og Simmi segir við hann bara I don't understand og hann segir eitthvað What you do og hann bara I don't understand you og hann bara brjálæst bara I am talking English blöð ég bara klikkaðist út í Simma hann skildi hann ekki sko Þetta var ekki eðlilega fyndið og síðan allt í hennu byrjaði hann að biðjast afsökunar og bara við varum sko vinir og Marek og síðan, þú veist, ég veit ekki hvað var í gangi þarna, ég bara býð eftir matnum mínum sko. Þetta var alveg steipa hann sko. Og svo var þetta ekki eins og næs, þetta var ekki Max Burger Nei, þetta var svona ég ætla að segja viss version af Max Burger Já, þetta var ekki næs Þetta náði ekki AliExpress og alls ekki Temu standard sko. Þannig að já, þetta var við fórum á þegar við ætluðum ekki, við vorum að fara með á leiðinni vorum að leiðinni til Lettlands við vorum að leggja stað til Lettlands þá voru allir eitthvað svona, förum eitthvað að fá okkur að borða ætluðum að fara á McDonalds og ég sendi bara, allir til í Max Burger innan frekar, bara já, fuck it, fórum þar og sko, já, þú segir að þú hefur pröfað Max Burger Í Svíþjóð Já, og hvernig fannst Í Stockholm, mjög gott sko Já Miklu betur en Við fórum í Max Burger sko Meiri sé að gamli feiti Bítrikverinn var ánæður sko Það er erfitt að gera hann ánæðan sko Hann er maður með háan standard þegar það kemur á hamborgara sko Hann var ekki sáttur í McDonalds Nei, hann reyndi að senda inn einhverja mynd af einhverjum borgara í Lettlandi eftir að við komum hongað Já, Smassburgerinn hann Já, hann snarfokki lúkaði Sko, já, hann sagði að þetta var besti Smassburger sem hann hefði fengið á ævinni eða allavega hann úti og við vorum bara, já, þurfum að fara að prófa þetta maður og hann bara, já, ég tók bara einhvern lítinn göngutúr í morgun og fann einhvern hamborgar á stað og þetta var bara geðvikt og við bara, já, ok og svo setti ég þetta inn í Maps og við bara, já, ok, þetta er 45 mínútur í burtu, bara hvert varst þú að lappi það var ekki eðlilega að fyndið, sko Við vorum ekki að vinna með í Pólandi núna í sumar, Ultris og það að við vonum með marga pólverjar sem voru með okkur hérna sko. og við sögum rúið að við erum í Pólandi, þið verður bara að redda þessu og við treystum ykkur við okkur er gott, ekta pólska mat við fórum að veitingastað eftir Ultris nei, við vorum í go-kart go-kart, svo fórum við, go-kart svo bara æðið fyrir við þetta finnum ekki að fast eitthvað svona pólskan stað geggjað sko, bara ekta svona pólska matur með snitseliti
Það var sinsel og kartöflur og súrkálaga. Það var alveg geggjað, sko. Hvað heitir Ekta staðurinn sem pólskur að Já, í Pólandi? Whiskey in the Jar Whiskey in the Jar, hann Það er geggjaður. er fokkin styrla Við fórum tvisvar á hann meðan við vorum þegar við fórum fyrri ferðina þá fórum við tvisvar og við fórum líka tvisvar þegar við vorum Við í fórum Boston. tvisvar núna, já. gott. Við fórum á hann, fórum á hann núna og svo fórum við aftur þegar pappa skil átti ammæli. Já. Rúnar, Mr. Rúnar. Mr. Rúnar Þegar hann átti ammæli, þá fórum við þangað og það var bara geggjað staður, sko. Já, Þjóknin var bara búin að setjast hliðin á okkur og... Já, hún var eitthvað driftpía og eitthvað svona Það er mjög gaman að vitleysun í öllum íslensku fáutunum og Já, hún átti E36 held ég minni mig. Já. Fór að sína okkur hann og eitthvað. eitthvað svoleiðis og Það var geggjað. Já, þetta var svaka stuð, sko Hérna Ég var tekinn á löggunni á leiðinu okkar. Nei? Jú, Já, það ekki aðeins. herru Fucking hell, man. Þú sagt það? Sko, nei, Keli sendir Jú, ég fekk sagt Sko, Keli sendir, við erum að fara hérna á Whiskey in the Jar og það voru 2 Whiskey in the Jar í Poznan. Þetta er svona chain restaurant. Já. Til alls staðar. Svona, Þetta er á Þetta er eiginlega þeirra McDonald's. Nei, þetta er þeirra America Style, skilur Já, eins og Fridays eða eitthvað. Já, og nema þetta var geðið eitthvað, sko. Og við setjum í maps bara Whiskey in the Jar, ok, þeir eru báðir inn í Poznan. Við vorum, hótelið okkar var svona út fyrir Poznan, en þú veist, gamla Poznan eins og það er kallað. Ok. Og við erum að keyra hana og við förum eitthvað í bæ og svo eru þið bara, hvað er þið? Við bara erum eitthvað stærinn að nálægt, bara, en þið eru komin lengra og ok, fuck off maður, við erum að skoða snap maps og það passar ekkert hvert við erum að fara og bara við erum að fara í Whiskey in the Jar sem er í mollinu, ekki sem er niður í bæ og ég, frábært. Þannig að við setjum í kortið og bara, ok, kortið segir okkur að keyra hérna og við erum að keyra svo allt í niður, förum að eftir einhverjum bíl og við erum komin á okkur svona hellulagan veg eins og við vorum að tala í Lettlandi og við erum að keyra og svo bíl fyrir frammi, hann beigir til hægri og fyrir frammi bara lögga mig kveikt á bláuljósunum eitthvað bara, þú veist, út í kanti og Jón Þór segir, fara bara áfram, ekki elta hennar bílina, fara bara áfram og ég eitthvað, ok, hlustaði bara á hann fóð beint áfram, löggan stoppaði mig og hún bara, hvert er það að fara? Ég sagði, við erum bara keyra hana, leita bílastæði eða þú veist, við erum að fara á Whiskey in the Jar sem er hérna rétt hjá og mappið bara segja okkur að fara hér og hún bara, já, þið megið ekki keyra á þessum vegi, sko og við eitthvað, akkur ekki þið þurfa að vera með sér skilti í bílnum að ég heima hérna til þess að mega keyra á þessum vegi af því að annars er þetta friðaður vegur og við eitthvað, Það var eitthvað eldgamalt. Já, hún bara, já, það er skilti hérna fyrir aftan sem er svona rauður hringur, það þýðir að þið megið ekki keyra annan veg og við eitthvað, hvað meinar þið? Hún bara, já, það er bara þannig Bara banna rakstur. það er bara bannar rekstur og við, og sko hérna, Þú sást ekki það skildi. nei, ég var bara fylgja GPS Já. ég sýndi henni bara GPS er að segja mér að keyra hérna og hún bara, já, þú mátt ekki keyra hérna og ég bara, herri, ég er á bílalegu bíl og ég er frá Íslandi, sko, og ég veit ekkert hvað þetta er og Lexi fór eitthvað rugl í henni, þetta var eitthvað löggugela og hann fór að segja henni, herðu, skilti hjá ykkur hérna það er bara sama skilti í okkur bannað að leggja, þú veist, þetta var ekki sama skilti skilur en Ég veit alveg en hjá okkur blátt með línu hann bara, þetta er bannað að leggja hjá okkur þetta skilti, þannig við heldum bara að vera bannað að leggja hérna, það mætti ekki keyra og hún eitthvað horfið á okkur og segir bara þú veist, sektin fyrir að keyra á þessum veg er 5.000 sloti sem er 160 skall eða eitthvað Nei. 200 já, ok, akkurat Samt hellingur. meira, það er fullt og hérna já, og við vorum bara eitthvað frábært, bara eitthvað geðveikt hásekt fyrir að keyra þessum vegi og hún bara eitthvað hérna, að því að þið eru bara túristar og þið verður bara fara hérna og beint út af þessum vegi og eitthvað að þá getum við lækkað þetta eitthvað niður í þetta mikið sloti eitthvað og ég bara, en þú eru að borga það bara núna með korti að því úr túristi, við getum ekki sendið það heim og þú verður bara að borga þetta núna og ég bara eitthvað, fuck, ok, bara ekkert mál, skilur, og ég ætlaði eitthvað svona, þú veist, ég var eitthvað svona að fara að reyna eitthvað að bull í þeim og reyna að fá til að lækja þetta á eitthvað og svo bara fara þær hjá bílnum og við erum svona eitthvað allum að fara að bull í þeim og það lappa svona 4 löggur fram hjá okkur bara með hríðskotabissur í einhverjum svona galla og við, bara, ok, við erum okkur staða sem við megum alls ekki vera þannig að við bara, heyrðu, við hérna
við byggðum eftir þeim og þær fór inn í bíl með ökuskírteinið mitt og voru fáránlega lengi inn í bíl og svo kemur að labbað út með posan með einhverju tölu, ég borga og svo horfi ég bara í símanum mínu walletið bara 3 og 5 þá lækka hún sektina niður í 3 og 5 íslenskar. Það voru 5.000 slotti í 100. Já. Ég get lofaði því að 5.000 slotti var kjaftaði. Hún var bara bullið og hræðið, sko. Það gæti alveg verið. Alveg og bara, já, það er eitthvað túristar. Ég myndi að gera líka verðleika, Það gæti alveg verið, sko. Þú borgar og keyrði burtu, þá voru þær skellin hægindi bílnum bara, Það gæti sást verið, sko. andlitið að svara, það var bara... Ég vissi, andlitið mitt var ekkert af því að þegar hún sagði mig bara, þetta er 5 sloti, ég var bara, hvað ætli það sé mikið? Og þetta er, ég var Þú hugsa bara, já, það var þetta er Red Bull. Það besta við það, þessi 3.500 kall er alveg þess virði að eiga þess að sögu í bankanum, sko. Já, það var alveg þess virði og það finnast að við þetta var eiginlega bara það að allan tíman voru þeir bara, eru þið ekki að verða komnir, þú veist, hvað er í gangi? Þá voru þeir bara búin að sita bara inn á staðinum, viskiðundjar, sátu þar inni bara, já, það ætlaði að vera að panta eitthvað, nei, við erum að býja eftir fáiðunum, þú veist, Já, þú er bara að vera sektar af sérsveitinni. Já, við komum, ég man ekki hvort að þið voru örugglega búin að vera hann í 10, 15, 20 Nei, við mínútur. vorum búin að vera í hálftíma. Pældi ég búin að sitja inn á staðinum og býða bara. Já, sko, við náttúrulega þrættum þetta fokki molla þarna út af því að Keli eitthvað, þetta er þarna og við eitthvað, ætlum við eigum að fara inn í mollið eða löbbuðum eitthvað inn í mollið og bara eitthvað, hei, við eigum ekki að vera hér og jú, þá áttum við að fara upp á eitthvað svona þetta var þak á einhver húsi en síðan var annað þak sem var herra einhver staðar annar staðar sem var líka svona veitingastaða dæmi sem að þið mitt fóruð á. Þetta var einmitt, já, þetta var fáralegt sko, ef við tökum sko hvernig þetta var uppbyggt, þetta voru 2 moll hlið við hlið búið að tengja þau saman nema gamla mollið, það var byggt bílastæði hús ofan á það, þannig að þú varst með sko 1., 2. og 3. hæð af búðum og svo varstu með 4., 5. og 7. hæð bílastæði. Molli við hliðina Molli við hliðina var öfugt, þá varstu með sko 1., 2. og 3. hæða bílastæði og svo varstu með mollið 4., 5., 7., 7. þú veist og það var hærra upp heldur en hitt mollið. En samtengingin var á hæð 2 eða eitthvað, skiljur, þannig að hjá þeim var það, þú veist, þeir voru að koma út í bílakjallaranum og hjá okkur voru við bara í miðjum búðunum og þeir voru bara, við erum upp á þaki og ég eitthvað, hvað meinar við? Við vorum í þessu stóramóli, þá fóru þeir í hittmóli og við fórum í hittmólið, skiljur, þannig að þeir voru bara, við erum upp á þaki og við eitthvað, hvað meinar við? Fórum upp á þak og þar var fullt af matstöðum, þannig að við vorum bara, ok, þeir eru eitthvað staðar hér og þeir bara, já, við erum úti á okkur svölum, Jón Þór, hérna, hleypur áfram, opnar einhverja hurð bara út í einhverju neyðarútgang bara upp á einhverju skítu og neyðasvalir og allir sem að voru, það var enginn að borða þarna, það var bara allir að horfa okkur bara hvað eru þið að fara, skilur það var bara já, það endaði með því sko að við hringdum í Steppa og við vorum með sko live location hjá okkur öðrum bara, hann bara, hvar eru þið? Molli er bak við okkur, við bara, nei, við erum inn í mollinu hann bara, þetta er svona stórt moll við erum inn í stóru molli og svo kom hann labbandi til okkar fann okkur og var bara ok, þetta er risamól, við vorum bara inn í ykkur stóru móli, þið eru inn í ykkur risamóli, bara hvað er að gerast hérna? Þetta fyndi, það er bara, hvað er þið að 3. hæð? Við erum líka 3. hæð. Já. Bara, hjá okkur er bara búð, við erum bara í bílastæði. Þetta var fáránlegt, sko. Þetta var samt svo gott, sko, þetta undirstrikaði svo mikið að það hefði allir átt að vera í ADHD-bólum annars. Já. En við finnst við tókum sko daginn eftir, þá fórum við í Poznan í þetta mól og við í alvörunni löbbuðum í gamla mólið og tókum allar hæðirnar, fórum í allar hæðirnar í bílastæðahúsinu, fórum svo niður í hitt mólið og fórum allar hæðirnar og vorum bara, þetta meika svo fullkomin sens núna af hverju við vorum svona mindfucked. Fóruð þið bara til að koma á staði hvað fór úrskeiðis? Já, og skoða basically að nýji hlutin á mólinu var, þú veist, með bílastæðanum niðri og eitthvað, þar voru svona merkjaveru búðir og allt svona miklu dýrara, þar var bara Ferrari og einhverju geggjaði bílar í kjallaranum, svo fóðum maður hinum einn og þá voru kjallararnir uppi og sem voru ekki eins og kjallarar, það var bara bílastæðahús og við fórum á efstu hæðina og við erum svona, þetta er svona einmitt, old school Pólland, þar var verið að gefa start
og einhver gæi búinn að tjakka bílinn sinni upp og okkur síndist öll hann var að skipta öxulhúsi við erum svona það var Volkswagen Passat A6 Audi og við svona, já, ok, þetta var ógeðslega mikið svona eins og nýju og gamli hlutin á Smáratorg kjallaranum, skilju, þar sem fólk var inn í Smáratorg eitthvað laga bíli sinni stjættaskipt já, en samt var þetta sama mollið, sko, það bara öðrum meginn voru gamli búðnar og hinum meginn voru dýru búðnar, eitthvað svona en þetta var rosa fyndi að það munaði bara þessu litla útisvæði sem að var bara samtenging, skilur, aðná milli sem að, þú veist, og þetta var það lítið, fattur, þú getur ekki einu sinni hugsað þér eins og hefur verið að koma úr bíón í Smáratorgi og verið að lappa inn í turnin, þú veist, þetta var miklu minna, skilur, þetta var bara miklu minna svæði sem var bara svona eitthvað pínu útisvæði og það skipti þessu niður í tvent, bara aðná milli, sko. En þetta var fyndið, ég borgaði þarna 3 og 5 og ég eitthvað að brjála löggugelu sem að Lexi hann ætlaði að reyna við hana til að reyna að ná sektinni niður en það einhvern veginn feilaði svolítið að því að það vildi ekki tala við hann aftur í það vildi bara ég myndi bara borga þessa sekt hana og ég mætti ekki keyra á þessu vegi en það fyndna við það, svo var ég bara ok, hvert á ég þá að keyra? Bara eitthvert, ég veit ekki, já, þú farið bara áfram og út af hellum. Töluðu það bara góða ensku, eða? Já, það töluðu alveg fína ensku. Já, allavega önnur þeirra talaði fína ensku, að mér minnir, sko. Við vorum bara að reyna að komast að borða, við vorum mjög svangir, sko. Það segir bara, við endum í Þýsklandi, manstu. Við vorum á leiðin á steikhúsið þarna. Við vorum á leiðinni, sko, frá Nürburgring. Til Stuttgart. Og við stoppum á songuleginu og við erum búin að fá nóg af kebab og McDonalds þannig að þeir fundu eitthvað steikhús það er ekki bara nóg kebab nei, og við fundum eitthvað flott steikhús og við vorum á autobahn, sko ég bara strákar, er þetta á leiðinni það? Þeir bara, já svo bara, ok, eltum við þá keyri út á autobahnið á Svartmaður exit svo bara keyri og ég bara strákar er þetta, og vorum allir groupcall bara í Bluetooth bara strákar, hvað? Þetta er svolítið langt frá svo segir við konuna bara, farðu út úr ít á exit og kíkt á þetta þá var þetta bara einhverja borg bara lengst, bara 20 km frá eða meira frá hraðbrautinni í öfuga átt, ég bara strákar eða djóka kemur þessi hérna og bara, já, þetta er worth it bara, ok, fyrir niður í bæ líka gömul borg, þú veist, allt í svona veginn, alveg eins svona það var reynir reka Audín bara stuðar hann í hann svo lár nice. Svo stoppum þeir fundu bílastæðkallar bara í miðbænum það var bara lestastöð fyrir svona hvað heitir þetta? Götu lestin hann Sporvagn, já og undir það er bara langsund, bara risa bílastæðkallari fyrir miðbæin þar þetta er svona friðaðu miðbær og við ok, það er maps að segja mér að fara bara koma svona gattamót þá getur þú farið til byggingin, glerbyggingin stoppastöð og getur þú farið til vinstra hægri skilur svona deilist og ég segi við reynir bara, hörðu, hvert er við að fara? Hann er að segja okkur að fara bara hægri hann bara, jú, við fyrir hægri bara það segir maps segir það keyrir á stað inn á hægri megin og allir sem eru það er bara kl. 5 eða eitthvað, sól úti allir að horfa á okkur eins og sem fá þetta, sko bara allir sem eru labbandi, bara eins og sem bara bjánar og ég bara horfum bara engi bílar það var nóg umferði í hinagutuna, sko bara engi bílar ég bara, við megum ekki verða, held ég kemur ekki strætó á móti svo keyrum við út og ég líti í speilin og það stóð, bannar akstur og svo bara mynda strætó ég bara, já, herðu við máttum ekki verða strætóbílstinn horfir á okkur, flauta á okkur og eitthvað þannig að þið voru á strætóakurinn. Já, sennilega, svo var löggubíl á hotinu og horfði bara á okkur, við bara byggðum inn í planið þannig held okkur ekkert, sko Já, við fórum einmitt á hann strætóakurinn líka í Lettlandi þegar við komum hjá hótelinu. Já, þannig að þegar við vorum með á trafíknu með kerfinu og allt það. Sko það besta við það þegar við komum á hótelið, bara flott og þeir segja við okkur, herri, bílastæði fyrir aftan þeir eru að fara hérna. Við keyrum áfram og við vorum að elta steppa, já, og þeir fara eina beygju of snemma og svo beygju of langt, já,
og við keyrum inn á og það svona mitt cobblestone hellur nema við erum með bílakerru aftan í með sliskjum, þannig að þegar við byrjum að keyra á þessu þá bara og Simmi lítur á klukkuna í bílnum og það er bara já, það er ekki svo klukkan sé hérna 2:30 já, verða 2:30, hún er bara 2:30 djöðlega ókýslegt og ég sagði já, og ég sagði við vorum nýkomni til Lettlands, við keyrðum náttúrulega bara alla nóttina bara beint þangað og ég sagði, Simmi, við fórum yfir landamærin á hann sko, klukkan í bílnum er klukkutíma vitlaus, hún er 3:30 og við bara förum hann eitthvað inn í endum inn í einhverju botgötu, við þurfum að snúa við, keyra aftur tilbaka. Sko, göturnar í Lettlandi eru ekki, þetta eru ekki hraðbrautir, skilur þessar inngötur hana. Við vorum á traffík með, náttúrulega eins og hann sagði, með kerru, bílakerru. Það var ekkert hlaupið að því og það var ekkert hlaupið að því að snúa við þarna. Nei. Það er svona þrönga borg, bara allt í hægt. Já, og síðan snúum við þarna og finnum loksins þetta fucking bílastæði á endanum og þetta var ekkert eðlilega. Sko, við þurftum að því að það mátti bara fara aðra leið. Já, alveg rétt, þannig að við þveruðum götu sem við mátti ekki. En þurftum samt að fara sko yfir ykkur brú inn í eitthvað annað hverfi. Þarf að vera að malbygga, þannig við þurftum að fara gegnum annað íbúðahverfi með svona cobblestone. Og það var svona eins og keyri miðbæ Reykjavíkur, það var valla göngustígur sikkur megin og við vorum bara við gluggana hjá okkur liði, klukkan 3:30 bara og Simmi horfir hann á einu stað þegar áður við þurfum að taka uppi og snúa við, þá horfir hann og segir bara sorry Palli, gæti verið að ég segja að fara að reka kerruna hérna niður svo bara keyrum við einhverja fjall af fucking hraðendrun og kerruna bara í göttuna lætin sem að komu þá bara svona, jæja, þarna vaknaði restin af ríkan það var hræðilegt og svo keyrum við eitthvað og erum að koma á bílastæðinu og þá er eitthvað hlið og bara já, þetta hlið er ekki opið, þið þurfum að fara öðru megin að, þannig að við þurftum að fara aftur yfir þessa hraðendrun en þá röraði Simmi bara upp á gangstjett til að rústa ekki kerrunni þetta var bara eitthvað algjör þvæla sko, og svo komum við aðeins í bílastæði og þá er þetta svona bílastæði sem maður þarf að borga fyrir pressasti kall sem hefur nokkuð tíma fyrir fundist á Jarðaríki sem að tóka á mót okkur. Já, við vorum pott hýta vekjan og hann kom að það bara út horfði eitthvað á okkur eitthvað og bara skrifa að vinna það ekki. Jú, og skrifa á brjálæðir yfir að við vorum með kerru hann bara, 2 cars bara, já, þetta eru 2 bílar og svo horfir hann aftur á bendir á sendibílin 1, bendir á kerruna 2 car já, hleyftu okkur bara inn á bílastæði skilur, við erum bara að fara að borga fyrir 2 helits bíla alveg sko við komum hana, klukkan er örgulega 4 þegar við komum hana og við leggjum bara bílum, förum upp á hótel svo vöknum við, förum að fáum okkur að borða röltum eitthvað og svo bara strákar, við erum að fara með bílinn upp á braut, förum að sækjum hann á bílastæðið og við komum, ætlum að keyra út og hann bara, you have to pay bara eitthvað, 2 o'clock you go out 2 o'clock og klukkan, hvað var hún, 8 mínútur yfir 2? Nei, hún var hálf Já, hún var hálf, já, ok, við vorum hálftíma yfir tíman sem við áttum að fara og við vorum að tjekka okkur inn klukkan 4 nóttina, maður hefði haldið að þetta væri allavega 12 tímar eða eitthvað nei, þá var þetta bara til 2 já, bara eitthvað, skipti ekki máli ef þú hefði tjekkað inn klukkan 12 þá hefði bara fengið 2 tíma fyrir þetta þannig að við þurftum að borga fyrir annan dag og hann var ógeðslega pirraður og við vorum bara fyrst, gleymdu við miðanum á hótelinu og bara, do you have ticket? Bara eitthvað, no, I forget, you need ticket og bara eitthvað, ok Sami hverjum? Já, you need ticket og við bara eitthvað ok, we forget ticket in the hotel you need ticket ticket is your freedom við bara, ok, what the hell maður þannig að við vorum bara læstir inn á okkur bílastæði hann enduðum með að fara að sækja miðan og þá var hann mitt eitthvað fúll yfir því að við vorum hálftíma og seinir hann út af eitthvað kjaft þetta var algjör þvæla sko. En síðan seinna skiptið svo lætin ekki vita hvenær tímur er út, það neitt nei, það stóð svo sem á miðanum þú veist, hver lesa þessa fokki miða en það sem var eiginlega betra þegar við komum sko seinna skiptið eftir að við sækjum bílinn eða sem sagt tökum bílinn af brautinu og aftur niður eftir þá var einhver annar kominn
og hann var einmitt að fá heila blóðfall yfir þessu líka ef við varum með 2 bíla og bara eitthvað, shit maður, þú veist, já þetta eru 2 bílar, við erum að fara að tekka okkur inn með 2 bíla og hann var eiginlega ennþá fúlari heldur en hinn, sko Ég skil ekki, maður hefði nú bara rukkarið bíl Ég var að, þetta er bara eins og langur bíl Já, þetta var spennandi Það væri gaman að fara á limminu og sjá hvað hann myndi segja One car, no You park somewhere else Það hefur verið eitthvað vesen sko. Já, við sáum nú svona limmu vorum að spáði að keira eftir henni að hvort það verið til sölu fyrir banna Hún var cool Kom með limmu æði Hún var svolítið löng sko. Já, hún var alveg Hún var vel löng Þetta var Lincoln Town Car lima Það ekki? Jú. Hún var bara svolítið löng Hún var lengri liman, ekki svona stutt Já, hún var geggjur cool Ég myndi sá þetta til sölu hvað ég var ekki að skoða svona bensin sem kefti mér svona eiglas Sá ég þetta sölu í Breitlandi á 5.000 pund eða eitthvað Veistu hvað, 800 skall Bara 6 dýra svona bens Langur svart Ég bara shit, ég þarf að köpa þennan palla með þér Sko, þú veist Og með þá 3 bekki sko Ég sá þess að limmiðan úti mitt svona langa og ég hugsaði bara shit hvað mér vantar þetta sko En þú veist Ég hef ekkert við hann að gera sko, bara mér langaði í hana þegar ég sá hana. Hún var úrslega cool, eitthvað hvít með fullt af ljósum utan á og eitthvað, þú veist, hún var bara töffana skilur ég var ekki búin að sofa nýtt. Það er bara þannig. Það er svo simmi með glansið hlutina. Já, akkurat. Palli með eitthvað limmublæti hérna. Já, ég veit ekki takk fyrir. Ég veit takk fyrir sko. Er það ekki bara svolítið þannig að við erum allir veikir á okkar eigin hátt? Já, samt fyrir sama hlutin. Samt fyrir sama hlutina. Já, vissulega sko. Þetta er alveg, já. Ég fæ svona stundaræði sko. Það sem ég er bara svona, ég verð að fá þetta núna. Það var svolítið með í 4 sko. Ég átti náttúrulega Tesluna hana og var alltaf að keyra á henni og svo var ég bara, þessi i4 M50 sem voru að byrja að selja núna eru fucking klikkaði maður. Ég var ég ætla að fá mig svolítið og svo bara eitthvað var ég búin að segja eitthvað svona, það er spáðina i4 M50 bílnum eitthvað. Það er bara geggjaðir og svo var ég eitthvað svona bara pæli í því, bara ok það kostaði náttúrulega bara miklu meira heldur en Teslan sko. Ég held að það hafi verið 2 vikur sem að ég var eitthvað að pæli í honum þannig að ég var bara ok, fuck it, seldi Tesluna og fór og fekk mig svona. Ég er þannig með windribítara eins og ég var bara með Duster-æði svo var ég með eitthvað afturdrifist æði þá skipti hann með eitthvað Kíu og svo bara, nú er ég fast með þessa Kíu maður, ég veit ekki með hann að gera svo skipti hann með eitthvað Benz Gæði var sko nokkuð sem er afturdrifin bíl Gæði var að lofsyngja Duster í síðasta eða þar síðasta podcasti vorum að tala um eitthvað á vindribítar ég var að hlusta á podcast Ég er ekki búin að selja hann Duster strax Ég er ekki búin að skipta skoðun sko, Duster eru ennþá geggjaði bílar Já, okkur seldir hann þá strax Því mér langar ekki afturrið Það fengi stundum Ég var að horfa á driftu Ég var að horfa á TMP Ég bara Mér vandur ekki afturrið í veitur Ándjóks Og að meðan Kili var að keyra Þá lýsi ég Dusterinn til sölu Því mér langar ekki afturrið Já Herðu Það er komið ekki afturrið núna Eigum að tala um ákveðin bar sem við fórum á þarna út í Lettlandi Processið á því að komast inn á þann stað Nú verður það að segja mér frá Ég veit ekki neitt Sko, allavega, við förum inn á stað sem er svona Já, þú veist, þetta er meira fyrir samkynhneigt fólk heldur en straight fólk Bara kíki Já, svona kíki í Lettlandi nema sko, þetta er náttúrulega svolítið þannig þarna úti að það er ekkert vel hort á samkynhneigð Nei Og Ekki að það er austur-Európu Nei, og við förum við finnum það var nú svo sem bara út af því að einn ákveðin aðeil í hópnum er samkynhneigður og það var bara svona, já, við verðum að styðja kallinn í þessu Hvaða pallið það? Það hefði nú mátt halda það hvað skemmtir sér vel þarna Ég fíla hóma bara í Það er alltaf stemning þar Alltaf stemning Þeir kunna djamma sko Akkurat Þeir kunna fucking djamma Þetta var samt svo fyndið út af því að þegar við komum að þessum stað þá er bara svona stálhurð alveg massa stálhurð og bara svona eldvarnarhurð Já og það er engin snerill eða hurðarhúnn eða neitt á þessari hurð á utanverðu við eitthvað
þessi staður lokaður eða hvað er málið? Síðan kemur einhver annar gaur þarna og hann lappar upp stigan að hurðinni, dinglar einhverjir bjöllu og þá er opnað svona lítið rifa og hann er spurður hvort að hann viti hvernig bara þetta er og jari og þá er hann hleypt inn. Við eitthvað, hvað er að okkur frétta maður? Herðu, við gerum þetta líka og við förum hann inn og það má ekki gleymast að þegar þú dinglaðir þá heyrðist svona í svona 16 lásum. Já. Og við förum inn á þennan stað og þetta var alveg skemmtilega staður, ég skal alveg viðurkenna það, en þetta var alveg óhugavert að fara á. Það var ekki eins og bíómynd, bara gluggi á augum bara. Já, ligguðu, sko. Þau þurftu eiginlega að fjárfesta sér í svoleiðis græju, sko. Við fórum hann daginn eftir, á meðan vorum að bíða eftir að opna þetta var sérst bara svona bar og svo klukkan 12 eitthvað þá opnaði svona inn í bakherbyggjar sem var bara reif, bara svona disco reif. Og við fórum hann aftur seinni daginn og þá mitt dinglaði og gæinn opnaði og hann horfði bara á okkur og við bara, ég man ekki, við vorum 8-9 manns eða eitthvað, þú veist, fleiri jável. Horfði á okkur bara, are you okay with this bar? Ég bara, yes. Do you know what bar this is? Yes. Okay. You know it's different. But yes, we know. We were here yesterday. Okay, you can come. Já, kannski það er alveg sennilega ástæða fyrir því að þeir eru svona passasamir. Já. Þú veist, það er bara, Já, þetta var alveg ég viðurkenni það alveg, sko. Mér hefur aldrei liðið jafn mikið eins og skvísu, sko, vegna þess að þú veist, þegar maður er að fá fría drykki hægri vinstri, þú veist, þetta alveg svona, mann líður eins og maður sé sérstakur Ég er einu sem ég færi á svona bar og viðurkenni það að þeir kunna að djamma, sko. Já, alltaf stemningan á mér. Þetta var einmitt mjög fyndið, sko, þegar við komum síðan upp á hótel og hringi í konuna, sko, náttúrulega 3 tímum eftir okkur og ég er að útskýra þetta fyrir henni og þú veist, ég drekk rosa sjaldan, sko, þú veist, fyrir þessa ferð þá var ég sennilega fullur seinast svona fyrir 2, 3, 4 árum, jafnvel, sko. Okay. Og ég hringi konuna og ég er alveg bara vel fullur og hún eitthvað, já, hvað var gaman ykkur í kvöld? Já, við vorum með náttúrulega hommabar og þetta var að gega. Við vorum að vera, já, hvað er jóki? Það var ógeðslega gott, Arnar Keifmann móðgaði einhvern homma sem var að vinna hana. Hann var í skyrtu og hann segir eitthvað við hann, eitthvað this is shit eða eitthvað og gæðin bara eitthvað it's a ugly shirt, mine are much better sem hann senur og svo sagði svo sagði hann í bara svona, no, I'm just joking, I have a clothing brand in Iceland, we sell this og þá voru einhverjir í Keifmann skyrtum og og gæðin sko, ég held að vera að grínast þegar ég horfði á þetta en fyrir þá sem er að horfa á vídeóið þá hann tekur svona skyrtuna og bara svona rífur hann af sér og bara svona slæta sér einhvern veginn úr henni og hann rauk á bakvið og ég var bara svona, já, ok, þú veist, hann er að fara að koma í einhverju annari skyrtu sem flottar eða eitthvað hann kom cirka bara 10 mínútum korteri seinna ef ég á ekki að íkja með kísugrímu og rauðan varalind í svona leðurharnesi bara sem, hann var bara nýr persónuleiki, Arnar móðgaði hann í nýjan persónuleika og það besta við það var að þetta var rétt fyrir keppni hjá Kela og fyrir þá sem hafa ekki lesið aftan á bílinn hjá Kela þá er slagur þar sem er ekkert kel, bara kísa, þannig að auðvitað var ég að taka selfie með þessum kísuhomma og senda Kela, ekkert kel, bara kísa morgunin, þannig að þegar hann myndi vakna þá sá hann, en þetta var ekki dægilega að fyndi, sko, hann móðgaði hann bara í nýjan persónuleika, sko. Nei, sko, en ég meina mætti gæinn bara í bara einhver fettisút. Já, það var, sko,
Það var mátunar, eða svona changing room. Já, nei, sko, þau kölluðu þetta ekki changing room, heldur dressing room. Dressing room. Og, sko, það komu gæjar þarna inn, bara eðlilega klæddir, komu síðan þaðan út bara í einhverju drægi. Og þetta var, eins og ég segi, þú veist, þetta var alveg áhugavert, sko, þetta var mjög fyndið, sko. Við mitt hérna, það var einn gæji sem var svona 2 metrar á hæð. 2? Hann hefur verið svona 14. Nei, já, veist, þetta myndi mig á ljósastöð, sko. Það er náttúrulega já, þú veist, háhæluðu skónum, þá var hann bara, hann stóð við hliðina á DJ. Já, píunni þarna. Og hún var upp á sviði. Já, hann var hærri. Hann var samt hærri. Þetta var rugl. Þetta var ógeðislega fyndið. Þetta var gaman, þetta var fjör. Þarna komst maður vel að því að Lexi félag okkar, hann er alveg einstaklega góður í því að vera svona universal. Já. Hann passar einhvern veginn allstaðarinn. Við vorum á karaoke í stað þarna einhvern tímann fyrir vikuna og hann bara passaði svona hrikalega vel þar inn. Það var náttúrulega ekkit eðlilega næs að þessi karaoke staðar var þannig að þú fórst bara skrifaði nafn á blað og þú fórst í einhverja tölvu til að sjá hvaða lög þeir voru með og svo skrifaði nafn á blað og settir það bara til DJ-in. Og ég náttúrulega fer hana og að skoða lögin og svo bara setjum við eitthvað, ég man ekki eins og hvaða lag, setjum það bara Lexi, setja hann á borðið og svo bara hann eitthvað gæla að syngja hann sem að, þú veist. Já, tösum hann. Já, ræðileg sko, var ræðileg. Ég kallaði hana drottningu flíspeysu mömmuna í Breiðholtinu, Breiðholtsmömmunar eða eitthvað, þetta var mjög fyndið sko, en það besta við þá píu sko var það, hún söng ekki vel það sem hún söng af laginu. Já, hún stóð einhvern veginn bara upp á sviðinu, ofurölvi og var að lesa textan og svo söng hún svona einu sinni einhvern part, en allavega, og svo kemur bara DJ-in og next song we have Lexi og hann horfir okkur bara að strákar hefur vangjumnir og við bara go, bara Lexi, go enda með að hann fer upp á svið og byrjar að taka karaoke og koma honum í gýrin. Hann var búinn að rífa sig úr og ofan og svo. Sko, já, eins og ég segi, Lexi, við komumst að því að Lexi er rosalega universal, sko. Hann passar bara inn einhvern veginn, þú veist, það er hægt að láta hann passa inn allstaðar, sko. Og það var ekkert öðru sér inn á þessum homobar, sko, þetta var ekkert eðlilega fyndið vegna þess að hann var alveg að fíla sig í botnana. Var alveg með dansmúin á hreinu og það voru einhverjir Tævanar að reyna við hann og þetta var alveg geggjað, sko. Sko, já, það var, við fórum síðan morgunin eftir, hann var, þessi Tævanari mitt, voru búin að reyna við hann og... Já, það var einn hann sem að, hann sleikt á hann í magan og alveg upp á bringu eða eitthvað. Það var... Já, það þurfa bara allir að heyra það. Hann núna heima að hlusta á þetta bara strákar. Hvað Þetta er samt ekki af slæmt og vídeón sem við eigum, sko. Já. Við ætlum nú ekki að fara að deila því, sko. Herri, Nóver, þú setur svona overplay. Við fórum, sem sagt, svo bara búið, farnir heim, bara morgunin eftir, bara ógsta kósi. Og við vorum sérst á hóteli sem heitir Riverside Spa Hotel, þannig að það var, þú veist, bara spa. Og ég og Eyvi draugum Lexa með okkur í spa. Lexi er ekki svona típa til þess að vera að chilla, hann er rosa ofirkur. Hann víbrar ef hann er kjur. Og við draugum hann með okkur í spaðið og hann bara strákar, ég er ekki sem með sundskil eða neitt maður og við bara farið bara nærbúksunum með núni maður, bóksin nærbúksunum er flott, bara farið hreinar, við viljum ekki fá eitthvað lit í laugina en og við förum hann niður og við setjum í einhverju svona búblubekkjum og eitthvað. Herru, kom ekki helvitist Tævanarnir sem að voru á barnum, þá voru við með okkur á hóteli og Lexi bara, nei, anskotin, ég get ekki látið að sjá mig, sko. Og við bara, jú, þetta er allt í lagi, maður. Hann bara, þessi gæði sleikt á mig bringun í gær, við bara, ha? Ertu hvað? Bara, ok. Nema, hann eitthvað, já, ok, stráka, ég verð að fara upp úr. Nema, sko, ég held að allir hérna hafi, sko, þeir voru hjá stiganum til að fara upp úr og hún er fast ógeðslega vandrarlegt. Þannig að hann fer bara, svona, það sem að
baðskloppanir okkar eru þar og ég held að allir hafi farið einhvern tímann upp úr sundlaug þar sem það er bara svona hald í bakkan og hoppa og spinna sig en hann náttúrulega var ekki sundskýlu heldur nærbuxum og þegar hann fyrir upp úr þá kemur hann bara vassljóð og náttúrulega þegar maður hefur verið í þannig fötum þá viti það að nærbuxunar svona svolítið svona sogast upp að og þrengjast svona upp á manni og lætin í honum við að fara upp úr það var eiginlega bara let alla horfa á hann frekar heldur en hann hafi bara labbað fram hjá þeim í gegnum stigann þannig að hann var frekar lítill í sér þegar hann var að labba hann upp úr það var svolítið fyndið hann var svona cirka 30 cm á hæð kannski Já, við lögum það samt aðna kvöldi þegar við vorum búin að dæli hann skotum til þess að fá fleiri lög á homabarnum Já, það var Spotify DJ Voru þið fasta kúrur hana? Við fórum tvisvar DJ var bara Spotify DJ og þú gæst bara keifti skot þá fyrstu að velja lag þannig að við vorum alltaf að setja ykkur íslensk lög á Það voru allir bara í barnið bara, hvað er í gang? Öllum alveg sama Já, Ekki pæla neitt maður það var þarna það var Muscle Club og eitthvað Já, síðan settu á country-lagi þarna hvað heitir það þarna það sem hann gæin er bókstala að syngja brjóst, sko ég man ekki hvað það var Það er svona pínu óveðend inn á svona stað, sko, þar sem að kallmaður er að syngja brjóst Jú, það er fínt að því enginn skilur þetta Þetta var country, sko Var það ennsku? Já Er það svona íslenskt? Nei ok Já, kannski Þetta var mjög fyndur Nei, þeir eru húmormæð Já, þú veist, það var öllum drullu saman, sko En þú veist, þetta er voða fínt fólk, sko, ég segi það ekki bara, ég hef ekkert á móti samkynniðu fólki, sko Nei, alls ekki það er djamma svona vel Nei, síðan var reyndar ógeðslega að fyndið þarna seinni daginn, þá sem sagt setjumst bara niður og eitthvað og þá var náttúrulega laugardagskvöld Við vorum hann á föstudegi fyrst, sko og laugardagskvöldin eru greinilega grimmari, sko og við erum búin að sitja þetta kannski í 5 mínútur þegar einhver frá Þýskalandi ef ég skildi hann rétt með svakalega mikinn þýskan hreim og alveg flaming, sko og með, þú veist, alla þess að svona, þú veist svona stereotypu hommi og þetta var ekkert eðlilega fyndið það sem að var að reyna að fá alla til þess að koma með sér á barinn og eitthvað svona og maður bara nei, ég er góður, sko Já en þetta var alveg stuð, sko Þetta er fjör ég ætla að koma inn því að við erum að tala að vera úti og úti í raskati og alls konar Við skrifum hérna að þú bjóst út í raskati Ég? Já, þú ert einhvers staðar að austan Já Hvað þú veist, segð okkur hvað varstu lengi hvernig komstu Herðu, ég fættist var þar Hvar var það? Þetta er á Neskaupstað af öllum stöðum í heiminum þá var, þarna er ég fættur upp á Neskaupstað og ég flytt þaðan þegar að ég er 18 þá flytt ég norður Ok Býð þar í smá stund Bara Akureyri alveg Já Akureyri, ég var skammaður Akureyri Freknar kók í bauk og Pilsa og pilsu Pilsu En hérna fór reglulega á Bautan Já, nákvæmlega Já, og síðan flytt ég suður og flytt síðan aftur austur og flytt síðan aftur suður og ég er búin að vera hérna fyrir sunna síðan Ok En já, þú veist, þetta er bara svona fyrir austana, þetta er náttúrulega bara þetta smábæja líf, sko ekkert að gera og þú veist Færðu tilbaka? Nei, alls ekki þú veist þetta er náttúrulega bara þannig að þú rekur við inn í sveit og þú ert búin að drullu á bak inn í bæ, þú veist, þannig virka bara kjaftasögurnar, skilur og það er, þú veist eldur í sinu á ekki breyk í svona kjaftasögur í svona smábæ þú veist, það bara skiptir engu máli hvað þú gerir, það er allir búin að hretta það, sko hjálpar ekki til þegar maður er alveg svart í sauðurinn, sko að, þú veist, alltaf að gera eitthvað af sér og þú veist já, svona er þetta bara
Hvernig var, þú veist, þú varst náttúrulega væntanlega með bíla áhuga á þessum tíma. Já, þú veist, ég hafði áhuga á bílum og var í motocrossi og svoleiði, sko, en það var náttúrulega ekkert nema bara að maður keypti bíl og, þú veist, lagaði hann eitthvað til eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað dittun og dattinn, sko. Það var eiginlega ekkert fyrir í flytingassuður sem að ég fer í, þú veist, það að breyta bílum eitthvað og það er ekki einu sinni það langt síðan að það byrjaði, sko. Kannski miklu meiri menning hér. Já. Með brutina og hittingar og miklu meira fólk í þessu og... Já, þú veist, og eins og þarna fyrir austan, skilur, það er engin staður til þess að vera með svona tæki þarna, sko. Þú veist. Einhver hópar það er ekkert mikið, kannski var nokkrur í hvern bæ sem eru eitthvað. Já, og þú veist, ég kynntist nokkrum strákum þarna fyrir austan sem að, þú veist, hengum mikið saman og út af því að við höfum á einhverjum bílum og eitthvað svona, þú veist, þarna var maður alveg að kapni við einhverju turbo-impressu og einhverju svoleiðis drasli, sko, en þú veist, þetta var bara lífið þá en færi ég tilbaka, nei. Það er líka örugglega, þú veist, erfitt að vera, eins og núna veit ég að félagi minn, eða svo strákur sem ég þekki, var að breyta BMF og, þú veist, ætlaði að fara í drift og eitthvað svona, en býr bara einmitt út í raskati og hann var bara að tala þú veist, og þú stoppar svo oft af því vantar eitthvað og þú þarf bara að panta og býða eftir í einhverja daga og það er ekkert til hana, þannig að þetta er einhvern veginn, þú endar í miklu meira skítfixi heldur en annað út af því að þú ert bara svona að reyna að nota þar sem þú getur. Já, og líka bara, þú veist, það er takmarka til í bænum, skilur, þú veist, þú getur fengið original replacement varahluti, skilur, og eitthvað svoleiðist drasl og það er svona einn hlutur sem þú getur fengið eitthvað svona performance hluti en að öðru leitu þá þarftu náttúrulega hvað sem er að panta þetta allt en það tekur allt, skilur segjum að það taki 4 daga að fá eitthvað frá Evrópu hingað til landsins en síðan tekur sko 2 daga að fá það frá Keflavík og hingað til Reykjavíkur. Ég myndaði hvað þetta er lengið austur á land, sko. Já, nákvæmlega. Þú ert bara komið með aðra löppinun í gröfina og þú færið þetta rastlið sem þú pantaði, sko. En því fyrir mér. Ég er alltaf í panta eitthvað. Leiði fæ trackingnúmer, það hringir strax. DHL, PS, hvað sem það er. FedEx. Segir bara, ég ætla að fá að sækja til Keflavík. Þá bara leiði öll lendir og er tollagreitt. Þá fæ ég að sækja þetta bara upp í skrifstofur Flugvöll. Já, ok. Það var það bara svona, sko. Ég pantaði, hvað var það? Ég pantaði Víbandklemuna, ég mitt. Fyrir hérna Spes Ford OEM klemmu. Frá okkur fyrirtæki. Þetta var sendt frá Kaliforníu á þriðjudegi. Ég var komið með þetta í höndunum á miðvikudegi. Nei, á fimmtudegi, fyrir ekki. Ég veit, þetta hefur einu sinni... Panta á þriðjudegi, fyrir hádegi fæ ég trackingnúmer. Miðvikudaginn eftir hádegi fæ ég tilkynningu að setja leiðin til landsins 15. morgun, bara 8 fæ ég toll, þannig að kröfuna, borgana og klukkan 11 í hádegismat í vinnunni fer ég og sækja þetta. Ég hef einu sinni mitt farið þarna brunað út af því að það var eitthvað vöru sem okkur vantaði fyrir vinnuna og það var bara, já, þetta fer í bíl á morgun eitthvað, ég bara, mér vantar þetta núna. Það er bara, getur komið að sækja þetta í húsi hjá okkur eitthvað. Og ég bara, ok, þú veist, bara brunaði til þeirra fekk að sækja þetta bara beint þaðan út, sko. Það er mjög þægilegt, en eins og fyrir þig, þú náttúrulega býrði að Suðurnesjunum, þannig að það er þægilegra. Það er mjög þægilegt, sko, ég bara hringi alltaf leiðum þetta trackingnúmer, þessi ég hafa þetta upp í þessu hvað sem er, hringi bara strax, bara ég símur hérna, segi bara, þetta, ég er með sendingu sem er að koma þetta númer, bara breyta strax, ég vil bara fá að sækja þetta hérna. Bara DHL, þú ert með 645 í röðinni. Ég hef líka Þetta er samt skarra heldur að mínu mati sko. Öll svona sendingafyrirtæki, ok, fyrir utan póstin, ég hata póstin en hérna það er ekkert verra heldur en að díla við æstransport. Þú veist, ef maður er að sækja eitthvað þeir eru fínir ef maður er að fá eitthvað sent en ef maður ætlar að sækja hérna í Hafnarfirði eins og þú veist fyrir mig, henta það miklu betur, ég er hérna á daginn og hérna þá er miklu einfaldara fyrir mig að skjótast bara upp í æstransport sem er líka í Hafnarfirði heldur en að þurfa að keyra heim til þess að taka á móti pakka og keyra síðan aftur hingað. En
sko, allavega þau eru nú eitthvað búin að laga þetta en þetta var skelfilegt að fara þarna upp í Ægistransport til þess að bíða eftir einhverju ein manneski að vinna og kannski 15 aðrir að sækja og bara eitthvað, jæja, ég verð hérna í næstu 4 dagana Ég sótti nú mótor þarna fyrir félagið minn bara í Subaru, bara tilbúið mótor á Pólandi bara hvað, daginn fyrir helgi, í Ægistransport ekkert mál sko, bara mætti hann það og sagði númerið og hann bara, já, er þetta þín nafni? Bara, nei, þetta er félagið minn og hann sem var búin að hringja og láta vita að ég segi þetta bara, já, er þetta stórt? Ég sagði, já, þetta er 70 kíló eitthvað, bara, náttúrulega mótor bara, já, hvað er bara í hurð 3 bakkaði bara inn í vöruhúsið og kemur hann með þetta á tillu hjálp með þetta í bílu, ég kemst það Já, ok bara ókist að næs Já, eins og ég segi, þau eru eitthvað búin að vinna í þessu vegna þess að þetta var alveg skelfilegt maður var að bíða í, sko, út af því að röðin náði alveg oft bara út á gangstétt og maður stóð út í röð, skilur, í skýta veðri til þess að ná í einhvern lítinn pakka, skilur Já, þarna mætti það voru 3 að bíða og voru 2 að afgreiða og ein manneskja að sitjandi og einn sem var bara að ferja bara kannski fram sko, þannig já þeir hafa bætt Það var, Já ég er mjög happy með að hérna, vinkona mín, kona félagins er að vinna í Ægistransport, þannig ég heyrið alltaf bara í henni og bara heyrið mig antar þetta hérna, og þá skráði þetta alltaf bara út sem sótt, þannig að þegar ég kom það var það bara tilbúið, takk, bæ þú veist, Það er líka þannig bara eins og mig, ef þú ringir bara leið og fætt ræknúmer þá skráðu bara strax sótt, þá fer þetta ekki nýtt bíl að nýtt kjaftaði Nei, þú veist, ég lét bara breyta því þannig að ég myndi alltaf sækja þarna en það var bara, þú veist, að fá afgreiðsluna tók alltaf svo langan tíma sko. En eins og ég segi, það er nú eitthvað búið að lagast en þá var þetta þannig að það var ein manneski að vinna, hún tók við einhverju sendinganúmeri, fór fram, fann það, kom aftur rétti, afgreiddi það næsti, fór fram, fann vöðrina, var bara eitthvað Jæja En svo eru þeir svo að mætti svo margir að þá ég man eftir þetta var svo líka áður þá kom allt frá Rockout og fer til FedEx allt frá, ég mætti hann fyrir helgi það er bara heil hilla bara mert Rockout það er bara limmiði Rockout og bara Rockout kassar það er svo margir sem er pandar frá þeim og hérna einmitt það bara maður mætti hann og þá bara einn og þessum það sennilega mættu allir því að þeir voru svo lélegir að senda Svo gerist tilkynningu bara að þessu komið til landsins Svo fer því útkeyslu bara 3 dögum setna Já, sko. Líka bara, þú veist, þetta er í heimkeyslu á ömulegum tíma, skilur við, þú veist klukkan 2 á þú veist, 3. degi, skilur við bara eitthvað, hérna þú veist, það er möguleg einhver bótaþegi sem er kannski heima, sko en hérna, þú veist, aðrir eru ekki heima á þessum tíma, sko Ég hringi allt leiði komið til landsins eða eitthvað Ég nenni aldrei að láta hess skrölda Nei Ég bara segja að segja þetta bara eða sildi í svona postbox eða eitthvað Ég nenni ekki að býða á það heimsett Væri fínt ef maður gæti komið rastlinn í postbox en það er alls ekki allt sem maður er að panta sem maður kemst Þú veist, það gæti alveg verið fyrir utan postboxu og ég hef ekki miklar áhyggjur einhver myndi stela því sömu sko en það er öllu stólið maður Það er öllu stólið Það reyndar Ég bý Keflavík, ég tala reynslu En svona það sem ég langar svona að spyrja ykkur og sérstaklega kannski því sem ég áður en við förum að kveðja er svona mótsport á Íslandi hvað væri svona það helsta sem þú myndi vilja breyta eða bæta? Það má drulliði fólk Við hefum gert það áður Já, eða þú veist ef þú vilt, skilur við Já Þú þarft þessi Nei, þú veist sko, breyta ég væri til í að breyta þannig að það væri meira samstarf á milli flokkana, eða sem sagt ekki flokkana heldur klubbana hérna betur bæta, það væri þá náttúrulega bara, þú veist, að það væru einhver fyrirtæki sem að væru til í að aðstoða við uppihald á þessu þetta er ekki ódýrt að reka svona braut Nei, og við þurfum spons frá Kólas eða einhverjum til að malbygga AIH-brautina það þarf að stækka AIH-brautina Kólas, hver er meira? Malbyggunastöðin Kólas eða Semetsesmiðan eða eitthvað, þú veist við þurfum spons eða AIH þarf spons Já, og það væri náttúrulega algjör draumur einmitt eftir að við vorum hann úti í Lettlandi og horfðum á þarna brautina sem að þeir gerðu þarna
í Latvía drift þarna. Já, já. Það væri náttúrulega bara geggjað að reyna að stækka pittsvæði í rauninni og malbika það vegna þess að það væri geðveikt áhorfendamænt svæði Já. til þess að búa til einhverja svona netta litla braut Þetta var bara 8. Þetta var bara lítilega 8 sem voru að keyra. Já. Og það þurfti ekkert meira, svo bara stúka hringinn. Já, bara geggjað sko. Þannig að það væri náttúrulega algjör draumur að komast á þann stað að það væri hægt að gera eitthvað svoleiðis vegna þess að þetta væri svo geggjað upp á líka það að segjum að við myndum setja einhvers konar veggi þar sem að væri hægt að runna vegginn með afturstöðaranum og þar kannski fyrir ofan væru skilti sem að væri hægt að selja út sem auglýsingar eða sá aðili sem að væri til í að vera með sem að væri til í að malbika þetta. Já, myndi bara hafa auglýsingar. Já, þú veist, það væri það bara, þú veist, segjum bara kólasbrautin eða kólasvekkurinn, kólasbeigjan. Já, eða eitthvað svona skilur þú veist, það væri náttúrulega bara algjör draumur að geta verið með eitthvað svoleiðis sko. Ég bara fá kannski bara fleira fólk til að horfa, til að mæta og horfa. Já, allan daginn og þetta setup líka svo geggjað upp á það bæði auðvelt að dæma fáir starfsmenn sem að þarf á svona svæði vegna þess að þú ert með yfirsýn yfir öllu þarna. Ekkert mál að taka livestream á 3 kamerur og þetta er svo margt hentugt við þetta setup vegna þess að þetta allt inn á litlu svæði en samt svo skemmtilegt layout sko. Já, notæft og bara ekki mikið sig Já, og þetta layout væri náttúrulega hægt að nota í margt annað eins og go-kart ef að það myndi stækka aftur og síðan væri náttúrulega hægt að nota þetta svæði bara undir pitt eða bílasýningar eða þú veist, eða þess vegna bara koma þarna, þú veist, það væri hægt að halda tónleika þarna, þess vegna skilur þú veist. Það svo margt í boði með stærra malbikuðu svæði að veist, þetta myndi hjálpa klúbnum svo mikið. Já, það ekki að vera bara bílatengt dót. Nei, svæði eitthvað annars. Já, algjörlega, þú veist, ég meina þú veist, það væri hægt að hafa eitthvað svona charity event þarna og þú veist, og eitthvað svona bara allskins dæmi skilur þú veist að ég svo sem ekki mikill frumkvöld í einhverjum svona hugmyndum fyrir utan það sem að tengist bílum sko en já, þannig við þurfum basically bara stærra malbika svæði og helst bara malbikaðan flöt, bara malbikaðan ring bara, eða þú veist ekki beint ring svona meira svona eins og kannski hlaupavöll eða svoleiðis í laginu og það sem væri hægt að drifta áttur væri hægt að setja hóla ringin í kringum þar sem fólk geti setið í staðið hort einhverja stúkur þú veist það þurfum basically bara stærra malbika svæði það svona það sem að fyrir öllu þannig við þurfum ekki að fara að setja upp stúkur á fjárðarköpsplaninu eða eitthvað það veri verra sko. Íkja bara mér skortir alla samfæringum það að við fengjum það nokkuð tíma sko. Nei, það verður aldrei en en það væri náttúrulega bara algjör draumur að fá eitthvað svona þú veist, einhver aðila sem að þú veist, geta gert þetta og hafa tækjun og tólin í það að gera þetta og eru tilbúinir að leggja fram bæði vinnu, peninga og efni í það að stækka svæðið og stækka mótorsportið Líka sko, eins og ef sportið stækkar, ef svæðið bætist þá ættu vonandi að bætast áhorfendur og þar leiðandi bætist fólk sem sér auglýsingarnar sem þá bætir í tekjur fyrir þetta fyrir að kota skilur og fyrir ykkur sem að vinnið í Kólas eða malbingunarstöðinni eða semisesmiðni ef þeir eru að malbika eða eitthvað svoleiðis þið verður bara að hugsa þetta þannig að það eru allir þú veist, það benefita allir á þessu því að þið fáið auglýsingar á staðnum það verður meiri líkur á að þetta verður sýnt í livestreami út af því að það er auðveldara að stríma þessu þannig að þá eru þið konum með auglýsingar sem eru strímaðar á YouTube og svoleiðis og líka það eins og með malbyggununa og þetta þú veist að ef að það væri einhver möguleiki á því bara heyra í
AIH og Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar. Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar, já. Ég er alveg viss um það að allir þeir sjálfboðaliðar og þeir sem eru í driftinu séu reiðubúnir að mæta þennan dag sem að það væri, þú veist, til þess að skópla malbyggi til og frá bara eða eitthvað skilur, þannig að vélinn Svo líka er þetta ekki bara malbyggjum, það er líka bara flutningafyrirtæki og gröðufyrirtæki og bara alls konar fyrirtæki sem geta hjálpað. Já, nákvæmlega. Ef þú eru að vinna fyrir eitthvað svona fyrirtæki og eru að hlusta á þetta, bara póta eins í næsta yfirmann, bara sýnið þeim þetta bara kannski er þetta einhver sem þið vilja hafa áhuga á eða Já, og þú veist, og náttúrulega bara líka það, þú veist, þetta er til þess að gera meira fyrir, þú veist, þá sem að búa í landinu og þá sem að koma eftir okkur, sko. Þú veist, að þetta svæði sé til, að þetta sé ekki bara að grotna niður og endar á því að verða ekki að neinu, sko. Já, og líka þetta ætti vonandi að hafa þau áhrif að á minkar, kannski götu spól, götu svona hári og að reyna að fá fólk þá til þess að gera þetta á örugan og lögulegan stað. Já, og þú veist, að reyna, þú veist, það er náttúrulega það sem við erum búin að vera að byggja svolítið mikið að, er að reyna að fá í rauninni sína gott fordæmi upp og það að vera bara upp á braut. Þú veist, þú veist, þetta er braut sem er gerð fyrir þetta, þú veist. Já. Og það er náttúrulega alveg glórulegst að vera eitthvað í einhverju götuspóli niður í miðbæ Reykjavíkur, skilur við, þar sem hún getur dundrað á bíl og hvað þá annað fólk, skilur við. Já, og líka bara gangandi vegfærandi. Líka bara fyrir það sem er að keyra, ég meina þarna er allir í kringum því að fylgjast með því og munu koma að hjálpa þér ef eitthvað gerist. Já, líka bara læri langmest. Læri mest og lendur ekki inn í vesinni, þetta er ekki ólulegt, skilur við. Allt bara betra, skilur við. Já, og bara, þú veist, og færið líka reyna að taka stimpilina af bílágamönnum að allir séu fá þetta, sko. Já. Þú veist, það er svolítið mentality sem að maður hefur fengið, þú veist, í gegnum æfina að maður segir að maður hafa áhuga á bílum og motorsporti, sko. Já, þá þú hann að gæðin hlugan 3 nótuna að þænja bílið bara. Já. Nei, ekki beint, sko. Nákvæmlega. En ef þið eru ekki malbyggunastöð eða kólas, þá og eigið ekki einhverja svaðalega peninga til að styrkja, þá getið allan að kíkt inn á lois.is til þess að styrkja okkur ef þið hafið áhuga á því. Allt sem fer þar í gegn er nýtt til þess að betur bæta podcastið og koma öllum þar inn. Já. Og meiri búnað og gera meiri búnað, það eru konið fleiri litir á limmiðana, það er nýjir bólir, það eru bannerarnir hérna í bílana, þið getið valið lit og ef að liturinn sem að ykkur langar í er ekki inn á, þá er hægt að senda bara skilaboð inn á síðunni og requesta ef ykkur langar í Lois limmiða sem er í öðrum lit. Já, og bara taka það fram, við fáum ekkert út úr þessu, þetta er allt sem selst, allur, hvað ég segja, ágóðin, fyrir allt bara beint í að bara bæta ástöðun okkar, bara bæði. Já, fyrir hittinga, myndbönd, podcast, akkurat, allt. Og líka einmitt í hittinga, þú veist, við notum á ljósanótt, þar þegar við erum að bjóða ykkur að koma, þú veist, í pulsur og pop og allt þetta sem við vorum með, pulsur, popgós og allt þetta, þú veist, þar erum við að nota eitthvað af þessu pluss okkar framlega á móti. Og já, það kostar alveg sitt. Já, kostar alveg helling. Það kostar allt, bara alveg helling, sko, þannig að ef þið hafið áhuga á því, þá lois.is og þið getið bara tjekka á því sem við eigum. Svo líka bara verst ef þið hafið ekki tök á því að kaupa neitt en eins og þess þá bara horfa og hlusta. Já, þið getið læka podcastið, deila, sýnið ykkar alla. Spotify, YouTube, það er þetta læka á Spotify, eða ekki? Jú, það er þetta læka það. Já, bara líka áhorf, bara deila þessu á milli og það er það sem hjálpa okkur mest ef fólk hlustar á okkur. Já, bara meira áhorf því meira athygli og já, meira áhrif. Algjörlega, sko. Ná til fleiri manns. Já, akkurat, það er það sem skiptir máli. Og því fleira sem við náum til, því fleiri topics fáum við og meira fólki til að tala við og bara læra meira. Hörðu, klugan er alveg. Já. Það er alveg lengur. Sem ég hafa geggjað að hafa þig. Já, takk fyrir mig og þetta var bara geggjað að vera með ykkur og fyrst skiptið sem ekki kemur í svona skúr. Já. Þannig að nú ert þú að fara að skoða. Já, að gera. En þið eru hættulegir, sko. Eins og ég segi, ég kom aftur til þeim bíl núna. Svo var ég að skoða bensínkassa
í þessum Benz. Þannig að eins og hann var ekki hérna Timo Peltola, Black Smoke Racing. Já, Hann var á Station Diesel Benz. það er alveg hægt. Allt hægt. Það er allt hægt. Já. Allt hægt, nei, ég segi svona. Er það dísel eða? Nei, þetta er kompressor. Vesti mótorinn. Besti mótorinn í Benz. Já, Hann er með blásara samt. hann er með blósa. Það er svo supercharger. Það er það sem skiptir máli. Bara stærri spísar, minna pulli og læti. Láta fokkin vaða. Og sprengir hann bara, það er alltaf. Já. Algjörlega. Þetta Takk það- fyrir að hlusta. Shift Happens er í bóði Dragonfly Inc. og Lois. Já, og það er langt í ljósinu, þannig að ég bara segja cut. Já.